Já, velkomin að Rauðaborðinu á Samstöðinni, klukkan 8, nú ætti að vera sagðar fréttir en svo ekki, en hjá mér hins vegar Laufey Ólafsdóttir, Líndal Ólafsdóttir og Björn Þorláks. Við ættum að vera að segja fréttir en við ætlum ekki að segja fréttir. Og ástæðan að Logi Einarsson kynnti tillögur stuðning við einkarekna fjölmiðla og þær tillögur eru þannig að Samstöðin verður að horfast í augu við það að líklega eini fjölmiðli sem hefur fengið eitthvað stuðning, að þá munum við ekki fá stuðning. Og hvers vegna? Þetta er þannig að við höfum verið að leggja höfuðáherslu á útvarp og sjónvarp, eins og þið vitið. En það er búið að skjóta inn í tillögurnar að engi fár styrknema sem haldi út í texta og það er einhvern veginn verið að klæða það inn í stuðning við læsi á Íslandi. En við erum náttúrulega búið þetta fyrirbrigði til hér, fyrst og fremst að mæta öðrum þörfum og skorta umræði í samfélaginu og þetta er sjálfsagt að einhverju sé að vinna í læsi, en ég sé ekki alveg að okkur að þetta leggja okkur. Og einhver geti sagt sem svo að ég meina að þið eru með vef, hann geti ekki bara haft hérna fréttavef, sem þetta er þannig að til dæmis Vísir, Bylgjan og Sín fær stuðning af því að þeir eru með Vísi og Moggin fær stuðning þótt hann sé með svona þætti eins og við en þú þarft að vera með það en við höfum bara ekki haft bolmagn til þess að halda út í fréttavef og það ég meti að þurfi kannski svona 3 heilstöðugildi til þess og svona með öllum launatöldu gjöldum og kostnaði, starfsmannakostnaði þá er það kannski 36 milljónir. Við fengum tæpar 12 milljónir í styrk núna. Þannig við getum ekki lagt út í 36 milljóna króna kostnað til þess að fá, en ég hef býst við að öllu óbreyttu þá hefðu við átt að fá kannski í lok þess ás svona 16-17 milljónir. En þannig að það væri glórulaust fyrir okkur að taka pening út úr sjónvarpi og flytja inn í vef sem að skilar okkur engu tekjum. Við metum það sem svo að við fáum enga áskrifendur út á það en það er nóg af svona vefum út allt þú veist að það eru stóru vefinir MBL og Vísir að gefa allt sitt efni og það er ekki hægt að keppa við það og því að við séð að komið tilraun hérna fyrir árið síðan að ætlaði heimildin einhvern veginn að ná betri fótvestu þar, gekka ekki þú mást að fréttablaðið á sínum tíma þegar þeir fóru frá Vísir reyndu það gata ekki, það er svo erfitt að gera þetta þegar það eru orðin svona 2 stóri fyrir og við bara þannig að við fengjum aldrei neitt pening út úr þessu, hvorki áskrifendum né auglýsendum því að Vísir og Moggin heldur niður í verðið auglýsingum og þannig að þetta er bara verið að ráðuneytir að segja til ef þið ætla að fá þessar 18 milljónir þá verið að fara og sóa 36 milljónum við að búa til eitthvað sem engin eftirspurn eftir því við vitum að það er eftirspurn eftir þáttunum okkar hérna í útvarpi og sjónvarpi. Þetta hljómar svo mótsagnakent vegna þess að sennilega hefur Samstöðin í raun aldrei blómstrað eins og bara síðustu mánuði. Sennilega hefur áhorf aldrei verið meira, sennilega hefur hlustun aldrei verið meiri. Mögulega hefur bara efni Samstöðurinnar ekki verið betra og maður heyrir það alls þar sem að kemur að fólk er mjög þakklátt fyrir allt þetta efni, við erum að tala marga 10.000 sem að hlusta og horfa á okkur í viku hverri. Ég segi stundum við fólk í heita pottinum, já, takk fyrir hlý orð, ert þú áskrifandi, ertu styrktaraðili? Nei, ég er það nú ekki. Og þá svona berst stundum í tala að svona góð látleg athugasemdum það að mögulega einmitt missi Ísland, missi allir þessir Íslendingar, þessir 20.000 Íslendingar þennan fjölmiðil út úr höndunum á þeim því að þetta er nú bara fjölmiðil almennings leyfi mér að fullir það ef fleiri sem eru aflögufærir sjá sér ekki fært að styrkja okkur í ljósi þess sem þú ert að segja að þessar tillögur loga bitni svona illa á okkur sérstaklega á okkur á sama tíma og auðmanna fjölmiðlarnir fá bæði belt og axlabönd. Þannig að ég ljómaði svona ætlaði að láta svona 300 milljónir í Moggan og 300 milljónir í Sín. Ég upplýði þannig á þessu fundi sko. Já, en ef það er þannig þá höfum við kannski ekki mörg önnur svör en að leita til almennings með frekari þáttöku á stuðningi eða hvað?
Eða eigum að reyna að herða róðurinn í auglýsingasöfnun eða hvernig eigum að gera þetta? Kannski fá mann til að kaupa þetta. Eitthvað sem að Logi ánægður með. Já, þegar þú segir það eru nú meir og minna auðmenn sem halda uppi öllum fjölmiðlum alheimsins. Og þess vegna var mikilvægt að leyfa samstöðuna að þróast einhvern veginn. Og að hún njóti, það eru áskrifendur sem að leggja peninga og þeir sem að krossa við eru áskrifendur, þeir eru félagar í alþýðufélaginu, þeir eigi þetta. Þannig þetta eru fjölmiðli eigu áskrifenda. En það finnst ráðuneytinu ekki nógu gott. Þannig að þeir vilja að þeir verði bara að éta það sem út í frís og reka það án stuðnings frá ríkinu. En hins vegar eru það útgerðaraðallinn sem á mokkan. Ég held að sé einhver maður sem auðgaðist á Kreditinfo sem svona hálfgerða njósnir skuldut fólk sem á sín langst eftir hlutin þar. Það eru líka einhverjir svona kappbójar sem eru stundum að berjast völdin. Viðskiptablaðið í eigu eitthvað svona kappbójar líka. Já, var ekki Kreditinfo það var fjölmiðlavaktin, var það ekki, sem að rann inn í það batteri? Já, í miðlun. Já, einmitt. En þessir aðilar, þeir fá stykkin. Enginn af þeim hefur byggt upp fjölmiðil. Þeir hafa keypt fjölmiðla sem að fyrir eru. Og ég ætla að fullyrða að allir þessir eigendur hafa sýnt það að þeir kunna ekki að þróa fjölmiðla. Morgunblaðið frá því að útgerðin tók við hefur ekki verið að þróast vel. Enda sjáum við það bara á lestri og bara stöðum okkar í samfélaginu, hún ekkert í líkingu við það sem að var á tímum Styrmis og Matthíasar. Nei, og síðustu breytingar þeirra rétt fyrir áramótin að segja upp Kollu Bergþórs og Víði og svona benda ekki til þess að það sé markmið að endurheimta aftur Ísland. Engin virðing fyrir blaðamennsku. Þetta bara sérhagsmuna tæki og þeim skít saman þóttir tapi áskrifendum. Sem segir sitt erindi fjölmiðilsins. Við höfum náttúrulega verið með aðeins að fjalla þeirra fréttir og höfum einmitt undrast þeirra fréttamat og efnistök og fyrirsagnir og ýmislegt annað. Það er eins og 3 ritstjórnir. Stundum getur ekki verið með fínar fréttir, sérstaklega slísum og eitthvað sem eru á einhver leyti hagsmuna eða pólitískt tengt. Það er með furðulegan áróður og svo náttúrulega NBL orðið svona 70%, nei ég segi ekki, 60%. Smartland og eitthvað svona fréttir af eitthvað svona fólki sem að engin veit alltaf hver það er eitthvað að skilja, eitthvað John sem að skilja við eitthvað að Mary og eitthvað fólk sem að vissi ekki einu svona verið til hvað það væri gift. En nú kann einhver að vera að hlusta á okkur eða horfa á okkur og hann hugsar, þið eru ekkert skárri, þið eru náttúrulega líka pólitískur miðill og þið komið þarna á ranni sósíalistana og hefðið ykkar göngu þar og þið eru þrælpólitísk líka. Hvað ruglar þetta? Eru við að gæta hagsmuna útgerðarinnar eða SA? Leiðum mér að halda áfram. Við höfum tekið viðtöl við fólk sem kemur úr verkalýðshreyfingunni, út úr almannasamtökum. Það er fólk sem er að berjast fyrir almenning, öryrkjabandalagið, verkalýðshreyfingin, leigjendasamtökin. Það sem stýra mokkanum og viðskiptablaðinu eru SA og viðskiptablaðið. Já, en það sem ég ætla að halda áfram með og að leggja það í öfnu að þeir sem er að þjónusta fyrirtækjaeigendur og fjármagnseigendur við þá sem er að reyna að þjónusta almannasamtök. Þetta er góður punktur og það sem ég ætla að halda áfram með í þessar athugasemd vegna þess að ég ekki lýsa minni skoðun heldur því sem að maður heyr stundum út í bæ að munurinn á samstöðinni horfandi á það bæði innan frá bæði horfandi á það innan frá vinnustæðunum eða utan frá munurinn á samstöðinni og öllum öðrum fjölmiðlum með einhverja vikt á Íslandi er að samstöðin lítur á heiminn frá grasrótinni, frá valdaleysinu með hagsmuni hins almenna manns að leiðarljósi á sama tíma einmitt eins og þú varst að segja á meðan einkareknir fjölmiðlar á Íslandi líta niður á samfélagið með augum valdafólks og peningafólks. Ég bara fullyri það. Og það er í þessu ljósi sem að ég held að við höfum upplifað allt þetta þakklæti almennings, að fólk er forvitið, fólk vill meira. Það er bara frekar langt síðan var einhver fjölmiðill sem að var með þessa ritstjórnarstefnu að rýna samfélagið úr lággróðrinum
og varpa ljósi á sjónarmið margra undirsettra hópa en á sama tíma líka róttækur gagnrýninn ófeimin fjölmiðill sem bara með gott sjálfstraust og svo erum við líka að þróa fjölmiðlun. Við erum til dæmis svona formið á samtalinu sem hér sem að sumriti bara passar inn í tíman að einhvern tíma var það þannig að RÚV hélt að getum aldrei þjóðinni saman í kvöldfréttatíman sko, og þess vegna þyrftur að hafa allt mjög stutt og engum mætti leiðast og eitthvað svona. Þessi tími þegar fólk að velur sér raunverulega hvað það að horfa á, á þessi tímapress ekki við, þannig að við höfum verið að leika okkur að því að brjóta hana bara og tala miklu lengur hluti, miklu dýpra og það bara kemur í ljósa kannski það sem var bara leyft að fara í 7 mínútur. Hvað gerist þegar þú bætir við 20 mínútur? Hvað gerir svo þú bætir við 20 mínútur viðbótar? Þetta er bara ókunnu lönd sem að við erum að leika okkur að þróa og mér fundist það þannig að margir geti haldið að það myndi bara öll samt leiða til endurtekningar. Er það reynsla ykkar? Nei, alls ekki. Þannig að við erum við breytir í tækni og breytum tíma þá erum við að þróa fjölmiðlum. Við vorum að þróa fréttatíman sem að við verðum því miður að slá af þöksil loga eina sinni. Að þá vorum við að segja sem svo að það vantar svo sem ekki fréttir. Þú veist að þú heyrir alveg nóga fréttum sko. Þú bara opnaðu internetið eða eitthvað slúðis að þú bara fær endur þessa fréttum. Það sem að vantar samhengi og við vorum að reyna að segja fréttir og setja þau í eitthvað svona samhengi sem ég held að sé bara eðlileg niðurstaða blaðamanna það hvers konar fréttatíma það sem við ættum að vera að búa til í dag. Við höfum ekki verið að endurtaka CBS fréttatíma frá 1965 eins og sko RÚV og sýnir að mörgulega að gera. Og þetta gerist þegar sko fjölmiðlarnir eru í eigu einhvers auðfólk sem að veit ekkert um fjölmiðla. Veit ekkert um svona samspil fjölmiðla við samfélagið og hvernig að fjölmiðlar eru menningarlegt fyrirbrigði og þú þarft að breyta tón og blæ og það skiptir máli, þú veist hvernig þú ávarpar viðmælandan, hvort að þú beygir þig fyrir valdinu eða hvort þú tala við hann bara eins og venjulega mannesku, alls konar svona hlutir sem að gera til fjölmiðla, sem að eigendur fjölmiðlan í dag, sem eiga Moggan, Sýn og Viðskiptablaðið og fleira, það er bara enga sans fyrir. Og að taka skattfé og flytja til auðsfólks til þess að það geti varið fjölmiðlun á Íslandi á sama tíma og haft fyrir því að bregða fæti fyrir okkur. Þú veist, hvenær var að menna blaðamannafund? Ég held að það verið bara 22. rétt fyrir jól. Það var eiginlega ekki fyrir eftir áramót og rann eiginlega upp fyrir mig hvað maðurinn var að segja. Þú veist að því að þú eins og gerir stundum, þú heyrir ykkur svona slæma frétt, svo leifur þið bara settlast inn. Það var bara ekki fyrir eftir áramóti sem ég fattaði, þú veist, hvað er búið að gera hérna? Þið þekki bæði orðin leiðarljós blaðamennskunar, hvað, hver og svo framvegis sem að frétt og einhvers konar umfjöllun á að reyna að svara. Hvers vegna? Það er nú kannski það dó fyrst og það er kannski það sem að hefur tekist best að mínum að endurreisa hér. Við lesum svo margar fréttir á dag á netinu eða hlustum á útvarpsfrétt eða sjáum sjónvarpsfrétt sem reynir ekki að útskýra hvers vegna við erum að fá þessar upplýsingar. Og hvað svo? Og þetta kemur í einhverju tómarúmi og fólk er engu nær. Lengdin á þáttunum eins og þú hefur bent á, lengdin á samtölunum hefur er tækifæri til þess að svara þessari spurningu hvers vegna en það er líka einhvers konar leiðarstef sem maður hefur áður en maður jafnvel hefur samband við viðmælendur að mann langar sjálfan að vita hvers vegna, fara á dýptina og reyna að fá eitthvað vit í umræðina, reyna að vera ekki yfirborðslegur, vera ekki að reyna að horfa á þetta sem bara einhvern skets 90 sekúnda, 2 mínútna, 5 mínútna frasa þar sem allir vita nákvæmlega hvað mun gerast. Hugsaður öll þessi stuttu einslög í kastljósinu og allt þetta. Skilar þetta einhverju? Eða einslögin í fréttatímanu eða það, guðminn góður þegar komið settir í beina. Þetta er hryllingur. Þetta skipta máli að þetta er virðing fyrir viðmælandanum og virðing fyrir áhorfendunum og hlustendunum. Það er virðing fyrir áhorfendunum og hlustendunum að telja að hann geti sett sig inn í fyrir flókin mál og erfið mál sem eru mikilvæg. Og kaldur viðmælenda oft hér þegar við erum með marga í settinu við þetta borð, hvað viðmælendurnir sjálfur taka oft völdin og eiga að spinna frábæran vef. Og eru ofta að spyrja hvort annan sko. Einmitt. Hvenær sér það? Það hefur breyst að því að ég veit því að við erum með segið þetta áður að sko fjölmiðlar er eitthvað letið stefnumót.
og það sem þú gerir þegar þú ert að byggja svona upp til lengri tíma, að smátt og smátt þá verður viðmælandinn, hann verður tilbúnari. Hann kemur og hann veit alveg hvað það að sitja við rauðaborðið. Þannig hann svona mættur. Og það er svolítið munur á því að vera að taka sér viðtal núna eða fyrir 5 árum eða eitthvað svoleiðis. En núna, það þekkja allir þetta borðorðið svona. Þegar ég kem inn og að ræða það, þá ég að gera það, ég fæ nógan tíma, ég þarf ekki að vera stressaður. Þú veist það bara... Og hafið þið pælt í svar hlutfalli þeirra sem segja já þegar maður hefur samband. Og jafnvel bara ólíklegasta fólk virðist alltaf vera tilbúið til mesti höfuðverkurinn að finna tíma og stundum þarf maður að bíða í marga vikur til þess að opnist þessi tímaglöki. Við erum náttúrulega mörg að bóka en alltaf, nánast alltaf segir fólk já. Þannig að ég veit ekki hvað við að gera með hann Loga. Ég gæti trúa því að Loga hefði bara yfirsést rekstrarmódel samstöðar. Ég var eitthvað að tuða við eitthvað samfélgingamann um þetta og sann ég vildi ekki bara heyra í honum, hann hefur ekki, ég sagði, hann sagði það að vera ár að skoða þetta. Hann sagði að það var að tala við alla fjölmiðla, talaði aldrei við okkur. Hann hefur talað bara við stóru fjölmiðla. Það var fleiri fjölmiðlar rétt upp hendur sagt hann talaði ekki heldur við okkur. Þess að hann heldur hann sig í stóru flokki og hann hefði bara talað við stóru fjölmiðlana og raunverulega var þessi aðgerð bara til að friða frekjukastið í eigendum Moggans og Sínar yfir það að voru alltaf að krefjast þess að RÚV færa auglýsingamarkaði og fyrir frekjukastið fá þeir 12% að tekja RÚV, líklega meira því að ég efast að þeir að borga sölulaunin eða byrtingahúsunum Sínaþóknum. Það einmitt mjög áhugavert sko. Þannig að þetta er típisk íslensk stjórnsýsla. Það færi einhver ríkur kall frekjukast og stjórnsýsla snýst að honum til þess að búa til sátt, þannig að hafa ríkakallinn sáttan. Blaðamenn fá ekkert út úr þessu eins og Þórhallur Gunnarsson hefur til þess skrifa mikið þetta er gott hjá hann og þetta eru svona sjónarmið sem ég var með bara fyrir mörgum árum að það væri langeðlilegt að bara búa til starfslaunasjóð blaðamanna í staðinn fyrir að vera að rétta stórútgerðin fjölmiðlapenningin. En Smári, Loga tókst ekki bara að friða Moggan og Sín, honum tókst líka að friða RÚV. Það var leikurinn að stóru playerana þetta er bara samúið gert við í fiskeldinu eða hverju sem það er alltaf svo kallar hagaðilar við erum bara of litli til að vera hagaðilar samt er það þannig, ef þú væri að hugsa fjölmiðla hvar verða fjölmiðlastörfin til? Það er á litlu fyrirtækjunum og nýju fyrirtækjunum hverju koma verst út úr þessu kerfið þeirra? Litlu fyrirtækjum og nýju fyrirtækjum. Já, þetta er afleitt. Fær þú ekki ofta að heyra það, Laufey, að sko það sé bara einhverju töfrar í kringum samstöðu? Jú, algjörlega. Já. Ég er náttúrulega búin að, við vorum náttúrulega alveg frá byrjun, og það hefur alltaf verið, sko. Já. Meiri segja bara, þú veist, maður tekur leigubíl og leigubílstjórinn hefur verið að fylgjast með okkur frá upphafi. Þeir eru stundum að bjóða frýtt fargar því þeir eru alltaf að hlusta samstöðu. Ég verið frá samstöðinni, þá vil hann ekki taka við greiðslu. Já, þú veist, þannig að þetta er, við njótum mikils velvilja og ég veit alveg að fólk leitast eftir einmitt að horfa okkur og okkar hörðustu aðdáðundur eru bara að sitja og bíða eftir þáttunum okkar, klukkan 8 á kvöldin. Hvað gengur stjórnvöldum til? Þeir eru að horfa á fjölmiðlaumhverfið og segja já, Moggin, hann verður að fara á styrk og Sín verður að fara á styrk og Viðskiptablaðið verður að fara á styrk og Samstöðin. Nei, við skulum hafa eitthvað svona systemann í að þeir vita ekki hvað er að gera. Þeir fá styrk ef að þeir eyða 36 milljónum til að fá 80 milljónir í vefin. Af því að við vitum betur hvernig á að þróa fjölmiðla. Já. Þetta er, ég skil þetta með íslenskuna, ég meina það er náttúrulega skortur á íslensku fjölmiðlaefni. Hverjir hafa búið til mest af samfélagsumræðu í Íslandi á síðast ári? Það er samstöðun, 100%. Og ég hef líka heyrt frá til dæmis nýjum Íslendingum sem að koma hingað, þeim finnst frábært að hlusta á samstöðuna og hlusta á talaða íslensku. Hverjir hafi talað mest við innflytjendur á íslensku? Það er eitt af því sem ég tók eftir áður en ég hóf störf hér, það má hrósa ykkur fyrir það, hvað þið hafi verið yfir með það. Og svo er annað sem er náttúrulega bara mjög alvarlegt í þessu öllu. Ef ráðherra ríkisstjórnar gefur valdamestu fjölmiðlunum gjafir, þá er ekki hægt að horfa undan því að sá möguleiki gæti verið inn í myndinni að hann sé að kaupa sér gott fréttaveður. Ég held að á morgun að þá mætir hann til Stefán Einars eða hvað þeir morgun að hinn sem sérfræðingur íslensklukkuna. Stefán Einar á Mogganum, nýbúið að halda blaðamannafundum og Moggi fá svona 300-350 milljónir.
þeir kalla á manni sem að fara að fæna þeim pening til þess að vera með í einhverju svona hátíðar útsendingu sem sérfræðing íslenska menningu og íslensklukkuna. Finnst þetta í lagi eða? Þetta lítur ekki vel út. Sko það til þrískipti ríkisvald og svo til eitthvað sem við höfum kallað fjórðavald og þannig verða Nei, ég ekki heldur reyndar. Nei, ég hef ekki heldur verið hrifinn af þessari skilgreiningu. Það er vegna þess að þeir sem hafa oft háttum það eru ekki endilega bestu blaðamenn. Það er alveg rétt. En þarna samt komin vond mengun, vond blöndun og þetta ég veit ekki hvað við eigum að gera sko. Eitt það var tillaga í þessu hjá honum að eitt til þess að fá styrk að þetta hafa kosningasjórp. Það lítur bara því svo ráðan að kaupa sér 12 mínúta airtime sko. Það skýlir það á kostingasjórn. Ertu þá með úr þessum auka potti? Já, eða eitthvað, þessum sem á að koma fyrir ríkisins. Það eru pottar sem geta farið til útdeilingar í rauninni eigenda fjölmiðlana, frekar en það farið beint í blaðamennskuna eða dagskrágerðina. Fyrir utan að við erum ekki með fréttavef, að það fengjum við heldur ekki að því við erum ekki með hefðbundið kosningasjórp, það sem að fóringjar stjórnmálaflokkana koma. Og Óli Harðar og Bogi eru. Nei, ég meina, af hverju verið að setja þessi skilur að þið vera kosningasjálf? Þetta allt mjög skrítið. Svo hefur við verið að fjölga starfsfólki og við erum núna að fá útdeilt út frá 2 ára gömlu rekstrarmódeli sem annað. Að fjölmiðlar sem í sókn eru að reyna að sækja þrátt fyrir að hafa litlar bjargir fjárhagslegar eins og við, þeim refsað á meðan fjölmiðl sem muna sinn fífil feguri, ég ætla ekki að nefna neinn nöfn, en hafa verið að segja upp starfsfólki í gríð og erg, þeir eru að fá miklu meiri peninga heldur en sem nemur rekstrar aðstæðum dags í dag. Það getur verið með kannski svona 40% ef þú búin að segja upp helmingnum af starfsfólkinu frá því 2024 að þá ert að fá núna sem að nemur kannski 40% af viðstjórnarkostnaði dagsins. Fjölmiðl sem bara að þetta var náð, þetta ég held ég að vera með við 25%, en það verður kannski með 22%, en við erum kannski bara með svona 14%, af því það er að miða við þegar við vorum miklu minni. Sko. Einmitt. Og mér finnst þetta bara dónaskapur gagnvart eigendur þessari fjölmiðl sem eru áhorfendur sem hafa lagt það á sig að borga hingað inn til þess að vera hægt að byggja fjölmiðl, að allt í með það fólk ekki nógu svona gott til þess að fá styrk, en hins vegar er útgerðin eða einhverjir sem einhverjir hlutafélagabraskarar í sín eða mér finnst þetta ótrúlega mér finnst þetta mér finnst þetta svona freklegt, mér finnst þetta svona menningarslys og ég held að það sé bara engin sans fyrir því á baku þetta. Þeir halda að fjölmiðlun sé eitthvað svona samningar á milli eitthvað stóra kalla, þetta er svona trumpismi. Það leysir allt saman bara með því að ég nenni ekki að tala við aðra heldur bara sí og Putin. Þannig ráðuneytið að hefða þessu. Já, það er svolítið stemningin sko. Þurfum við ekki að reyna að kalla Loga til fundar hér að Rauðaborðinu? Leggja öll spilin á borðið. Nú, en ef hann vil koma að tala við fjölmiðla, ég nenni ekki að tala við hann Íslandsklukuna. Ég skal tala við hann arkitekt, þannig ég svona lúskur aðdáð þessu húsi í Listigarðinu, það er svo það er æðislegt hús þessi Listigarðinu. Hvaða hús er það? Það er kaffihús sem var reist ekkert fyrir mjög löngu eftir hrun og Logi átti rosalega flott rönn sko, þarna í arkitektúr og í alls konar hugmyndavinnu. Hann var einn af þeim sem styrkti blaðið mitt fyrir norðan, Akureyri Vikublað kallaðist það, þegar ég var ritstjóri þarna í 4 ára á grjóthörðum héraðs snepli, bara blað sem var bara með sláandi forsíðufrétti í hverja einustu viku 4 ára í röð. Þá var Logi rebell sko. Og hann náttúrulega gerði ágæta hluti síðar þegar hann tók við samfylkingunni í algjörum rústum og Logi hefur átt fína tíma. Ef ekki hjálp honum að finna nýjan góðan tíma. Já, hann var komað hingað að tala. Leita í ræturnar á Loga. Kannski vill hann heyra eitthvað í okkur, ég veit ekki. Já, það væri gaman. En við ætlum að hafa Rauðaborðið eftir. Já. Og ég ætla að byrja á því að heyra í henni Helen Ólafsdóttur sem öryggissérfræðingur sem við tala oft við. Nú þetta fullt tilefni þess að Trump fór og rendi hjónum í Venesúela.
svakalegt. Það maður veit aldrei hvað maður að kalla þetta ekki innrás, þetta eitthvað svona nokkuð skonar mannrán. Já, þetta eiginlega sem við kallum þetta mannrán. Má ég segja eitt? Við höfum verið að tala aukna sundrungu og polariseringu hérna í íslensku samfélagi og maður náttúrulega sé mörg dæmi þess, en ég vil aldrei orðið eins hræddur, bara eins og síðasta sólarhring. Hvað er ánægð með þetta? Margir? Já, margir. Fólk sem ég hef talið með að hafa samlið með, bara skoðanarlega og það bara kortir síðan, það er að skrifa lærða statusa og greinar að það sé bara frábært að Trump sé að bjarga, ætla að bjarga Grænlandi úr höndum Dana með næsta skrefi vegna þess að Danir hafi farið svo illa með Grænlandi. Svona getur fólk færst til nánast á einni nóttu. Danir fóru líka illa með okkur. Þeir fóru líka illa með okkur. Sjálfstæðisflokkurinn er bara illa með okkur. En talandi mikilvægi fjölmiðla, haldið þið að það borgi sig ekki fyrir samfélag á þessum tímum sem núna eru í þessari sundrungu að það sé kallað að borðinu alla raddir til þess að reyna að finna rödd skynseminnar. Ég held að eitt af það sem við höfum verið að gera hér af því að við höfum oft með umræðina svona við erum ekki mikið í því að vera með á móti eins og er oft stilt upp eins og að samfélagi sé þannig að við séum búin að finna svona helstu möguleikana. Við höfum verið frekar í því að skoða forsöguna og reyna að tala máli svona eins og áhorfendur getur verið svona þáttakendur í því að reyna að skilja það. Ég held að það sé bara svar við kalli tímans því að það að vera alltaf að stilla eins og einhverju kæmi núna myndi segja segjum innrásina eða mannránið í Venezuela. Þetta er brot á alþjóðalögum. Og hvað ertu þá styður Maduro? Það er öll mál sem lendi í þessu. Það er hluti af því sem við erum að gera hérna er að reyna að búa til samtal sem er handan og utan við þetta og við tölum við alls konar fólk með alls konar sjónarmið. Til að svara þessu skringileitum. Herðu, en eftir Zoom-viðtalið við hana Helena þá kemur bara hvorki meira en minna en maður ársins. Já, ansi magnaður náungi, Guðmundur Fylkisson. Ég, ástæða þess að ég hafði samband við Guðmund og bað hann að koma hingað í svolítið ítalegt spjall var svo, ég hef heyrt hann farið svo mörg fjölmiðlaviðtöl án þess að það sé verið að spyrja hann kannski blóðhrátt út í vinnuna sjálf og út í þetta eftirlit og út í þessa leit og er hann að vinna með öðrum mömmum og pöbbum og ömmum og öfum og bara hvernig er þetta allt saman og var eitthvað í hans bernsku og uppvexti sem er leitið til þess að þú getur ekki tollað og þú getur ekki unnið starfið sem að Guðmundur Fylkisson er alltaf að leita týndu börnum þú getur ekki stundað þetta starf öðruvísi en þú brennir fyrir einhverju ástríðu og mér langar til þess að vita hvaðan kom hún og hann lýsir í þessu viðtali ég vona að mér hafi tekist bara að gera það sem að mér fannst að væri einhverju leiti ósvarað þrátt fyrir tugi viðtala sem að ég fylgst með honum að hann lýsir með svo opinskáum hætti í rauninni þessum lífsháska augnablikum hann lýsir því hvernig sterkar mæður og ömmur láta sig vaða á hurðina brjóta upp hurðir, taka hurðar karminn með sér frávita af örvinglun en líka svo sterkar og rosalegar og þetta er ekki Excel-skjul, þetta er ekki bara nöfn það eru svo svakalegar sögur undir þessu öllu og ég vona það bara að áhorfendur samstöðurinnar þeir fái nýja sýn á þennan hrylling og þennan ótta allan sem er allan undir þannig að öll þessi ódýru viðtölum úrræðaleysi og bara blaming the system og það vantar mér í pening þau skila kannski ekkit rosalega miklu Moggin gerði vel daginn þegar þeir birtu myndir af unga fólkinu sem hafði bara allt látist á bara með nokkura vikna millibili. Já, líka með mjög fínt viðtal við mæður. Mjög gott. Og ég held að Moggin er tvískiptur sumt þegar það fyrir utan pólitíkina getur hann gert alveg frábærlega. En þetta er held í leiðin eða ein leiðin allavega að nýjum skilningi. Það er þjóðarskömm. Hvernig er haldið á málum gagnvart ungu veiku fólki eru ekki allir sammála það? Hann fyrirgefi mér svellumóður en þetta er líka mitt ástríðu efni. Akkurat. Ég hlakka til að segja þetta viðtal allavega. Það kemur hingað Kjartan Orri Þórsson sem er miðausturlandafræðingur við ætlum að tala um Íran, þar er fólk út á götum að mótmæla stjórnvöldum enn og aftur hann er nú komið til mín held ég
í svona 2 síðustu svona bylgjónum af þessum mótmælum og ég ætla að ræða við hann Íran og svona hvernig þetta að meta hérna hvað þarna að gerast og hvort að sé einhver vonum að koma einhver lausn á þessu sumreiti má horfa á Íran að það sé vont ástand sem er ólíklegt að batni sko. Og þannig ég ætla að tala við hann en ég tala þetta svona að tala svona tilfinningar, ég ætla líka að tala við hann akkur hann heitlaðist að Íran sem er náttúrulega stórkostleg menning og stórkostlegt land. Við fáum alltaf svo bjagaða mynd af þessum löndum í fréttum. Við held ég að við ræðum kannski mynd sem að mynd í bíó á Íran sem að er að hvetja fólk til þess að sjá. Ef það er Íran í fréttunum farðu og horfðu á íranska mynd eða notað íranska menningu. Eða verið að tala Palestínumenn alltaf verið að afmennskað og svona lestu palestísk ljóð. Við skulum ekki gleyma því að fólki sem er í fréttunum er sko raunverulegt fólk sko. Og svo ætla ég að fara til Kína að hérna var eitthvað, ég held að Þorleifur Örn Arnarsson, hann var hérna í gær að tala hann var nýkomur á Kína og fannst það ógiltlegt land. Sagði það? En hún kemur hérna Brynhildur Magnúsdóttir sem er jarðfræðingur, ættleiddi kínverskan dreng og vildi eitthvað kynnast hérna, einhverju í sambandi við Kína, svona hálfskamma sig fyrir að hafa ekki geta sagt halló eða bless eins og á barnaheimilinu, en hún fór að læra kínversku sem að leita út í því að hún fór að læra kínversku fræði og fór í skiptinám til Kína. Þannig ég ætlaði svona að ræða við hana bara sem svona venjulega mannesku sem hefur farið til Kína. Hún er ekki gamall máisti, svo margir sem að ég hef talað við Kína og svona bara hvernig daglega lífið er í Kína. Já. Hugmyndin á baku þetta spjall. Rektor Háskóla Íslands fór fyrir nokkrum árum til Kína og ég tók hann í viðtal í svæðisútvarpi Norðurlands. Já, þetta er nú einhver áratugir síðan, tíminn bara líður svo hratt. Og ég sagði hvernig var heimsókn til Kína? Og þá sagði hann að sem við höfum stundum heyrt Bandaríkin. Alltaf versta og mögulega líka alltaf besta. Þetta verður í boði hérna eftir örstuttar auglýsingar en svona í tilefni það sem við höfum verið að tala hérna og þess að erfið ákvarðin sem við þurfum að taka við að leggja raunverulega niður fréttatíman þar sem að það er ljóst með við það sem að Logi leggur upp með að samstöðin er eini fjölmiðlinn sem að mun ekki fá stuðning frá ríkinu með að við svona það form sem að við höfum verið að talið verið skynsamlegast að reka hérna samstöðuna eftir. Ja, þá er þess mikilvægar að almenningur leggja eitthvað til svo við getum haldið áfram að halda samstöðinu úti ef þú telur að vera mikilvægt eins og margir gera. Þá hvet ég til þess að fara og skráðu sem áskrifandi þú ferð þá inn á samstöðum.is þar hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðu fyrir 2.750 krónur sem er grunnáskrift og mátt borga meira og vild og því sem að kjósið ættu endilega ganga í Alþýðufélagið og vera einn af eigundum eða í félagi með aðra eigundum af samstöðinni. Við ætlum að skjóta inn smá auglýsingum og svo förum við til Venezuela. Gleði er svo mikil dauðans alvar. Ef að það er ekki gleði, það vantar svo mikið kraft. Ég heiti Edda Björgvinsdóttir og ég trú á gleði. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Við ætlum að ræða aðeins ástand mála í Bandaríkjunum og Venezuela. Tilefnið er náttúrulega það að bandaríski herinn fór inn í Venezuela og hann tók þar forsetahjónin og fluttu til New York og sprengdu í leið ýmislegt en fóru tilbaka. Þannig það er kannski erfitt að meta hvort það kallir þetta innrás eða hvað kallir þetta. Helen Ólafsdóttir, sérfræðingur í öryggismálum er hérna á línunni eins og oft áður.
Hvað myndir þú kalla þessa aðgerð, Helen? Mannrán? Já, það búið að nota ýmislegt í erlendum fjölmiðlum. Það capture, arrest, handtaka, en auðvitað þetta náttúrulega, þetta mannrán ef þú ætlar að fara inn í alþjóðleg lög, þá þetta náttúrulega ólögleg aðgerð, alveg sama hvað manni finnst mannin. Ég ætla náttúrulega að taka fram að þessi forseti, hann var náttúrulega einræðisherra, það talið að hann hafi að hluta til komið þannig fyrir að hann hafi unnið síðustu kosningarna með einhverjum brögðum. Þetta ekki, þú veist, við höfum sjálf fengið fullt af flóttamönnum frá Venezuela, ástandi í landinu hræðilegt og það hefur farið versnandi síðustu ár. En það nú hægt að fara út í líka margar ástæður fyrir það af hverju kannski hlutirnir eins og þeir eru í dag, því að sagan skiptir jú alltaf máli. En þetta ekki það sem að vera hægt að kalla innrás, það ekki eins og að Bandaríkjamenn hafi verið að taka yfir stjórn á landið, þess að koma hann svolítið óvart á þessum furðulega blaðamannafundi sem Trump hélt með utanríkisráðherra og stríðsmálaráðherranum og einhverjum herfóringum, að það var talað að eins og Bandaríkjamenn væru með þessar aðgerðir búin að ná fullri stjórn á Venezuela. Hvað ferðu það til að ganga upp? Veistu það, ég bara hugsa út frá þetta, út frá minni eigin reynslu, af því ég náttúrulega hef verið bæði í Írak og ég hef verið í Líbíu og þannig að maður getur ekki annað en dregið lærdóm af því. Það sem svo skrítið, eða kannski erfitt við þetta mál, að það í rauninni ekkert plan, þú veist, til dæmis þegar að menn riðust inn í Írak á sínum tíma, að þá voru svona alls konar plön sem að State Department var búin að, sem að Rubio fer fyrir, ráðherra fyrir State Department, að þá voru dregin ákveðin plön upp, þú veist, hvað myndi gerast eftir að það væri búið að hernema Írak. Hér hafa þeir sagst, þetta svo misvísandi skilaboð, að það skilur eiginlega enginn hvað í gangi, að því að Trump segir, við ætlum bara að ráða og við munum fara með stjórnina hérna í landinu. En þú veist, raunin náttúrulega að það ekki hermenn að því virðist, allavega sem ekki komnir á, það náttúrulega ekkert sendiráð, amerískt sendiráð í Caracas. Þannig að við erum að horfa fram á það að þetta það skilur eiginlega enginn hvorki upp neinu hvað Trump hafi eiginlega mynd með því þegar þeir sögðu við ætlum að taka við stjórn landinu og við munum bara stýra þessu. Og svo hann spurður og hver munum stýra þessu og það bara þeir hérna bakum mig sem var Rubio og Hexwell. Þannig að stríðsmálaráðherrann hans. Þannig að vandamáli hér kannski, fyrsta lagi, bara samkvæmt alþjóðalögum og bara sáttmáli Sameinuðu þjóðanna, þá þetta ólöglega aðgerð. Við þurfum ekkert að fara ofan í, það bara klárt mála að það hafi verið ákveðin prinsip sem náttúrulega síðustu áru, jafnvel áratugi, hefur verið grafið undan, hvort sem það eru Bandaríkin í Írak, hvort sem það eru Rússland í Úkraínu. En ég meina, Bandaríkjamenn hafa oft gert þetta áður að verið með innrásir eða afskipti í öðru löndum sem að brjóta alþjóðalög, það ekki nýtt. Jú, og það það sem ég að segja, að síðust ár höfum við hort fram á þetta, að hvort sem það sprengjuárásin á Líbíu, svo hafa menn sett fyrir sig alls konar hluti eins og til dæmis þegar farið inn í Afganistan, þá varstu kannski með öryggisvörður á bak við. Þegar til dæmis NATO var með umsvifamiklar, eða þegar Bandaríkjamenn, þegar Kúvait var hernumið af Írak, þú veist, þá var öryggisráðið. Þannig að það hefur oftar en ekki hafa kannski verið eitthvað bak við það, samkvæmt öryggisráðinu eitthvað annað, en eins og ég segi, Írak var svona stóra málið sem var svona blatant skilur, þeir bara óðu inn, þeir hernuma landið og þeir voru ekki með öryggisráða bak við sig. Og síðan erum við með Rússland í Úkraínu, þannig að þú veist, síðustu ár og bara í rauninni settu náttúrulega Bandaríkjamenn mjög mikið fordæmi þarna. En þeir líka, þá erum við heldur ekki að tala samt íhlutanir Bandaríkjamanna kannski síðustu 30-60 ár, þú veist, ef við ætlum að fara að tala raunverulega á bak við tjöldin. Það sem svo skrítið hér að Bandaríkjamenn núna þangað til að Trump kemur aftur hérna inn. Þeir hafa alltaf reynt að fara í yfirskinni hefur alltaf verið lýðræði að frelsa fólkið undan einhverjum skelfilegheitum. En nú þetta bara grímanafallin og eins og ég segi, það rosalega mikill, fólkið bara, þeir sem að reyna að rýna í þetta og líka bara Bandaríkjamenn sjálfur, það mjög athyglisvert að fylgjast með fjölmiðlum í Bandaríkjunum núna, að það veit eiginlega enginn hvað næst vegna þess að hér kemur atriðið. Ef að þeir hafa lagt fyrir sig að þeir yrðu að taka út þennan hræðilega harðstjóra, að það hefði verið út af fíkni, út af fentanil eða kókaini, að þá allt í einu núna kemur samt í ljós að þeir eru samt að reyna að semja þá við sitjandi varaforsta.
og þá náttúrulega hljóta Venezuela búar að spyrja sig býtum við í það ekki Maduro einn sem stóð að baki þessari harðstjórn. Ég meina hann með hermenn í kringum sig og þessir harðstjóri eru ennþá þarna við völdin. Það er bara búið að taka þennan eina mann út og svo eru þið bara búin að hóta það að ef að Varforsten spilar ekki núna eftir Bandaríkjamönnum, tekur ekki þátt, að þá bara munu þeir ráðast inn eða sprengja meira. En vandamálið einfaldlega þetta. Ef þeir ætla að taka, það náttúrulega fyrir þegar Íraks árásin átti sér stað, þá var meginhluti landsins, það var ennþá svo mikill hefndarþorsti eftir 9/11, menn voru bara til það. Nú bara bandarískt samfélag allt öðruvísi, það virðist vera að 70% landsmanna sé hreinlega á móti þessu að fara svona inn og sérstaklega því að hann fékk náttúrulega ekki leyfi þingsins. Og það sem áhyggjefni með Bandaríkin það að þú ert í rauninni með stjórnvöld í Bandaríkjunum núna sem að virða algjörlega vettu í allt sem heitir stjórnarskrá. Þú ert bara með í rauninni stjórn orðið sem að stýrir landinu með þessu dekrí, með bara svona sérstökum sérlögum. Þannig að það er alveg ótrúlegt að fylgjast með hvað eru fáir raunverulega í þinginu sem eru þó að segja eitthvað. Hvað eru fáir, þú veist, maður er alveg bara mjög hissa að fylgjast líka með fjölmiðlum, hvað fólk er að fara rosalega varlega í kringum Trump og hans fólk. Og við skulum líka átt okkur því að það er bara fyrir ekki löngu síðan, að þá setti Trump líka inn einhver sérlög eða sérákvæði sem að snúa því að allt innanlands, öll mótstaða innanlands getur verið hreinlega stimpluð sem bara einhver landráð jafnvel og að það er bara hægt að skúpa upp hvaða grúppum sem eru setja sig á móti stjórninni og það þarf ekki einu svona að vera ofbeldi. Þannig að við erum að horfa á Bandaríkin verða bara eins og ég segi, þú veist, ég heyrði mér sem nokkra analysti farin að kalla Bandaríkjastjórn regime. Þannig að og svo þetta með, bara eins og að því ég tala eins í Líbíu og Írak. Þú veist, ég náttúrulega horfi bara á það hvernig Írak mission accomplished fór ekki alveg eins og menn ætliðu sér. Bush lýsti því yfir, mission accomplished, og svo var það alveg hrikalegt ofbeldi í Írak næstu árin og síðan eins og allir vita að svo varð ISIS fylkingin til. Og Al-Qaeda var komin í Írak eftir innrásina. Hér, ef við horfum á Venezuela, og ég ætla að segja, ég er engin expert í Venezuela, það vil bara svo til að ég vann lengi á Haiti og þegar við vorum að skoða ástandið á Haiti, að þá tók ég þátt í alls konar analýseringum í sambandi við bæði Central Mið og Suður Afríku og vorum að rýna í ofbeldið og svona, þú veist, svæðið í heild. Þannig ég svona aðeins örlítið eitt smá tíma að skoða þetta í mínu í starfunni þegar ég var í höfuðstöðum. En Venezuela, eins og ég segi, það Maduro toppurinn, en þú ert með alls konar herstjóra sem eru involveraðir líka inn í, sem sagt, ekki bara þeirra snýra einhverjum mögulegum eitulega samningum, þarna þetta náttúrulega við landamæri Kólumbíu, heldur líka, það alls konar samningar sem eru við fyrirtæki varðandi málma, þetta ekki bara olía, þú ert að sé náttúrulega stærsti olíulindir heims. Þannig að svo má líka ekki gleyma að þarna eru stóra skuldir í Kína. Kína hefur verið mjög involverað upp á síðkastið með Venezuela og eins og ég segi, það mjög, fólk mjög svona lost, af hverju voru að fara inn? Þeir sé eitthvað svona að byrja á einhverju fentanyl crisis, þetta sé eitthvað, þú veist, með bara rugl. Því það ekki að mestu leyti að koma frá Venezuela ef menn alltaf virkilega að fara á eftir eiturljónum. Afskulum það. Númer 2 var, þú veist, hann er þessi harðstjóri og við þurfum að frelsa fólki og það kaupir það enginn. Númer 3 var, þeir eru bara farnir að segja, olíulindir, Venezuela verður mjög ríkt. Það problematik sem ég get farið í aftur. En segja reyndar Trump segir að þeir tóku olíulindirnar okkar, við erum að fara á endurheimtu þar. Já, einmitt, og enginn hefur eiginlega rýnir almennilega í þá sögu. Bandaríkin eru náttúrulega búin að vera síðustu 60 ár mjög bara busy að bara með valdarán eða þú veist, steypa hreinlega leiðtogum að stóli í hvaða ríki sem í Suður-Ameríku og Mið-Ameríku, þeir sem hafa ekki, ef það bara einhver smá vinstri slagsja upp á síðasta, þá hefur bara verið steypt að stóli. En eitt sem ekki mikið talað og það að Venezuela í liði með Íran.
Og þetta held ég að sé einn stærsti hluturinn af því af hverju, og þetta þarna kemur aftur við töluðum þarna lengi daginn stefnuna þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna og þar einmitt og þetta með það að vilja sko ráða eigin umræðasvæði, þeir eru algjörlega búin að gefast upp á Evrópu, þeir hafa ekkert að gera þangað, Miðausturlönd voru smá hlutur, en gleymið ekki að það hefur alltaf verið á agendaðinu hjá CIA regime change í Íran. Þannig að Íran það ekkert eitthvað svona sem þeir eru búin að gefast upp á. Íran langtímaverkefni, alveg eins og Venezuela búið að vera langtímaverkefni. Þeir eru náttúrulega búin að reynda að steypa Chávez og stóli. Þannig að þú veist þetta, en það og drepa, þeir reynda líka að drepa hann. Já, og reynda að drepa hann. Og svo annað að þetta tengist náttúrulega líka OPEC, þetta tengist olíunni og þetta tengist í að það eru margir sem eru farin að ræða það að því að Bandaríkin eru að veikjast svolítið töluvert á svona hinu alþjóðlega sviði varðandi gagnvart til dæmis BRICS og svoleiðis, að þá hafa Bandaríkjamenn áhyggjur því að menn fari að treyta olíunni í öðrum en dollarum. Þannig að þetta þegar þú leggur þetta svona upp, sko, það Íran sem með stærst, það sérst Venezuela og Íran og svo Sádi-Arabía sem eru þrjá stærstu olíulandir í heimi, að þá þetta ekkert sko út frá bara þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjamanna sem var náttúrulega alveg galið plagg sko, að þá þið bara að fylgja eftir því nákvæmlega sem þeir ætlaði að segja og eins og ég segi, ég held að þetta tengist mjög mikið Íran og svo svona global heimsmyndi varðar yfirráðasvæði, þeir vil ekki hafa Venezuela í túnfætunum hjá sér og það tengist afturinn Íran og svo líka náttúrulega Kína mjög náið samband og eins eru Rússararnir í Venezuela. Þannig að þú veist, þetta hefði kannski alveg mátt búast við þessu, segjum það bara þannig. En vandandi aðgerðina sjálfa, þá eru þau hjónin tekin þarna á fluttu landi og það virðist vera Marco Rubio lét hann var í samskiptu við varaforsetann að hún myndi koma með einhverja aðgerðir sem að væri í takt við það sem að Bandaríkjamenn vildu. Hún var reyndar á sama tíma með ávarp í sjónvarpinu í Venezuela þar sem hún sagði að þjóðin yrði að vera með samstöðu gegn þeim sem ætla að ræna hana auðlindu sínum. En hún hefur líka sagt það síðan seinna að hún vilji gjarnan taka upp raunverulega þær samningaviðræður sem Maduro hafi lagt til og við höfðum fréttir af því nokkra vikur fyrir, ég veit ekki hvað kallar þetta, þessa aðgerð, að hann hafði lagt til að vera alveg til að semja við Bandaríkin þá líklega olíuviðskipti að fá að selja olíu til Bandaríkjana og hún talar svolítið það að ég bara til að taka upp sko samningin við sem að Maduro lagði á borðið. Getur það verið að Bandaríkjamenn hafi sett það sem skilyrði til þess að gera þessa samninga til þess að liðka fyrir því að viðskiptaþvingunum verði aflétt og svona eðlileg viðskipti hefjist við Venezuela. Að það var ekki hægt meðan að Maduro væri þarna en ef þeir fengi Maduro og þá getur þeir bara gert eitthvað business við þennan valdakjarna sem heldur núna völdum í Venezuela og þeir hafa tekið að skýrt fram að þetta ekki tími stjórnarandstöðunar að það hafi verið að gera þessar aðgerðir til þess að koma henni að völdum, þetta hafi verið til þess að tryggja ameríska hagsmuni. Má vera að þetta sé raunverulega bara sviðsetning á einhverjum svona samningum sem að raunverulega hafi verið gert við yfirvöld í Venezuela? Sko það ómögulegt að segja en það líka samt sem áður sko eins og ég segi þegar þú tekur ég veit það ekki, en þegar þú tekur sterkamannin út eins og var í Líbíu, eins og var í Írak þá bara svo mikil hætta á því að missa stjórnina vegna þess að þú veist hvaða völd hefur þessi varaforsti til dæmis, þú veist gagnvart hershöfðingjónum og þá ekki alveg mögulegt á því að það verði bara annað kú, skilur, að það verði önnur valdataka af hernum. Það alveg mögulegt líka, sko. Vegna þess að þetta og það eins og ég segi, það fullt af málaliðum og fylkingum. Þetta á landamærum líka við Kólumbíu, það sem FARC að operata. Þannig að halda það að þetta bara einhvern veginn geti spilast svona
ég held að það gæti orðið svolítið lögleysa núna, ég meina við... Já, en ekki, ég var orðið þetta svona vegna þess að það eins og að stjórn Bandaríkjanna sé að reyna að koma í veg fyrir það með því að semja við valdaklíkuna sem hefur völd og kannski var ekki, Maduro var ekki Gaddafi, ég meina hann tók við af sínu Gaddafi, þannig að kannski var hann ekki jaft svona mikill toppur á einhverjum píramíta eins og til dæmis Gaddafi eða Saddam, að þegar þeir fara þá verður upplaust. Það kannski ekki þannig í Venezuela, ég veit ekki. Nei, ég bara, eins og segi, sko, það fer eftir, það svo mikið af öðrum faktorum, eins og ég segi, sko, það eru málalegar, það eru fylkingar og það má kannski draga pínulítið þó að hann hafi kannski verið jafn mikill allsráður í að langan tíma og Gaddafi, að það sem vekur manni svolítið, ætti að vekja áhyggjur það, hvað eru margar fylkingar af málaliðum og sjáðu nú til, ef að Bandaríkin að koma sínum fyrirtækjum þá einhver að missa völdin, sjáðu. Og þannig að þú ert í rauninni að færa peningana frá einni elitu yfir í aðra. Fólkið ekki að fara að fá nokkuð skapaðan hlut. Þannig að það hlýtur að kalla á einhverja uppreisn. Það hlýtur að kalla það að það verður þarna eitthvað að valda ójafnvægi sem það hefur verið eitthvað jafnvægi þarna sem allir hafa fengið eitthvað fyrir sinn skerf, allir þessi málalegar, allir þessar grúppur, það allt flæðandi, það allt flæður vopn, sko, ég meina þetta ekki, sko, já. Þannig að það í rauninni líka kannski, alveg þú ert búin að leggja kannski grundvöllin af mjög skæðri borgarastyrjöld líka, sko. Veist, og það ekkert sem að Bandaríkjamenn í rauninni geti komið í veg fyrir endilega vegna þess að leið úr komin inn með bandaríska herinn inn í Venezuela að reyna að berjast við málalegi í fremskóginum, þá ertu bara komin í Írak 2, skilur. Komin í Víetnam. Já, eða Víetnam, já. Þú veist, og það ekki það sem að held ég að bandaríska þjóðin hefur nokkuð áhuga á ef marka má allavega svona fyrstu fréttur hvernig fólk líður vegna bara yfir því að Maduro hafi verið tekinn. Þannig að ég búin að tala við fullt af kollegum sem að ég búin að vera að vinna með að sæðinu bara núna síðustu daga, af því að þú veist það allir svolítið svona og við held að allir séu sammála það að við höfum öll ágjörð því að þetta eigi eftir að leysast upp í dálítið mikinn bara anarkí, sko, ef ég á að segja eins og það þarf að vera eitthvað, ég veit ekki hvaða panache þessi varaforsti hefur, vissulega rosaleg pressa á henni en sko eins og ég segi, þarna ertu bara að færa peningana frá einni elitu yfir í aðra og það yfirleitt ekki eitthvað sem gengur mjög vel upp, sko. Við höfum bara séð það, hvað sem það í Íran eða annars staðar þar sem þú kemur inn með svona intervention og með kúa þá og þetta og líka bara þetta líka náttúrulega mjög óhugnalegt hvernig Bandaríkjamenn eru farnir að tala og við höfum náttúrulega ekki einu sinni byrjað að tala Grænland, sko, en ég meina eins og ég sagði strax, ég meina við ættum nú að fara að taka það alvarlega, það ekki hægt að leiða hjá sér að stjórn Trumps og Trump og allt fólki í kringum hann, þetta fólk fyrirgeði ég skuli nota þetta orð, en þetta bara snarbilað, sko. Og það var einhver demokrati sem sagði bara, getum við að stoppa og tala hvað þetta crazy. Veist, hann sagði bara, þetta og kannski mesta lettáni hjá mér og svona, mér finnst bara ömurlegt að sjá leiðtóana í Evrópu. Já, bæði í Bandaríkjunum að maður sá það svolítið þegar verið að fjallum þetta, ég var svona flakka á milli sjónvarpsstöð og man ekki alveg hvar það var sem að ykkur var að segja, já það komin hérna, má ég sjá, það komin fjórir þingmenn sem hafa andmælt þessu og var náttúrulega meinað að hvað væri lítil viðbrögð því að þetta sett upp sem eitthvað svona lögregluaðgerð, það alltaf einhverjir 2 kalla frá DEA sem eru þarna með, sem eru látið leiðan, en þetta náttúrulega hernaðaraðgerð og ástæðan fyrir því að vera að setja upp sem lögregluaðgerð að það stjórnarskrárbrot að forseti fari með hernað gegn annarri þjóð eins og fá samþykki þingsins, en andmælin innan Bandaríkjanna virðast vera tiltölulega lítil og þeir koma með blaðamannafund og tala þetta hafi verið svo árangursríkt og þekkja náttúrulega sitt fólk að ef þetta vel heppnuð aðgerð þá hún góð og þar eins og sko andstaðan í Bandaríkjunum eins og oft áður kemur manni óvart hvað lítil og veik.
Já, þá komum við kannski að því hvernig þingið og hvað, þú veist, bara peningavöldin og hvernig það náttúrulega langt flestir þingmenn í Bandaríkjunum eru keyptir og þeir eru keyptir af nokkrum svona, það hvort sem það þá hergagnaðinaðurinn, Pharma, þú veist, eða svona, eða kannski bara AIPAC, þú veist, Ísrael lobby. Já. Þetta og í rauninni þá náttúrulega horfir á þetta, sko, það hefur alltaf verið sagt að Bandaríkin þurfa alltaf að vera í stríði til þess að sjá sínum hergagnaðinaði fyrir pening. Og Bandaríkjamenn eru náttúrulega, hvað ekki Bandaríkin skuldugasta þjóð heims og hafa efni á því, en Bandaríkin geta bara verið skuldugasta þjóð heims á meðan að það vesla allir í dollarum. Á meðan að það komið einhver svona keppinautur við dollaran, þá eru Bandaríkin komin í mjög slæm mál. En þingið allt upp til hópa meira en minna keypt og þeir sem sitja sig á móti þessu, þeir örfáu sem hafa bara hugrekki til þess að sitja sig þá vantanlega á móti þessu, eru þá einhverjir sem hafa ekki verið að þiggja kannski pening frá einhverjum, þú veist, af þessum hergagnaðinaðum. Vegna þess að ég get alveg sagt það að það 80% af því hvernig þingmenn kjósa í bandaríska þinginu sem sagt samkvæmt því lobbyunni sem borgaði fyrir kosningaframlögin, ekki eins og fólki í landinu vill. Þannig ég held að mér finnst líka bara, sko, við átt okkur því að það hefur alltaf verið á planinu hjá Bandaríkjunum, hvort sem það verið demokratar eða republikanar við völd að taka niður Venezuela og Íran. Það hefur ekkert breyst. Það bara það sem að gerast núna það að í gamla daga var þetta þannig að menn þóttust vera að fara út af lýðræðinu eða hjálpa fólki. Nú þetta bara, Trump kominn og hann bara segir eins og en Bandaríkin hafa ekkert verið að haga sig vel síðustu áratugi, sko. Og það náttúrulega, það sem svo skelfilegt við þetta það hvernig Evrópa hefur látið Bandaríkin vaða uppi, hefur bara verið í frekar þægilegu sambandi við Bandaríkin, leyft þeim bara sjá svona umsvolti NATO, fjórðungur öllu framlaginu til Sameinuðu þjóðanna voru Bandaríkin. Það sem svo athyglisvert og ég sem búin að starfa á Sameinuðu þjóðunum í mörg ár bara að sjá hvað Sameinuðu þjóðurnar eru bara absent. Þær eru bara algjörlega irrelevant. Þær eru ekki lengur, bara það eins og þessi ekki til. Aðalhildarinn gat ekki andmælt þessu af neinni hörku. Nei, og þó hann hafi sagt, hann bara lét talsmannin segja, þú veist, hann náttúrulega ég veit ekki, ég náttúrulega ekki búin að horfa á það núna, öryggisráðið náttúrulega að hittast og að ræða málið núna, en sko, Stefán, talsmaður Guterres, hann sagði að þetta náttúrulega bara mjög hættulegt fordæmi og auðvitað þú veist, allir hjá Sameinuðu þjóðunum myndi bara segja, já, þetta ólöglegt, alveg eins og innrásin í Írak var ólögleg, alveg eins og innrásin í Úkraínu ólögleg, en þeir hafa bara ekki þeir eru ekki relevant. Það enginn að hlusta hvað ok, en reyndar með Sameinuðu þjóðirnar, þetta er eini vettvangur þar sem lönd heims geta sest niður og skrafað og ráðfært sig og talað á göngunum, en það sem mér sýnist það að þetta kannski bara einhver díll í gangi, að það sé bara búið að samþykkja það og þetta mikið verið að viðra þetta í alls konar annarleinseiningum, það eru bara 3 blokkir. Bandaríkin ráði við vestrinu og þá það bara Suður-Ameríka og Mið-Ameríka og það þarna fleiri eitthvað Evrópu með en samt sko ekki þannig að þeir séu eitthvað að skipta sig lengur af Úkraínustríðinu. Svo ertu með Kína sem með sitt veldi og svo svona eitthvað Rússland þarna í miðunni og einhver BRICS. Þú veist, þetta eitthvað svona, þetta eitthvað 3 blokkir sem að myndast og það eina sem að sko, maður svona, það sem mér finnst mjög athyglisvert við þetta það að hvernig samstæðan og núna til dæmis mjög mikið að einhverjum mótmælum í Íran það tilviljun, sko. Þú veist, það hugsa allir bara býtu, þetta rosalega einkennilegt athyglisverður tími að það séu svakaleg mótmæli, ekki það að fólki í Íran hafi ekki verið að reyna að mótmæla áratugum saman, ég ekki drá úr því, en það bara, maður hugsa alltaf svona, já, athyglisverð tímasetning akkurat núna og Trump einmitt bara núna búin að hóta því að ef að klerkastjórnin í Írak að fara að beita sig gegn mótmælum að hörku, að þá ætli þeir að fara að skipta sér af því. Og svo fer ég aftur, forseti Ísraels, Herzog, fyrir nokkrum ára síðan, ég held einhverju 15 ára síðan, þá bara tilvitnun í hann, þar sem hann að tala það hvað sé bráðnauðsvöld að ráðast inn í, eða að taka á Venezuela. Ásamt Íran. Þannig að þú veist, þetta tengist allt, skilur en þess svolítið svona frústrandi hvað oft sko, kannski svona yfirborðskennd, þú veist, fréttirna sem maður hlusta á svona meginströmsfréttir, þá rosalega yfirborðskennd hvernig fjallað þetta. Þú veist, það bara eitthvað 2 atriði dreinu upp en
en stóra samhengið hérna einhvern veginn, en eins og fólk hafi ekki bara, ég veit ekki það hefur ekki bandvítina. Frá sjónarhóli Ísraela þá verið að taka út þarna stuðningsmann Íran, svipað og Íran, Hezbollah og Venezuela hluti af því, þannig að vera að veikja Íran og undirbúa innrás, myndu fólk frá Ísrael segja. Og býtu, eitt viðbútt, Kúba. Ég meina, Rubio, hann náttúrulega, við skulum ekki gleyma því að Secretary of State, hann Rubio, hann náttúrulega frá Kúbu og tilheyrir sem sagt grúppu af Kúbverjum sem hafa verið að agatera fyrir því að sé ráðast inn í Kúbu og að stjórnin sig þar tekin af. Þetta tengist líka Kúbu vegna þess að þeir náttúrulega Venezuela hefur verið að láta Kúbu hafa olíu og það er mikið návistar og það er talað það að leyniþjónusta Venezuela sé uppbyggð meira að minna frá aðilum frá Kúbu, þannig að þetta gæti verið að Kúba sér næst líka. Já, hann var eiginlega næstuðið farin að lýsa Venezuela sem eiginlega svona eins og útstöð frá Kúbu. Hann á þessu blaðamannafundi þá var hlutur Kúbu alltaf stærri eftir því sem hann talaði lengur. Það hljómaði eiginlega að Kúba hefði eiginlega stýrt Venezuela. Já, en þetta draumur hans Rubio og náttúrulega að steypa þeirri stjórn. Já, en leið og þetta gerðist að þá byrjaði að koma sagt að þetta er dagur þar sem að Grænlendingar munu eftir. Það er 3. janúar, þá var ljós hver framtíð Grænlands yrði og Trump, hann var ekkert að fara í grafgötu með það, hann tengdi þetta saman, hann byrjaði að tala Grænland í beinu tengslum við þessa aðgerðir þetta sem hann var að kalla sem Dunrow-kenningin, sem er gamla Monroe-kenningi pluss Donald, að Bandaríkin þyrftu að hafa full yfirráð yfir Ameríkonum og hann segir að Grænland sé algjört lykilatriði fyrir Bandaríkin út frá öryggissjónarmiðum að ná Grænlandi. Já, sem er rosalega athyglisvert, ef maður ætlar að hugsa út frá öryggissjónarmiðum, að ef þú ert bara að tala landlæglega, þá ef þú segir mér að hann væri í stríði við Rússa, þá myndi ég svona, já, ok, ég kaupi þetta svolítið. En er ekki bara að tala námur og auðlindir? Jú, en þetta snýst bara þetta er svona svolítið, kannski hafa menn átt að segja á því að Kína er náttúrulega síðustur áratunni búin að vera að sérstaklega bara í Afríku, samningarnir sem Kína hefur í Afríku er það að Kínverjar eru búin að vera alveg ótrúlega duglegir við það að tryggja sér auðlindir en Bandaríkin síður svo, þannig að þetta er eitthvað svona, það kannski lítur Trump svo á að hann þurfi að gera betur í þessum efnum út af því hvernig Kína stendur. Ég get alveg séð það fyrir mér en þetta er náttúrulega alveg skelfilegt að við séum bara að rústa okkar svona, bara heimsmyndin sem við byggðum upp eftir seinni heimsstyrjöld þar sem við erum bara tilbúin til þess að því ég held nefnilega ef að Trump, að ég fór mikið að spá þetta í morgun, hvernig myndi Trump fara að því að hertaka Grænland, hann þarf í rauninni ekki að gera neitt mikið Hann getur bara sendt 2 þyrlur bara og lent í núk. Það er þannig, það þorir enginn, það fer enginn að setja sig upp á mótunum. En þannig að þá er því það væntanlega að koma bandarísku fyrirtæki og eitthvað svona. En það sem er svo athyglisvert að það tekur tíma. Þú hendur ekki inn einhver bandarísku fyrirtæki og það byrjar allt í einu að grafa og það tekur kannski áratug að fara að skila sér svona vinna. Ég meni jafnvel það eins og með Venezuela. Það tekur rosalega tíma að byggja aftur upp olíuinfrastruktúrin í Venezuela. Þetta gerist ekki á einni nóttu. Þannig að á einhverjum millitíma á einhverjum punkti í Venezuela þá getur verið að það verði orðið mjög mikil óánægja með svona einhvern status quo einhvern tímabil þar sem að þú veist ríkir algjör óvissa og efnahagsástandið á ekki eftir að batna vegna þess að ég get ekki séð fyrir mér að Bandaríkjamenn fara að dæla inn einhverjum peningum einhverju ráði svona í fyrsta kastinu þetta er bara, málið það eftir að hafa horft upp á Írak og þú veist bara ég að segja eins og mér fannst og maður hélt alltaf að það væri eitthvað svona meiri plan á baku hlutina, maður hélt alltaf að þú veist að það væri eitthvað rosalega svona bara að væri færir menn á baku hlutina sem væru að horfa á daginn eftir en svo bara kemst maður eitthvað til það ég sá þetta bara svo rosalega í Írak að þú veist, menn veit ekkert hvað að gera þetta er bara eitthvað svona fumbling on skilur, og þetta held ég að sé með Venezuela þeir eru bara eins og smábörn þeir eru ekkert, og ég er að stela þessu frá honum Jeffrey Sachs því ég er alveg sammálaður, og þetta myndi mig, þú veist það var alltaf frækt, alltaf sagt að þeir get ekki organized a piss up in a brewery
þú veist, þeir geta, það er örugglega eitthvað svona skemmtilegt íslenskt yfir þetta, þeir geta ekki skipulagt nokkuð skapaðan hlut þó þeir væri með allt fyrir fram að segja til að gera það er mjög mikil hætta á því klúður þessu og Írak var alveg stórmerkilegt að upplifa hernámið og vera þar og sjá hvernig þú veist, að vera inn á fundum þar sem Bandaríkjamenn voru með alla hersöðingja í kringum borðið, að reyna eitthvað að fabulera hvernig er hægt að koma sunni og sía saman hér og þar og þetta var allt bull, þetta var allt eitthvað svona, þú veist, menn voru bara að búa þetta til as they went along. Veist, það var eitt af þess að það var að horfa á þennan blaðamannafund og þess að yfirlýsinga þeirra, það var náttúrulega ótrúlegt að horfa upp á það, maður velti fyrir sig sko hvernig stóð á því að þetta lið allt í einu komið með þessi völd og að tala svona, meðal annars að þú ert að vitna til Írak og svona, ég held að væri orðin bara þekking í Bandaríkjunum að þessi aðferð dugar ekki, hún endar í hörmungum, en þeir töluðu þannig að annars vegar að þessu sinni gildi ykkur allt önnur lögmál og sérstaklega vegna þess að það er Donald Trump sem að gera þetta. Þannig að ef að Donald Trump gerir alltaf sama sem Bush gerði, að þá mun það ganga upp vegna þess að Donald Trump gerir það. Og maður hugsaði hvað gerðist í heilabúinu á þessu fólki? Já, en það er, þú veist, að einu menn sem er það er Bernie Sanders, skilur, gamli góði hérna, en þá að minna fólk á að þetta sé ekki nóg gott, sko. Ég veit alveg ekki hvað er að gerast í Bandaríkjunum. Þetta er einhver svona og við ættum öll samt líka að hafa ágjörð af þessu að vissu marki hvernig samfélagið, ég er búin að vera líka að fylgja svolítið með sko hvernig hægri öflin sem eru svona pro-Trump jafnvel í Evrópu eru svona að sko mér finnst einhvern veginn eins og að því það er svona finnur svolítið rísandi fasisma sko ég meina hérna í Breitlandi þar sem ég er þar finnur maður líka sko og það eru svona það er verið að höggva á réttindi fólks í kringum bara að vera mótmæla ríkisstjórninni hér, varðandi til dæmis hlutdeildari í Gaza. Þannig að þú veist, við þurfum, þetta er ekki bara að Evrópa, þessi góða sæta litla Evrópa sem er svo andum lýðræðið að við eigum eftir að horfa með hryllingi á, nei, við þurfum líka aðeins að fara að hugsa út í það að við erum með öfl í Evrópu sem eru bara á sömu bylgjulengd. Og leið og AfD fyrir að komast til valda eða, þú veist, Le Pen eða slíkir aðilar er að fara að komast til valda í auknum mæli í Evrópu, þá kannski er okkar heimsmynd líka að fara að breyta svolítið mikið innan Evrópu. Evrópa er náttúrulega valdalaus, þannig að margir kannski telja betra að vera bara með Bandaríkjamönnunum frekar en ekki. Og það er það sem ég hræddum, að við munum selja bara öll okkar lýðræðisréttindi og bara fyrir það að halda viðskiptatengslum, ekki bara viðskipt, þetta er bara ræðsla og þetta er náttúrulega, þú veist, ég kalla þetta gunguskap en þú veist, eins og setja sig í spór okkar utanríkisráðherra sem að ég ætla að segja að fyrstu viðbröðin voru náttúrulega alveg hræðilega slæm, sko. Voru bara verstu viðbröðin í Evrópu? Já, bara svona, þú veist, alls ekki eitthvað sem að þú veist, leiðtogi á að láta út í sér í sömu andrá og segja að við virðum alþjóðlög, sko. En mér sýnst hún að hafa dreigið eitthvað aðeins í land og komið með aðra yfirlýsingu sem er svona meira í ætt við það sem hún ætti að segja ef hún hefur áhuga á alþjóðlegum. Vandamáli er bara þetta að við erum með því að leyfa Trump að komast upp með þetta trekk í trekk þá verðum við bara að vera tilbúin undir þá heimsmynd að við erum að selja, fyrstulega erum við að gefast upp á stofnunum okkar og sem lítið land þá erum við einfallega bara undir hælnum á Bandaríkjunum. Þannig að Ísland, að því við erum ekki í Evrópusambandinu, Ísland eitt og sér getur ekkert nema sagt og gert það sem Bandaríkin segja þeim. Það er bara staðreyndin. Þannig að allir það sé ekki bara... En sömuleyti þá öll Evrópa hegða sig þannig? En það er það sem ég er að segja, sko. Ég meina Íslandingar við erum náttúrulega með herstóð þetta samkomulag frá 1951 sem að einn ákveðin fyrrverandi utanríkisráðherra síðan undirritaði á bakvið luktar dyr hérna það sem hann sko ákveðin bara, já, við getum talað þess vegna en við erum bara svo rosalega bundin og eins og er oft djóka með sko að Ísland þá bara miðstöðin til þess að til þess að okkur að ráðast inn í Grænland ekki að þeir þurfi neitt að ráðast inn í Grænland. Nei, mér finnst það að vera full dramatísk lýsing sko, mér finnst það full dramatísk lýsing að þeir þurfi eitthvað á Keflavík að halda, mér finnst það eitthvað svona skringileg dramatík sko. Þetta er bara eins og þú segir 2 þyrlur sko og hérna og
Danir eru svona eitthvað að reyna. Bara skeiti til Danmerkur að við höfum tekið yfir og Danirnir geta ekkert gert sko. Það er nefnilega máli og það er enginn í Evrópu tilbúin til að stíga inn og segja að því að það er svo mikið, að því að þeir eru ennþá sko, við skulum átta okkur því að þeir eru algjörlega komnir út af því að borga fyrir Úkraínustríði. Kannski verður þetta til þess að sko gefum okkur, það eru 2 scenariós að við fáum hérna fleiri hægri stjórnir. Hvað til dæmis, hvernig mun Farage ef hann kemst til valda hérna í Bretlandi? Þú veist, hver mun við afstæða hans verða? Mér sýnir Starmer, það kemur ekkert frá Starmer. Starmer skiptir engu máli hvort hann er vinstri, hægri, hann bara einhvern veginn fylgir bara með, sko. En Farage sem er mjög líklegur til þess að taka við næst, það myndi bara held ég fara með Bandaríkjamönnum, Ólin, AFD, menna þeir, þú veist, þetta er hinn nýji raunveruleiki sem við erum að fara að lifa við. Og ég, sko, í minni vinnu, eitthvað sem ég líka tala við kollega mína er það að ef við erum ekki lengur með alþjóðalög, að þá er ég ekki alveg viss hvaða ramma ég er að vinna með. Ég á rosalega bátt með það að sitja í einhverju Afríkuríki í Miðausturlöndum og vera eitthvað að tala mannréttindi og svona. Þetta er bara búið spil. Þetta skiptir engu máli lengur. Þetta er bara ekki lengur til umræðu. Þannig að þetta er nýja heimsmyndin okkar sem að því að Evrópuleiðtogar hafi verið svo veikir gagnvart Bandaríkjunum og verið svofandi á verðinum að þá erum við einfaldlega bara komin undir hælinn á þeim og þetta er versukú velkomin í nýja heiminn okkar. Það sem er algjör lögleysa. Og henni sterkur ráða. Það sem að lögin og það sem áður sko hélt aftur af ómennskun og grimdinni að það er farið. Þú getur reynt að grípa til þess að það er farið. En þú getur líka að hugsa þetta sem eitt, sko, það var náttúrulega svona lögleysa fyrir heimstyrjöld, skiljur, það sem þessi sterku ríki réðu algjörlega, ekki satt. En það var ekki endilega á kjarnorkueld. Þú veist, við erum líka með öðruvísi vopn, við erum með allt öðruvísi heim, hvað var það? Þú þurfti líka 2 heimstyrjaldir til þess að koma fólki á þann stað að vilja búa til eitthvað kerfi sem gat haldið aftur af ófögnuðinum. Akkurat, og fleiri milljónir sem að lágu í valnum. Þannig ef við erum búin að missa þetta, þá verður hvorki ég neð þú munum endast aldur til þess að sjá lagfæringarnar í fremtíðinni. Við og næstu kynslóðir munu lifa í einhverjum heimi sem að hefur ekki það öryggi sem að var hægt að búa til í okkar heimsluta. Nei, og líka bara það sem mér veist og við höfum talað þetta ég og þú, sko, það er þetta með sem er ekkert fjallaði núna en í tengslum við þetta, en máli er það að tæknirísarnir og samspilið milli tæknirísana og hergagnaframleiðenda, þetta er eitthvað sem við ættum öll að hafa ágjur af vegna þess að eftirlit með borgurunum, það er orðið svo fullkomlega auðvelt núna að hafa stjórn á fólki vegna þess að við erum svo háð tækninni og þannig að við erum á allt önnur stað heldur en á 19. öld, sko. Ég meina við erum bara á einhvern veginn svona, þannig að þessi Orwellian, þú veist, þetta dystopian future við erum að komast þangað, sko. Og annað sem var athyglisvert við þennan blaðamannafund er að hvernig Trump er að kynna þetta. Hann er eiginlega að kynna þetta að þeir eru að beita ríkisvaldinu til þess að koma bandarískum olíufyrirtækjum að inn í Venezuela. Þannig að þú komið með ríkisvaldið sem er fyrst og fremst að þjóna stórfyrirtækjunum sem að svo hafa eftirlit með okkur. Þannig að við erum komin í mjög undarlega heimsmynd. Þetta er mjög óþægileg heimsmynd og ef að fólk hefur ekki áhyggjur af þessu, þá er það ekki að fylgjast með. Ég get alveg sagt það að allavega núna ég er mikið að spá í hvernig mín vinna horfi við á næstu misseri, sko. Heimsmyndin sem ég er að díla við þá, ég vinn náttúrulega ennþá dálítið mikið bæði í Miðausturlöndum og í Afríku og það er mjög það verður mjög athyglisvert að sjá eins og ég segi hvernig, sko, mér sýnist þetta Bandaríkjamenn, sko, þeir eru náttúrulega Trump er búin að hóta og sprengja einhver nýju lönd, eða þú veist, hann er búin að hóta, svo, þú veist, þetta er friðar, forseti sem ætlaði að boða frið og hætta hernaðar í hlutunum, en við erum bara að horfa fram það að, þú veist, mögulega erum við að horfa á Kúbu, mögulega erum við að horfa á Kólumbíu, þeir hafa sagt það, eitthvað svona hernám á Grænlandi eða allavega að fara í hlutust til það og krefist einhverja samninga þar, taka undir sig einhverjar auðlindir. Og síðan erum við að horfa á Íran, held ég. Þetta er svona næsta mögulega næsta, já. Já, og talandi 1984 að þá heitir þetta hjá ríkisstjórn Trump, þetta heitir stríðin sem þú telja upp og árásirnar, þetta heitir friður byggður á styrk.
Þannig að það er að byrja að halda því fram að friður sé stríð og stríð sé friður. Og gleymum því ekki að þetta er byggt á 2025 doktrin sem var sem sagt, snýst líka það að Trump mun ekkert láta af völdum eða allavega ekki hans klíka. Þannig að þú veist að það er unverulega bara búið að boða það að hann mun jafnvel vera áfram eða allavega það mun ekki vera hægt að koma hann frá eða hans klíku. Þannig að þetta er heilt doktrin sem var unnið og heitir 2025 og þetta er bara handbókinni að spilast út þar. Herðu, þú sagðir áðan að þeir sem ekki hafa áhyggjur þeir fylgjast bara ekki með og þú fylgjast vel með og hefur áhyggjur. En þú hefur náttúrulega hitt fólk eins og ég sem að tók það ákvörðun að fylgjast ekki með til þess að hafa ekki áhyggjur. Mælurðu með því? Þeim lífstíl? Já, ef ég væri ekki að vinna í minni vinnu og byggi bara Þú myndir ekki fylgjast með nema að fengja borga fyrir það eins og sagtir. Ég bara ef ég gæti komist bara off grid sko. Ég hugsa að þegar ég hætti í minni vinnu ef ástandi heldur svona áfram að þá er ég bara með planum að vera bara einhvers staðar út í sveit sko og slökkva bara á internetinu vegna þess að ég held að þetta sé að engum manni hollt. En svo er það eins og þú, menn eins og þú og fleiri að maður getur ekki sleppt í að kíkja á hvað er að gerast í heiminum vegna þess að mann er langar að vita. En nei, ég held að sé ef að fólk hefur ekkert undir þessu. Hins vegar er bara eitt sem Íslendingur og annað. Við þurfum að horfa í ekki bara, öryggishagsmunir okkar, en það er líka matvælaöryggi. Það er algjörlega hægt að tala hamfarahlýnun eða eitthvað virkilega það sem að sko bara biodiversity. Við erum bara að horfa á hrun í alls konar lífstofnum og við erum að horfa á mjög hraðar breytingar hvað var það bara matvælaöryggi í heiminum. Þannig að við þurfum því miður að fylgja svolítið með hafa augum með því en við mögum ekki gleyma því að núna öll þessi stríð, þetta er bara 70-90 stríð í gangi núna og aldrei verið svona miklum peningum eitt í stríðskagnaðina á meðan erum við bara að horfa á heilu svæðin þar sem að bara er ekki lengur vatn. Það er að breytast svo hratt að mannkyni hefur ekki undan bara breyta sig með, eins og í Afríku sem ég er að vinna. Það er bara stór svæði þar sem við horfum bara fram á og hvað heldur þetta skilir sér í? Jú, fleiri flóttamenn til Evrópu, meðal annars. Og fleiri flóttamenn til Bandaríkjanna kannski vegna þess að þeir eru halda áfram að íhlutast svona rillilega mikið til í álfunni og ef það verður stjórnleysi ef þeir steypa á stóli þarna í Venezuela og kannski í Kólumbíu, það getur það algjört stjórnleysi þarna á þessu svæði. Já, það sumir bentu líka á að forseti Mexíkó geti tekið það til sín. Já. Hún er náttúrulega svolítið vinstri sinnu er talin vera. Já. Og Lula í Brasilíu, menna það, þannig að hvar vitum við hvað þetta endar maður? Kanadamenn hljóta líka að vera að klóra sér í kollinum hverju þeirra staða? Þeir hafa þeir sagt eitthvað, ég held að sem mjög líklega. Það er svo hættulegt að vera nágranni svona fyrirbrigðis. Stundum er það kannski snuðast að bara láta sem minnst fyrir sig fara. Já, og við erum bara því miður á þannig stödd að við erum akkurat þarna á milli. Fín lendingastöð. Helen, alltaf gaman að tala við þig og gleðilegt ár. Þetta ég veit ekki hvort það verði hörmungar ár sem við erum að sigla inn í. Það byrjar ekki vel. Þetta verður erfitt ár, þetta verður ekki gott ár. Við erum eftir að komast í gegnum nokkrar, við skulum bara fylgjast með hvað gerist í Evrópu, hvað gerist í kosningum í Evrópu meðal annars og svo framvegis. En þetta verður erfitt ár. Og við fáum að fylgjast með í gegnum samtölum við þig, kæra þakkir. Takk. Takk hérna. En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hana heim sem er alltaf að breytast. Næsti kafli er eftir augnablik. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Komið sæl og blessuð og gleðilegt ár. Ég heiti Björn Þorláksson. Við ætlum að halda áfram umfjöllun okkar fyrir áramót týndu börnin. Íslandsbörnin týndu. Lögreglan hefur aldrei þurft að leitað eins mörgum börnum hér á landi og á liðinu ári og það ríkir ráðaleysi í málaflokknum
En það er til fólk sem neitar að gefast upp, blessunulega. Guðmundur Fylkisson, hann er ekki bara maður ársins vegna lögreglustarfa og linnulausar leitar hans að týndu börnum. Hann er líka manneskja af holdi og blóði og mig langar að hefja þetta ár á því að reyna að kynnast manninum á bakvið lögguna á sama tíma og við ræðum úrræði og úrræða leysi gagnvart börnum sem stríða við vanda, svo sem fíkn og andlegar áskoranir. Og hér var geðlæknir, ekki alls fyrir löngu, ég viðtali við mig, sem sagði að fíknvandi væri geðvandi og sá alvarlegasti og útbreiddasti hér á landi. Hann dró bara línu þar á milli. En vertu velkomin, Guðmundur. Takk fyrir og gleðilt árið. Gleðilt ár og til hamingju með þínar útnefningar sem maður ársins. Takk fyrir. Þú heyrið mig segja að mér langar svona í upphafi allavega til þess að kynnast þér sem mannesku á bakvið starf þitt. Er eitthvað sem þú getur svona sett fingur á í æskuðinni, bernsku sem að gæti hafa nýst þér í þeirri ástríðu sem að þú verðist sína þessum hluta starfsins? Ég veit það eiginlega ekki. Ég er nú bara fæddur á Ísafirði 1985. Já. Afi minn og amma, afi var húsasmiður og amma húsmóðir og móður, amma og afi voru bændur norður á Ströndum í Árnaseppi og Ófusfirði. Já. Þar fór maður sem barn alltaf á sumrin til þeirra. Það var þetta þau brugðu búi 65. Þannig að það var bara sumar og þar var manni kannski alin uppi það að umgangast náttúruna og móður jörð af heilindum. Þar var rekaviður og æðarfugl og selur og lifað á landsins gagn og nauðsynjum. Hvort að það hefur síðan haft áhrif. Ég er enda síðan, foreldrar mínir skilja þegar ég er mjög ungur og yngri bróðir minn fór með móður minni norður í land og ég var eftir á Ísafirði hjá pappa. Var það ekki sárt? Jú, það náttúrulega hefur áhrif og mótar mann örugglega. En þar líka er ég alin upp þá svona undir vendavæng svolítið ömmu og afa, amma heimavinnandi. Það sem að var hádegismatur og middagskaffi og kvöldkaffi og reglur og kannski ekki sagt ég hef alveg verið fyrirmyndabarn og amma hefur nú stundum þurft að svona tukta drenginn til á þessum tímum og þá var maður ekki með internetið eða samfélagsmiðla, þá þurfti maður bara að leika sér að umhverfinu. Já. Þannig að Má ég aðeins spyrja þig núna að því þú nefnir að það var nú ekkert internet þegar við vorum krakkar. Hvort var það betra eða verra? Ég myndi nú í dag, ég hef verið þeirra skoðunar að börn eigi ekki hafa aðgang að samfélagsmiðlum fyrir að verða að lágmarki 15 ára. Ég held að sé of margt þar sem þau hafa geta vel verið án. Á þessum tíma þá þurfti maður bara að læra af vinum og félögum og umhverfinu. Og maður kannski ekki alltaf sá stiltasti, það var einhverjir óknýttir en það var allavega mest megni svona á saklausan hátt. Já. Og þó að hafi verið á þessum tíma þá var nú stríð á milli hverfa. Það er efri bæjarbúkarnir og neðri bæjarbúkarnir á Ísafirði. Já. Og þar var nú kannski verið að ég minnist reyndar ekki að það hefði ekki verið að meiða mikið en það var nú svona verið að taka menn fanga og kasta eggjum og slíkt en ég minnist þess ekki verið að skemma neitt eða með einhverja líkamlegar meiðingar. Og þurfti lögreglan ekki að hafa hendur í þínu hári vegna þennan óknytta? Ekki þá, en móður mín hefur sagt mér að Halldór gamli Júlmundar heitinn sem var yfirlögþjónn á Ísafirði hafi í nokkur skipti komið með mig með þríhjólið aftur í landarúrnum og mig í sætinu þar sem ég hafi verið komin einhvers staðar upp í bæ
þá hafi ég verið stungin af, við áttum heima Sundstrætinu eða Fjarðarstrætinu og það hafi gerst oftar en einu sinni, þannig að á þríhjólinu sko. Þannig að það getur vel verið að það hafi áhrif á það hvernig maður í dag, að maður hafi lært það af Halldóri heitnum að fara og finna þessi sem það að stinga af sko. Þetta nákvæðin mannlýsing kannski, svona þrautseigjan og þrekið og viljun til þess að komast áfram á þríhjólinu, það hefur snemma begst krókurinn hjá þér, því að það er jú þrautseigjan sem að kannski hefur vakið landsathygli hjá þér í leitinni að týndu börnum. Jú, ég held að það í raun og veru bara lífsferillin hefur verið þannig að maður hefur bara lært það að það er þrautseigjan sem skiptir máli, það á ekki að gefast upp sko. Nei, einmitt. Hvað leiddi svo til þess að þú ákvast að verða lögga? 17 ára gamall, ég fer sem sagt, þegar ég fór í framhaldsskóla þá af einhverjum ástæðum þá fór ég frá Ísafirði þó það væri menntaskóli og ég fór á Sauðárkrók og var þar í heimavist og það er svolítið gaman að því þannig að séð að þar er maður 15 ára þegar ég byrjaði þar, þá hringdi maður heim einu sinni í mánuði í tíkallasímanum til þess að beðja að þeir símsendu peningu til þess að borga nötuneytisgjöldin. Núna er ég að leita sko 17 ára barni að því það skila sér ekki heim í gærkvöldi sko. Þannig hefur það breyst. Mér vantaði sumarvinnu þegar ég var komið bílpróf og pabbi heitinn og gummi heitinn Helga. Pabbi var, Guðmundur Helgason var slökkvilistjóri og pabbi var af áhuga slökkviliðsmönnunum og þeir eru eitthvað að spjalla saman og voru báðir í vandræði með að finna vinnu pabbi fyrir mig og Gummi fyrir tengdason sinn og í svona litlu samfélagi þá kannski þótti það ekki gott að ráða of næri sér þannig að þeir skiptu. Gummi réð mig og pabbi réð tengdasonin hans sko. Þannig að ég var byrjaður að vinna á sjúkrabíl og í slökkviliði með þun heitt ökuskiptin og bráðabirréttindi. Slökkustöðin í sama húsi og lögreglan sá þá að kalla okkur út ef ég maður rétt fyrir eitthvað hvort það var hótelið. Þannig að maður kynntist strákonum sem þar voru. Ég hafði sem betur fyrir ekki kynnst þeim sem unglingur sko. Og svo þegar bara ég var þarna sumurungur í slökkviliðinu áfram og svo þegar ég hafði aldur til, var orðinn 20 þá lá beinast bara við að fara í lögguna og þá voru menn að fara í lögguskólan eins og Oddur Árnason sem síðar var yfirlögguþjónn á Selfossi að þá vantaði semst afleysingu yfir veturinn meðan að menn fór í skólan til Reykjavíkur. Þannig að ég var 85 til 87 í löggun á Ísafirði og að því að hafði orðið mikinn bakgrunn og var búin að mennta mig upp í sjúkraflutningum og slökkvilið þá fór ég síðan í Hafnarfjörð þegar að var þar mannskeiðbruni börnin hans Guðmundar Árna Stefánssonar. Varstu þar? Nei, þá er sem sagt í framhald af því er fjölgað í slökkviliðinu í Hafnarfirði úr 3 á vakt í 5 og ég var eini aðkomumaðurinn sem var ráðinn í þeim hópi og það hefur örugglega verið erfitt. Guðmundur Árni var þá bæjarstjóri að þurfa að ráða framsóknarmanninn því þetta er náttúrulega Hafnarfjörður er frekar pólitískur sko en hann reykir sér að því reglulega að hafa nú dreigið mig í Hafnarfjörðin sko. Á þessum tíma er starf slökkviliðsmanns ekki hátt launað og langflestir sem þar voru iðnmenntaðir og voru í öðrum störfum. Þannig að ég gafst upp þarna launalega séð og fór aftur vestur 89 og hef bara verið í löggunni síðan. Var í löggunni til 98 á Ísafirði, Reykjavík 98 til 2000 og 2000 hjá ríkislögreglustjóra. Fer út til Bosníu reyndar 2007 til 2008 í friðargæslu. Og svo frá 2014 í nóvember er ég búin að vera í því að leita að týndubönnum. Já. En þú ert ungur þegar þú ert kannski bara 17 ára gamall þegar þú ferð að starfa við það að vænti ég að vera kallaður að bílslysum og öðrum hörmungum og hryllingi. Tók það ekkert á þig? Ertu maður sem þrífst kannski best í svona ákveðnu kaosi eða? Það er náttúrulega sko þegar maður er alinn upp í sveita umhverfi þá má kannski segja að þá umgengs maður blóð og slíkt með öðrum hætti heldur en aðrir sem aldrei hafa séð
séð slíkt sko. Ég tek undir það sem sveitastrákur og bóndasónur sjálfur. Já, þannig að maður læriði að flá sel og annað slíkt þegar maður var bara barn sko. Og borða það sem maður var búin að veiða og verka sko. Já, en auðvitað hafði það áhrif líka á þessum tíma þegar ég er 17 ára þá mátti ég ekki keyra sjúkrabílinn, þeir voru skilgreindir leigubílar, þannig að ég var aftur í þannig að þar var maður í endurlífgun eða taka móti barni eða hvað eina sem var sko. Þannig að maður aldist mjög fljótt upp í en spennan og svona áskoranir eru eitthvað sem að í gegnum lífið hefur ég þrífst vel í því og til dæmis þegar maður að vinna á fjarskiptamiðstöðinni þá eru kannski 4 vakt með allt Ísland undir við erum svona samskipti við alla lögreglumenn út á landi og þó að sé kannski einkild að segja þá naut maður sín best en það voru mörg verkefnin jafnvel krefjandi í einu að láta þetta allt saman ganga upp Já, en svo önnur hlið þegar þú komin heim og atið yfir í gengið þá kannski finnur þú fyrir tómleika eða hvað? Já, sko ég sjálfur upplifði það ekki einhvern veginn að það væri það sem að hefur alltaf í gegnum tíðina verið bara eru vinnufélagarnir sem að hjálpa manni raun og að fara í gegnum það mér er alltaf maður er fljótur að finna hverju maður getur treyst og tala við Eitt hliður annan Já. Og þó að það sé nú einhverju fræðingar og fræði sem að gagnrýna það og stundum hefur nú verið talað það að eins og lögreglan sé of mikil fjölskylda þá menn að vísa eitthvað í Ameríku eða eitthvað slíkt sko en þá þetta bara það sem að skipti mann svo miklu máli að vinnufélagarnir tala nú ekki þeir sem að lenda í sömu atburðum og maður sjálfur að þeir eru það sem að hjálpa mann að komast í gegnum þetta? Jú, þetta ganga náttúrulega sjálfshjálpar samtök af því við erum að tala betur börnin það náttúrulega þrautreindar aðferðir jafningi að grunn þeirra hvernig fíklar ná styrk saman og alkar og svona og þannig að þetta mótil hefur reynst mjög vel Ég hugsa að ef maður færi nú og settist niður með einhverjum þartilgerðum fræðingi þá ekkit ólíklegt að niðurstaðan sé svo að af hverju hjónabandið fór í vaskinn sé kannski hvað maður var orðin flatur eða eitthvað slíkt á Ísafirði gengum við náttúrulega í gegnum miklar hörmungar 94 og 95 við erum með 5 stór snjóflóð þar af 3 þeirra mannskæð það lendir á stóran hluta til á litlum hópi því að á þessum tíma er lögreglumennirnir búsittir eins og út í Bolungarvík eða í Súgandafirði eða Önundarfirði eða Dýrafirðinum frá Eyrinni og þegar ófærð og vondviður eru þá þetta allt ófært þannig að við vorum þarna fáir sem að fengum svolítið mikið yfir okkur á stuttum tíma Grímur Grímsson sem er núna á Alþingi og var í löggunni Oddur Árna sem var yfirlöggunni á Suðurlandi Jón Svanberg Hjartason sem fór svo var yfir framkvæmdastjóri Landsbjargar og er núna yfir Neyðarlínunni og Rögnvaldur Ólafsson hjá Almannavörnum Hlynur Snorra á Ísafirði sem er ennþá þar og Önundur þetta var svona hópur sem að fékk þetta mjög mikið í fangi þessi verkefni og á þessum tíma er nú áfallahjálpin að tikka inn koma Það var nú gert hálfgert grín að henni fyrst þegar þetta byrjaði hvaða aumingjaskapur er þetta? Já, Hlynur það var nú viðtal við Hlyn Snorra núna í Morgunblaðinu bara síðustu vikum þar sem hann með þetta að benda á og það sé nú alveg komið tími kannski á að fara að setja sig í samband við viðbragðsaðilana sem koma að þessu og aðeins taka stöðun á þeim að því að ekki það, Ágúst Oddsson sem var þá læknir á Ísafirði, í Bolungarvík segi ég hann fór erlendi, ég held að ekki verið eftir snjóflóðin í Tungudal og Seljalandsdal april 94 hann og Rúdolf Axels og geðlæknir og fleiri sem fóru og kynntu sér þetta þannig að þegar að við fáum Súðavík í fangi þá er hann aðeins komin með svona fræðslu í þessu en þá náttúrulega beindist áfallahjálpin mjög mikið að sjálfsögðu að þolendum
hérna í Súðavík og við urðum svolítið út undan. Ég brotna hressilega þá á trúlega 4. degi eitthvað svoleiðis eftir flóðið og svona trúlega tæmdi svolítið bæði tárakirtlana og tilfinningabankan. 7. janúar, það sem sagt flóðið 16. Þá flytur til mín vestur á Ísafjörð sem var síðan kona mín og móðir barnanna minna, Elín, og flóðið verður 16. 10 dögum seinna. Þannig að það ekkit ólíklegt að það hafi pínlítið haft áhrif, eða ekki pínlítið, það hefur bara mikil haft áhrif á í raun og veru kannski tilfinningar manns eftir það. Og ekki það að ég þegar ég byrjaði í þessu verkefni sem ég í dag, 2014, búin að vera í vaktavinnu frá því 1982, 83 já, til 2014 og þá fer að bera á svefntruflunum og öðru slíku. Þarna ég komin í dagvinnu við eldast við krakkana. Það sé skilgreindur dagvinnumaður og í dagvinnu og það var svona farið að bera á einhverju sem ég var ekki sáttu við, þannig að þá fór ég til sálfræðings og fór yfir svona lífsferilin og það var nú búið að ganga á ýmsu raun og veru í gegnum lífma sem kannski byrjar á skilnaði foreldrarna á sínum tíma og síðan öllu því og eftir einhverja 7 tíma minnum við hjá sálfræðingum þá horfði hann á mig og það var svona, manni var létt en maður hlófaði þá sagði, Guðmundur minn, þú ert bara að eldast. Allt sem átt að ganga í gegnum erinn voru bara eðlilegi hlutir og hann svo sem hafði ekki miklar áhyggjur af mér í framhaldi, sko. Þannig að það var líka plúsin við það og það sem er að vera að reyna að segja við ungu lögreglumennina þegar færi á og það við eigum að nýta okkur sálfræðingana eða þessa þjónustu líka til þess að fá að vita það bara við séum á réttum stað, sko. Já. Máttur samræðunar, hann er mikill. Já, hann er það. Já. Sko, Guðmundur, hvaða börn eru það sem týnast á Íslandi í dag? Koma þau frá alls konar heimilum, öllum stéttum, er ólíkur bakgrunnur á meðal þeirra eða eru einhverjir sameiginlegir þræðir? Þau koma frá öllum hópum samfélagsins. Þetta er náttúrulega komið núna rúmlega 11 ár, þannig að þetta hefur svo sem breyst. Samfélagi, ég veit ekki hver eru hlutföllin í blönduðum fjölskyldum, þar að segja fráskild og nýr maki og slíkt. Þau kannski stærsti hópurinn kemur frá slíkum heimilum. Þau koma frá alls konar heimilum, þau koma alveg frá heimilum þar sem að foreldrarnir hafa verið saman frá því að bara fermingu. En síður frá kjarnafjölskyldunni? Já, en það er kannski, þau eru kannski erfiðari sem að koma frá kjarnafjölskyldunni. Það er þá eitthvað sem að trufla þar. Núna síðari árin að koma alveg innflytjendur og þá líka úr hælisleitendahópnum. Það áberandi með innflytjendum, við erum kannski að tala þá Suður-Evrópuna, Austur-Evrópuna. Það eru börn þar sem að foreldrarnir eru aldir upp í annars konar menningarsamfélagi og trú. Hvernig þá? Hvernig það eru vísi? Það er þá væntanlega kaþólska trúin og svona meiri ægi og formfesta í meiri ægi og formfesta. Já, og börnin eru fædd hér á Íslandi, alast upp með okkar íslensku unglingur sem eru ekki á sama stað. Þar að segja, foreldrarnir eru ekki með þennan sama grunn og það verður, þetta er náttúrulega bara eins og með barnaverndarkerfið hefur bent á að þessi foreldrar eins og frá Austur-Evrópuna eru kannski búin að nota líkamlegt ofbeldi til uppeldis. Það er að segja raskilla börn sem bara bannað. Bara eins og Íslendingar í gamla daga. Eins og það gerði í gamla daga. Þessir krakkar alast upp með hinum krökkunum okkar hérna heima og í svona lausara umhverfi minna agaðra og öðru slíku og það verða árekstrar heima fyrir vegna þess og þá tekur svolítið tíma fyrir kerfið
að aðstóða foreldrarna. Það fyrsta skrefið er vantraust þessara foreldra til barnaverndarkerfisins og lögreglu, kannski meira til lögreglu. Þau eiga erfitt með að biðja aðstóðina og vandinn kannski vex á meðan. En síðan eftir því sem að þessi hópur stækkar og þau tala sín innbyrðis þá lagast þetta. Hvað hlutfall þessara nýju Íslendinga sem þú ert að tala hátt núna í börnum sem týnast? Sko, ég ætla sé ekki svona 10% af einstaklingunum af því að ég náði nú ekki leiðrétt á það þegar inngangurinn var að ekki leitað að fleiri börnum, en leitar beiðnirnar hafa aldrei verið eins margar, en einstaklingarnir á bakvið beiðnirnar hafa einu sinni áður verið fleiri og það var 2018 og það munaði, og ég vildi ég með svona 50, 60 til 80, þau eru 95 núna og minnir þau að verið 118 2018, þannig að en beiðnirnar voru samt 100 færri þá sko. Þannig að þetta endurtekið ástand. Já. Þannig að svona í gegnum tíðina er þetta svona stíga upp fyrir 10% sem eru þá innflytjenda, en svo náttúrulega að koma inn núna börn sem að koma úr hælisleitenda eða þetta eru maður þarf alltaf að passa sig okkur orðum, það er alltaf verið að breyta orðanótt. Þú mátt alveg tala frjálst og rólega hér, það er enginn að fara að voma yfir því að við notum vitlaus orð hér. Sem sækja hér alþjóðlega vernd og eru kannski búin að fá hana og eru að koma sér fyrir íslensku samfélagi. Þeirra börn þar eru kannski áfallasagan sem er að trufla sko. Þannig að þetta er allt annar hópur sem á erfitt með að biðja aðstóð, eru foreldrar sem voru kannski á þessum stað sjálf þegar þau voru ung, eru úr neyslusamfélaginu, búin að vera edrú og búin að halda sinni ró kannski í 15-20 ár eitthvað slíkt sko. Þau eiga líka stundum erfitt með að koma og biðjum. Vantraust þeirra til barnaverndarkerfisins getur verið vegna þess að þau hafa slæma sögu að segja sjálf. Og síðan finnst þeim þau kannski ekki eiga það skilið eða skömmin, það er eitthvað sem er að trufla og svo biðja þeim aðstofn og þá rennur allt smurt sko. Ef við tökum bara börnin sem eru fædd hér á landi, hvað kemur vímuefnavandi við sögu í mörgum tilvikum? Hlutfallslega, sirka, ég er ekki að biðja neina nákvæma tölur. Sko, þetta er spurning hvað skilgreinu við sem vímanda, þar að segja er það barn sem komið í daglega neyslu eða það sem byrjað að fikta eða notað helgi. Lang flest þeirra eru að byrja eða komin inn í neysluna. Þau eru færri sem eru að glíma því sem eiga bara við hegðunarvanda eða eitthvað skerðingar eða slíkt að etja. En þau eru því miður og þá eru við líka bara að tala um áfengi, þetta er ekki bara ólögleg eða lífseiðskyldu-lyf, þetta er líka áfengið. Gerir þú mikinn greinamun á því hvort börn eru að drekka áfengi eða taka ólögleg fíkniefni? Ekki í því hvernig ég leita að þeim, nei. Þetta bara þegar þau eru komin á þann stað að foreldrar að leita til barnaverndar og barnaverndar að leita til okkar til að finna þau, þá er náttúrulega þurfum við að ná þeim sem fyrst tilbaka og vandinn þeirra er orðin mikill. Og í öðrum menningaríkjum sambærilegum Íslandi getur þetta snúist við og þá sé í lagi að reykja maríjúana samfélagslega viðurkennt en sterkt áfengi sé hérna þannig að það ég bara svona, mér langaði til þess að fá að vita það ekki vegna þess að mér finnst að skipta einhverju máli, heldur þvert á móti þá finnst mér það nefnilega ekki skipta öllu máli en bara svona fróðlegt að vita því að því lögreglumenn þurfi náttúrulega að vinna inn í ákveðnu ramma og þar eru við með löglega og ólöglega vímugjafa. En hérna hvert er kynjahlutfallið? Hvert er hlutfall stúlkna? Sko það er að jafnaði er það nokkuð, það er ekki mikill munur, það eru kannski svona milli 5 og 10 sem að skarast á milli og frá því ég byrjaði er ekki orðið stór halli. Hallin er einna helst þannig að annan hluta ársins eru fleiri beiðni á annað kynið og svo kemur hitt kynið og jafnar það út í loka árs sko. Og það er ekki endilega að það sé alltaf eins. Nei.
það hefur alveg breyst á milli ára. Og þegar börnin hverfa, hve oft eru þau inn á heimilum hjá einhverju fullorðnu fólki sem að misnota börnin kynferðislega? Það bara undantekning í dag. Það er undantekning? Það er undantekning í dag. Vegna þess að fyrst var vakin áhugi minn á þessum málaflokki, ég held að það hafi verið Ragna Árnadóttir sem þá var dómsmálaráðherra skömmu eftir hrun. Þá var svolítið sagan sem blaðamenn voru að segja, ef ungar stúlkur týndust, þá var það oft talið vegna þess að það væri verið að misnota þær kynferðislega. Þær fengju þá dóp í staðin fyrir það að fullorðið fólk gengi í skrokk þeirra kynferðislega. Það er ekki algengt í dag. Sko það er alveg líklegt að það eigi við þær þegar þær eru orðnar 18 ára. Þegar ég byrjaði þá var þetta vissulega að gerast og hluti af vinnunni snerist svolítið að því að koma þeim fáu sem þá voru í þessu í skilningum það að þetta væri rangt og við værum að vinna í þessu. Mjög fljótlega fór þetta að verða þannig að þessi sem að voru, ef maður nota orðið hættulegast í ungu stelpunum, voru 18 til 25 ára strákar sem höfðu sjálfur verið á sama stað þegar þeir voru ungir. Þroski þeirra staðina vegna neyslu kannski, byrjaði sem 12, 13, 14, 15 ára. Þeir voru alltaf að sækjast í 15, 16 ára stelpur, þeir eldust 1 ár en stelpuna voru alltaf 15, 16 ára. Og það tók mig 1 ár eða 2 eitthvað slíkt að kenna þeim hópi líka að þetta væri ekki sem væri líðið. Það gerði ég annars vegar með því að láta þá, þegar þetta var orðið ítrekkað, þá lét ég þá skrifa undir blað, því algengasta svari var ég vissi ekki þetta gömul. Ég lét þá skrifa undir blað með heimild foreldrunum, það að þeir vissu það að þessi einstaklingur væri þetta gamall. Annars vegar og hitt að öll samskipti viðkomandi við barni væri í óþökk foreldra. Vakti jafnframt athygli á því að kynlíf við einstaklingur undir 15 ár væri lögbrot. Vakti athygli á því að það væri lögbrot að stuðla að aðstoða eða slíkt aðstoða barn við að fela sig, þar að segja 193. grein almennra hegningarlaga, svona barnsásákvæði, það er 16 ár til ævilangt og ég fengi nokkra dóma í slíku þar sem einstaklingar hafa verið að ítrekka það að aðstoða barnið að stuðla því að það sé í stroki. Manstu eftir einhverju dæmi að bara fólk velmegandi í þessu samfélagi sem á pening og er bara í góðri stöðu að það sé að misnota þannig hóp? Nei, ekki manni eftir því. Eftir á móti gerist það nánast kannski reglulega að bara venjulegt fólk er með barn heima hjá sér sem er vinur þess barns, er að gista þar, er kannski búið að vera yfir helgi og barnið hefur náð að telja að við komum til trúum það að það sé þarna með vitund og vilja foreldrana, er það ekki. Já, ég skil. Og það hefur alveg verið upp í eins og sagt velmegandi fjölskyldur og það kemur oft mjög skrítin svipur á fólk þegar ég dingla bjöllin og það opnar hurðina og það þekkir mig og þegar ég útskýri af hverju ég er komin að þá bregður því og það er hvatningin er í raun og veru svo að þegar að foreldrar ef einhverjum er að gista þá taki það upp síman og fá að hringja í foreldri barnsins og fá samþykki en ekki hlusta á það að hringja í Dominos og fara með einhverja ræðu sem að sá sem er við símanum á Dominos skilur ekkert í sko. Hæ mamma, ég ætla að fá að vera hjá honum Palla yfir helgina, það er ekki í góðu lagi og takk, ég elska að við verðum í bandi. Já. Og þessi sem er á hinni línu bara hefur ekki hugmynd hvað er í gangi sko. Nei. Þannig að það er kannski hvatningin er svo að foreldrar sem er að leyfa svona þau tæki upp síman sjálf og ringi. Það er gott að hafa það til hliðsjónar. Já, þannig að það er það er kannski svona breytingin sem að hefur verið í einhverju tilfellum eru foreldrar í vandræði með sín börn og þau eru svolítið að kaupa sér frið og ró með því að leyfa öðrum að gista og er ekki endilega að fara í þessa áskorun að fá að hringja í foreldra hins sko. Ég skil. Þannig að þetta er svona það sem hefur breyst á þessum árum sko. Já. Og það hafa svo sem við erum með mann í fangelsi sem að fengi samtals 9 ár fyrir 2 svona brot gagnvart unglingspilti. Já.
þar sem að þetta vissulega og þetta kemur upp í, við náum að rekja málið upp í tengslum við strókbassin sko. Þannig en það eru fullorðnir einstaklingar sem hafa líka fengið dóm fyrir að plata barn með sér út og í fíkniefnapartí eða eitthvað slíkt sko. Það sem átt að vera kannski traust eða trúnaður á milli sko. En í dag þetta í langflestum tilfellum eru þau bara með hvort öðru. Vissulega þegar þau fara nálgast kannski 18 ára aldur þá orðið erfiðara svolítið að fylgja þeim eftir en við gerum okkar besta þegar við verðum vör við að það sé komnir inn svona þeim miklu eldri einstaklingar að grípa þar inn í sko. Ertu sammála geðlækninum að fíknsjúkdómurinn sé algengasti geðsjúkdómurinn á Íslandi og sá alvarlegasti eins og hann kallaði það hér fyrir nokkrum vikum? Ég hef stundum sagt sko, ég er ekki bara þess að ég er framsóknarmaður, heldur er ekki með stúdentspróf, þannig að ég er ekki með fræðin og hreinu, en það er allavega ljóst að sko þessi efni, áfengi, ólögleg fíkniefni og lyfseðilskyldu lyf eru skaðræði og hjálpa ekki til í mjög mörgum tilfellum þar sem síðan einhver annar undirliggjandi vandi sko. Og ég hef alveg séð að því að og það er kannski sérmaður og hefur svo sem komið upp í umröðuna núna að eins og börn sem eru tekin í fóstur ættleitt, þar sem og eru ættleitt jafnvel bara fljótlega upp úr fæðingu vegna vanda foreldrana, fara inn á fyrirmyndarheimili, það síðan gerist eitthvað þegar þau koma á unglingsárin og þá brýst eitthvað fram sem að má velta fyrir sig hvort það sé þá ekki genetist sem að lagast síðan ekki þegar þau fara út í neysluna til þess að reyna að deyfa það sko. Skilgreininguna á þessu hef ég ekki sem slíka sko. En það má spyrja sig hvort það sé ekki mjög líklegt að áður en það gerist að ungur einstaklingur, barn, fara að neyta fíkniefna, að áður hafi orðið til vanlíðan og vegna vanlíðunar sé barnið að reyna að komast í aðeins skárri veröld af því að því líði illa. Deyfa sig fyrir því. Já, ekki satt. Og það eru kannski ekki allir sem alltaf leiða hugan að þessu að ef mjög ung börn eru í hópi frávika, hvað það varðar að mörgum árum á undan venjulegu fólki fara að leita þau út í þetta, þá bendir það yfirleitt til þess að áður hafi verið mjög mikil vanlíðan, eins og svo sem fjöldi viðtala sem maður hefur tekið í áratugunar ás við bæði unga fíkla og foreldra þeirra, til dæmis Hörpu Henriksdóttur hérna um daginn sem þú kannast við, að sko, ég nefnilega, mér finnst að við þurfum að ræða þetta vegna þess að ein ástæða þess að bugl hún hafnar mörgum einstaklingum og mörg börn fá ekki aðstoð á bugl á grunni þess að þau séu að nota, að þau séu að innbyrða vímuefni og ef þau eru, ef geðrænn vandi þeirra leiti til þess að þau eru fíklar, hvert eiga þau að snúa sér? Jú. Þessi umræða er alltaf að verða háværari núna og ef við tökum þessi 5 ungmenni sem að hafa látist núna á síðasta rúma ári, þá eiga þau það öll sameigilegt að þó að í 2-3 tilfellina þeirra er alistu upp í venjulegu umhverfi, að þá er genin þeirra eru aftur í neyslu foreldra og foreldrarnir þessi sem ala börnin upp báðum einn, þar að segja þau sem að voru í neyslu og ná að ala upp sín börn eða þau sem hafa aldrei verið í neyslu og eru að ala upp börn sem aðrir komi í heiminn, þau eru einmitt að lenda í þessum vandræðum með heilbrigðiskerfið og gagnrýnin er að vera svolítið háværari og mér heyrist pólitíkin núna að vera svolítið að taka undir þetta að það þarf meiri aðkomu heilbrigðiskerfisins að þessum vanda og það er mjög sérstakt að því að það er ekki til í einu máli núna, það sem er piltur rúmlega 50, þar sem að þetta er
genetist til þó að hlutinni í kringum að segja í lagi í dag, farin að sína áhættuhegðun og búið að tilkynna hann inn í kerfið og búið að sækja þjónustu hjá til þess að aðstoða við þetta, þá svarið nei, viðkomandi ekki komin í neyslu og þá fellur hann ekki inn í það að fá stuðningsþjónustu. Síðan sjáum við eins og þetta búið að vera undanfærið að þegar að síðan krakkinni komin í neyslu þá getum við staðið okkur miklu betur í því að stöðva neysluna. Þannig að þegar að sama kerfið segir nei, barnið fær ekki þjónustu af því það ekki komið í neyslu, það svo að bíða eftir því að fá barnið þegar það komið í neyslu og miða við fjölskyldusöguna þá geti sá vandi orðið bara lóðréttur bara beint upp og orðið mikill. Vonin svo að kerfið okkar, þar að segja heilbrigðismennta og skólakerfið farið svolítið að vinna að því að fækka þessum tilfellum sem enda á mínu borði og enda inn í meðferðarúrræðum. Þessi gripið fyrir inn í þannig að þau fari ekki í þessa neyslu. En hvað segir þau að við myndum bara líta öll þessi tilvik sem heilbrigðismál en ekki sem lögreglumál? Það ekki lögreglumál, þetta skilgreint sem félagslegt velferðarmál. Ég menna, jafnvel eftir að barn var orðið 18 ára gamalt. Að staðis að lögsækja það fyrir að vera að nota ólögleg fíkniefni að þá myndum við bara... Ég svolítið svona á þeim stað ég ekki alveg tilbúin að fara að samþykja neyslu, saman á hvað aldrei þú ert. Ég styð skaðaminkandi úrræðin sem eru fyrir fullorðna einstaklinga, Ylju, frú Ragnheiði og allt þetta. En ég velti því þá fyrir mér af hverju fyrst við erum komin á þann stað, af hverju sjáum við þessum einstaklingum þá ekki fyrir þeim efnum sem þau eru að nota. Þau eru að nota efni sem smiglað og inn til landsins og jafnvel óljóst innihald og annað slíkt, eigum við ekki bara að taka þetta þá alla leið. Og síðan hefur að því að ég aðeins inn í hópi sem kemur að lýðheilsu og þar hefur umræðan verið þegar þú ert komin með einstakling sem komin inn í skaðaminkandi úrræði og það eina sem hann hefur í raun og veru skaðaminkandi úrræði en ekkert annað, það ekki einhver önnur hurð sem hann getur valið að fara og reyna að fá aðstóð við sinn vanda og þá mun hann væntanlega alltaf velja þægilegasta vandan sem það að bara geta fengið að neita í friði. En ef hann fengi smá svona þrýsting á það að reyna kannski að gera eitthvað í sínu en ég einhvern veginn ekki alveg að upplifa það með þessi skaðaminkandi úrræði og þá myndu ekki bara halda áfram ef það þetta nota orðið þægilegt að halda áfram bara í neyslunni, það áskorun að reyna að gera eitthvað í því en þú ert væntanlega aldrei að fá hina hörðina og sagt, ertu tilbúin að leita þér hjálpar og gera eitthvað í þessu. Þetta vissulega fólk sem komið á mjög vondan stað ef það að nota það orð með í sinni neyslu og þarf gríðarlega mikla hjálp þess að komast út úr í en maður hefur alveg séð það gerast. Ég hef alveg séð krakka sem voru komin hér áður fyrir í mjög djúpa neyslu og ég sá ekki fyrir mér að þau myndu ná sér. Þau gerðu það. Þannig að þetta hægt, þetta getur gerst. Já, þessi mál eru auðvitað alveg gríðarlega flókin og það ekki nein einföld svör vænti ég gagnvart því sem við erum að ræða. En ég sammála það einhver vakning, það eitthvað að þokast enda þetta þjóðarskömm. Það ekkert flóknari það. Þú minnist á þessi börn hér sem var ekki Morgunblaðið sem birti myndir að þeim núna. Ef þetta vekur ekki sérhvert mannsbarn á Íslandi þá hvað þarf til? Nákvæmlega. Og það einmitt það sem hefur kannski gerst núna síðustu 2 árin það eru farin að koma andlit nöfn og sagan þeirra. Þannig að þetta ekki bara tölur og eitthvað svona sem fólk hefur getað forðast. Og jafnvel líklegt að í einhverju tilfellum hafi fólk sem kannski ekki verið of nálægt þessum einstaklingum allt í einu átta sig á því hvað var í gangi. Já, einmitt. Það svo mikið talað fjármagn og þetta sem ég nefndi áðan með bugl, bara fyrir mig, bara venjulegan Íslending, þá bara ég skil þetta ekki.
ég skil ekki stöðuna sem hefur verið uppi ég skil ekki að það hafi verið að koma hinga foreldrar barna sem hafa lent í vímuefnavanda og þeir hafi fengið þau svör nánast daginn eftir sjálfsvígstilraun alvarlega að jú, við getum tekið þetta barn til meðferðar eftir 8 mánuði, eftir 1 ár, eftir 1,5 ár og ég skil þetta ekki ég skil ekki neitt ég næ ekki utanum þetta að við gerum ekki betur hver skoðun þín á því að nú hefur orðið til nýr hópur af ungu fólki, fíklum og ölkum sem sendur út fyrir landsteinana og fær þar bót sína meina með endurgreiðslum í flestum tilvikum. Hver skoðun þín á því að við játum bara vanmátt okkar gagnvart því að Ísland getur ekki sinnt nema sumu og þetta verði bara hluti af heilbrigðiskerfinu að opna leiðir út til landsteinana í meðferðir fyrir börn. Nú það að hjálpa mér, þegar ég týni mér aðeins í þessu eftir. Ef við bökkum og það alltaf á borðinu, ég framsóknarmaður og það búið að Ásmundur Einar gerði, held ég, einhverja stærstu breytingar sem hafa verið á kerfinu, hann lét meðal annars að reikna það út að fyrir hverja 1 krónu sem hann myndi setja inn í kerfið var hann að spara 7-8 til framtíðar og það er alltaf verið að takmarkaða peningum og við getum alltaf deilt forgangsröð hvað er verið að nota peningana í en ef við síðan bökkum þá er þannig að bugl, við tökum sem bugl sem dæmi að þá er það bygging sem að greinist mygla í og í einhvern tíma, ég veit ekki hvað það tók langan tíma, 1 eða 2 ár þar sem að hálft húsið er tekið úr umferð, tekið í gegn og lagað og síðan er þá fært yfir í þann helming og hinn helmingurinn er tekin. Þannig að væntanlega eru bugl að vinna á hálfum afköstum. Barna- og fjölskyldustofa lendir í því sama að þeir þurfa að loka langtíma úrræði fyrir strákana og það er að verða komin 2 ár síðan. 2 ár. En það er þá ekki bara opnað annað úrræði? Já, það er síðan annar hlutur. Af hverju erum við þá ekki að standa okkur betur? Ég er reglulega myndur á það að í þessu kerfi er verið að nota gagnreyndar aðferðir og það virðist vera að ég upplifi kerfið, sérstaklega barnaverndarmegin þá ef við tökum þá bara barna- og fjölskyldustofu það þurfa alltaf að vera einhverja rannsóknir það tekur einhver ára að gera þær rannsóknir og einhverja breytingar að það tekur langan tíma og þetta er rétt sem þú segir af hverju eru við ekki fyrir löngu bara búin að viðurkenna það að meðan ástandi er eins og þeir að þá þurfum við að leita einhvað annað þú talar að fólk sé að fá endurgreiðslu það á ekki við neitt stuðning þessi 3 sem eru núna í Afríku það er ekki ríki sem hefur verið að koma þar að ríki kemur að vissulega þegar verður banaslys í kringum þann hóp mæðurnar hafa bara verið að safna hjá vinum og kunningjum og samfélaginu og vissulega hefur samfélagið verið að styðja vel við á meðan eins og í dæmi sem að Harpa lýsti þar sem að hún seldi hún ekki húsið sitt og var farin út og hún færir nú ekki svari frá sjúkratryggingum eftir að hún er byrjuð og ég raun eins og hverjum tilviljun að hún fekk upplýsingar að mögulega ætti hún endurgreiðslu í kjölfar meðferðar barnsins hennar sem kostaði 11 milljónir ef mann rétt og þar og það sem er svo grátlegt í því þar sjáum við múrana á einhvern hátt að þetta er 21 eða 2 og Harpa sendir bréf á ráðuneytin, hún sendir bréf á barna- og fjölskyldustofu og allt í kerfinu þar sem hún er að berjast fyrir þessu þannig að það ætti að vera vitneski inn í kerfinu af þessu síðan kemur að þessum eins og drengjónu núna sem að ekkert er í boði fyrir til þess að takast á við þá og mæðurnar fara af stað og þá veit kerfið ekki neitt og ekki nóg með það heldur barnaverndarstarfsmenn eru frekar reiðir yfir því þegar þetta kom upp á borði núna í loka árs að sjúkratryggingar væru að styðja við þetta kerfi en þess að þetta var ekki eitthvað sem að barnaverndarnefndir vissu af hugsanlega barnaverndarnefndin á Ísafirði en þetta hafði einhvern veginn ekki breiðst út innan kerfisins en þetta er heilbrigðismegin ekki barnaverndarmegin sem þetta gerist og síðan má bara velta fyrir sér
hollenska myndi það virka eins og fyrir strákarna í Suður-Afríku. Ég fæ að fylgjast með drengjónum, þeir eru 3, einn er búin að vera sín í ágúst og hinn í september og þeim bara virðist vera að ganga mjög vel. Þeir eru edrú og hafa aðra sín orðið á lífinu og fjölskyldun og öðru slíku. Eru þeir í þessu Yes We Can? Nei, þeir eru Healing Wings í Healing Afríku. Wings. Yes We Can er hollenska óræði sko. Og það er einmitt eins og Jón Kristinn sem er vantilega komið hérna til þín, pappans Geirseitins. Hann var farin að ræða þetta Yes We Can fyrir mörgum síðan, nokkrum árum síðan. Ég man eftir þessari umræðu og það var svo sérstakt ég sat upp í hesthúsi hjá honum núna einhvern mann í lok árs í nóvember líklegast að drekka kaffi með honum og hann er að tala um, hann er svolítið þrjóskur, hann er að reyna að ná þessu í gegn, en það sagði það eftir að strákurinn stóð, hann myndi reyna að gera allt til þess að reyna það sem hann gæti og hann er ekkert allra að eiga við, hann veit það sjálfur. Þá allt í einu kveikti, að ég er búin að heyra áður, við vorum eitthvað að spjalla og allt í einu kveikti á því hver þetta var. Daginn áður, minnum ég, hafði ég verið á fræðslufundi hjá Náum áttum, það sem eru félagsággjafa sem eru svona að fara yfir hvað er í gangi og þar einmitt var barna- og fjölskyldustofa að kynna munin á æskulífsrannsókninni, neyslu barna og síðan raunveruleika tilkynningar barnaverndar og slíkt. Og þar situr Harpa og ég er að fara og ég að því að hún er nú frá Ísafirði eins og ég, að ég heils henni bara og svo labba ég út. Svo þegar ég siti á Jóni þá bara kveiki ég á því. Á samstöðinni? Nei, þetta er áður sko. Já. Þá kveiki ég á því að kona sem hann er búin að vera að tala um lengi væri Harpa, hann vissi ekki nafnið á henni sjálfur sko. Þannig að ég sendi strax bara skilaboð og hörpu vínabein á Facebook og fór að spjalla við hann og hún mitt kom með allar upplýsingar til mín sem ég síðan kom áfram á eins og mæðurnar í Suður-Afríku og barnavernd og gott að það voru einhverju fleiri sem að fengu og þá svona sprakk þetta aðeins út og þá mitt Harpa nefnilega sagði mér að strákurinn hennar væri nú ekki alveg tilbúin að opna á umræðu sko. Þannig að ég gladdist mjög yfir því þegar ég sá síðan auglýsinguna að þau ætlu nú bara að mæta hérna hjá þér og taka samtalið sko. Já, gríðarlegt og alveg glæsilegt að heyra frá fyrstu hendi sjónarmið barnsins. Já. Þetta sástu líka hvað foreldrarnir voru tilbúin að ganga langt, þau bara selja húsið sitt sko. Þau ætla að bjarga barninu sínu og við erum að tala um hinar 3 mæðurnar það reyndar ekki komnar á þann stað að þurfa að selja húsið sitt en eins og sko, ég sá þá ein þeirra hafði auglýst bílinn sinn þegar hún ætlaði að fara að reyna að komast til þess að hitta drengin sinn úti sko. Af því að þær vildu allt fyrir þá gera sko. Já. Maður tengir nú þokkalega við það. Já, móður og foreldraæðlið er sterkt og maður dáist að hugrekki þessara einstaklinga að líka skora á kerfið. Einn vinur minn orðar á þannig að þér líði sem foreldri aldrei betur en sem nemur líðan þess barns þeim sem líður verst. Já. Við getum alveg tengt við það, er það ekki? Jú. Já. Ég hef sjálfur svo sem verið í þeirri stöðu að vera hrættur að missa barn mitt vegna þess að það var á vondu stað. Já. Og þá eftir að ég byrjaður í þessum verkefnum sem ég það barn þá orðið fullorðið og ég hef ekki fyrirgefið ef að Bubbi er að horfa, ég hef ekki fyrirgefið Bubba það og mun væntanlega aldrei gera það en hann hættist að mér Bubba Mortens þegar ég setti inn færslu þar sem ég staddur á slysadeildinni og þar baráttan við að ná barninu mínu tilbaka það hafði komist í einhvern óþverra á tónlistarhátíð í Laugardalnum og ég seti inn færslu sem eitthvað á þann veg að ég vonast til þess að öllum ráðum verið beitt til þess að ná þeim sem að dreifa þessu og þá náttúrulega fór strax bakstungu umræði í ganga, þetta var nú maður sem var að bjarga börnunum en talaði svona um vandan sko og Bubbi er einn af þeim sem að hættist að mér og þá komu þeir hvað heita þeir, Frosti og á FM 957 Frosti og Máni og vildu fá mig í viðtal og ég sagðist bara að það myndi ég aldrei gera því að þeir væru í því að grilla fólk og ég myndi aldrei mæta til þeirra viðtal og ég væri tilbúin að hitta það og segja þeim söguna og ég sagði þeim hvað þetta snerist og það endaði á því að ég fór í viðtali hjá þeim þar sem við ræddum þessa hluti þannig að þar
snerið að ákveðni persónulegri reynslu af þessum fíkniefnum og djöfli, sko. En ég reyni bara að nálgast þessi börn sem ég að glíma við bara á þeirra grunn og ég dæmi þau ekki fyrir neysluna eða eitthvað slíkt. Ég meiri áhuga því að ná þeim sem eru að sjá þeim fyrir þessum óþverra sem þau eru að taka. Já. Bubbi þyrfti nú að koma bara í spjall til mín og aðeins líka ræða það sko að hann setur í stjórn S.A.A. Bubbi fínn vinur minn, bara svo ég segi það nú. Bubbi gerir frábæra lagatexta og ég græt þegar ég heyri hverju. Hann persónulegu vinur minn, hann hefur verið í matarbúðum hjá mér og fleira. En hann setur í stjórn S.A.A. og hann til dæmis síðastliðið sumar þá skrifaði hann status á Facebook sem að gáði til kynna að þessi microdose á sveppum getur bara verið frábær hugmynd. En svo maður búin að heyra af föllum alka sem urðu þannig til. Og þetta er viðkvæmt, ekki síst fyrir fólk sem situr í stjórn S.A.A. hvernig það tjá sig þessi mál. Hann er bara verið gamalt kall í dag, sko. Kannski fæ ég Bubba í spjall. Kemur ljós, en hann ég vil ekki það var örlítið erfitt. Ég var í jarðaför í haust þar sem að hann kom í eigin persónu og tók kveðju lagið sem er gríðarlega fallegu sálmur. En ég átti mjög erfitt með að horfa á hann á sviðinu syngja þetta og ég veit að hann hefur verið að fara í jarðafæri ungmennana og syngja þetta, sko. Því að þetta hjó svolítið í bakið á mér þessi ég man ekki orðalagið á þetta er orðið mörg ár síðan, sko. Þessi statusans eða þar að segja kommentið við það þegar einhver er að deila þessum orðum mínum. Við höfum verið svolítið óvunn því að löggur eins og Grímur á undan þér og svo þú að þið svona þorið að stíga inn í þetta, inn í holdið og blóðið og kvikuna á þessum málflokki. Þetta var svona stofnanalegra áður og fjarlægra. Þú hefur núna rætt jákvæð áhrif að því að þetta snertir kannski frekar við okkur og þegar við sjáum myndir og heyrum sögur þeirra og þannig sem Moggin gerði mjög vel núna daginn að þetta er á svo stuttum tíma sem öll þessi mannslíf tapast og bara það væri sálarlaus einstaklingur sem ekki myndi einhvern veginn berja í borðið í eigin hjarta og segja bara þetta gengur ekki. En hefur það verið einhvers konar lína þín, hefur það verið meðvituð ákvörðun á þinni hálfu að svona stíga inn í þetta sem manneskja frekar en hvað maður að segja, embættismaður, lögreglumaður? Ég veit ekki, sko. Það er nú búið að tala illa Sigríði Björk, ríkislögreglustjóra undanfarið. Menn skul ekki gleyma því að það er Sigríður Björk sem setur þetta verkefni á sínum tíma. Og ég er þakklátur Sigríði og ég er þakklátur Höllu Bergþóru sem er núna lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu. Sigríður var þá lögreglustjóri fyrir það frelsi sem ég hef haft til þess að sinna starfinu mínu og tjá mig það. Og þegar ég byrjaði þá þögðu við fórum reyndar og hittum barnaverndarnefndir eða barnaverndar starfsmenn segi hérna á höfuðborgarsvæðinu og sögðum þeim hvað við værum að fara að gera, hverju við værum að byrja en við vorum ekkert að segja frá því neinstaðar svona út á við og eða taka þátt í ykkur umræðu eða kynna þetta. Það er síðan ráðstefna sem er haldin á Grand Hoteli trúlega 2015, það er konið nokkri mánuður inn í þetta, bara í hvort það er að hausti til sem að annars vegar olbúabörn sem þá var samfélag mestmegnis mæðra barna sem að voru svona týnd og síðan geðhjálp og ég beðin að vera með fyrirlestur. Þá komu þarna einhverju fræðingar úr kerfinu, minnum við 2 á undan mér og síðan ég og það sem gerist er að það bilar míkrafóninn og við erum með 200 manns í salnum eða eitthvað slíkt og þá bara steig ég fram á sviðið og notaði útiröddir eins og sagt og byrjaði ræðuna á því að aðeins að kynna mig og í raun og veru bara segja frá hlutunum eins og þeir voru, eins og þú voru að blasa við okkur og hvernig hlutinni voru
og það raun og veru hefur bara svona gefist best. Barnaverndar, sérstaklega Barnaverndarstofa gagnrýnir mig reglulega fyrir umræðuna mína. Finnst hún óvægin og ekki vera kannski rétt. Já, að þú skulur gagnrýna. Já. Og það svolítið sérstakt að það eru til úttektir frá því árið 2000 og ríkisendurskoðun og umboðsmaður barna og einhverju fleiri og það kemur meðal annars fram í einhverjum þessu úttektum ábendingum það að sérstaklega það kerfi sé svo viðkvæmt fyrir gagnrýni og það tekur hann ekki til þess að reyna að finna leiði til úrbóta heldur rís upp gegn. Hún notar þetta ekki sem rýni til gagns, heldur gagnrýni og er ósátt við það í staðin fyrir það að reyna að vinna þá í því sem er verið að benda á. Og það er grátlegt, Björn, að við skulum vera á þeim stað í dag og það núna enn ein nefndin að störfum og það verður mjög fróðlegt að sjá þegar við ætla að skila af sér 1. febrúar. Og það er ráðherranefndin, 3 ráðuneyti, forsætisráðuneyti, barnaverndar og heilbrigðisráðuneyti eða hvað það er. Það sem verður mjög fróðlegt að sjá niðurstöðuna og hvernig þau ætla að koma sér út í gegnum það. Annars vegar ætla þau að tala um það að allar hinar úttektirnar, þetta sé samhljóða, eða ætla þau að slaufa því, ekki tala um það og koma þá með eitthvað nýtt. Þannig að ég hef bara fengið og það hefur ekki verið slegið á hendunar á mér að geta bara komið fram sem ég, reyna að vera einlægur og reyna að gæta minna. Vissulega kannski hefði ég geta staðið mig betur í því og það er einmitt að því að þú talar um Grímur var í mínum sporum fyrir nokkrum árum þar sem hann var útnefndur maður ársins, reyndar fyrir hörmungar atburð sem orðið á Birnu. Já. En Grímur, við vorum vaktfélagar á Ísafirði, snjóflóðárin, við eigum Flateyri og Súðavík saman og Seljalandsdalinn. Svo vorum á þeim vöktum og fyrstu menn í þeim viðburðum og þegar og síðan var ég undirmaður hans eftir að hann var yfirlöggatni í Reykjavík áður en að hann fór svo inn á Alþingi og Grímur mitt, ég held að hluti af því á sínum tíma þegar að samfélagið var svona, vildi klappa honum á baki var þessi breyting sem að varða á viðmóti lögreglunar og hann hafi svona meira kannski verið að fá svolítið viðurkenningu fyrir það og ég var verulega hugsi núna þegar að þetta var vegna þess að Grímur fékk síðan mikla gagnrýni á sig og hefur sagt það eftir á að það hefur kannski verið rangt af honum að taka við þessu en þannig að ég hugsaði svolítið núna að þú veist á ég að segja nei en samfélagið er allavega að þakka fyrir og þetta náttúrulega líka að hluta til ég veit ekki hvað notið orðið PR að við erum líka svolítið að sína heina hliðina á löggunni sko. Þú hefði viljað fá þetta við aðrar aðstæður sagðir þessa viðurkenningu. Já, það er að segja sko grunnurinn að þessari viðurkenningu eru þjáningar annarra og það er kannski ekki gott. Nei. Við þurfum að fara að slíta þessu Guðmundur. Þetta er svona stutt. Finnst þér þetta stutt? Ég held þessi liðin klukkutími. Þetta er fljótt að líða. Þetta er fljótt að líða. Það er nú þannig þegar fólk hefur eitthvað að segja. En það er tvennt sem að mér langar að spyrja þig út í að lokum. Annað er hvernig hegðarðu leitðinni að týndu börnum? Ertu bara akandi á löggubílnum með einhverja vísbendingar að kíkja inn glugga hjá fólki? Eða? Ég byrjaði því að taka upp síman og senda þeim SMS-skilaboð. Hæ, þetta er komið lögga. Það er komið leitabeiðni. Þú veist, hvað er planið hjá þér? Stundum svaraði mér. Stundum faraði bara heim þegar þau fá svona skilaboð. Það er kannski búið að ganga á eitthvað heima, búið að hóta þeim því að verði hringt á lögguna því þau hafa ekki verið að skila sér og svo er staðið við hótunna og þau bara skila sér og ég sé þau aldrei aftur sko, þess að þetta er ekki meira. Nú ef þau ekki svara mér eða er ekki með kveikt á símanum þá náttúrulega þarf ég að fara á stað og ég þarf þá að heyra í foreldrum, þú veist hvað er einhver vinahópurinn og heyra í þeim þá og foreldrum. Ertu þá bíl sem er merktur lögreglunni? Nei, ég er ómerktum bíl en ég held að þekkja hann orðið allir, það er búið að sína svo mikið af myndunum. Ég er núna á svörtum landkrúsir með skýgðarrúður. Ég er búin að þetta er 4. bílinn minn og krakkarnir, þau eru fljóta að taka mynd af honum og senda hann sín á milli sko.
Nú ég keyri rúm 30.000 kílómetra á ári því að ég hérna á ferðinni innan borgar en ég líka ég hef verið að fara alveg sko norður í Hrútafjörð, ég hef verið að fara á Kirkjubæðarklaustur, ég á Suðurnesjunum, þá ég kannski eldast við þau, börnin sem að fara héðan úr höfuborginni. Ég líka bara mjög oft kjur á bílastæðum og að hérna sitt bara á bíð því að vera á ferðinni, þá get ég verið rétt á undan þeim eða rétt á eftir þeim. En með því að vera kjur þá kannski dúkkaðu upp fyrir fram að mig eða einhver úr vinahópnum sem að svona verður þá ákveðin vísbending. Það nú stundum hringt og tilkynnt skeggjan undarlegan fullorðinn kall að vera að glápa á börnin sko. En hefur einhvern tíma lent í þeim aðstæðum að þú hefur grunum að barnið sé einhverja hættu að stafi hættaði innan heimilis, innan veggja heimilis sem að nýtur ákveðina friðhelgi og þú hefur orðið að aðhafast? Já, ég hef líka verið með mömmu með mér sem að sko fór bara inn með hurðakarmin á öxlunum sko. Við vorum búin að finna barnið hennar. Barnið vildi ekki koma fram, sá sem var þar inni vildi ekki opna. Þannig að ég þurfti að stíga út fyrir meðan ég var að hérna hringja og fá aðstoð því ég var einn og svo heyri ég bara brothljóð og öskur og læti. Og þá fór mamman bara í gegnum hurðina og hurðakarmurum með sko. Kjarnorkumóðir. Já, og þær eru nokkrar þarna og líka ömmurnar. Ég hef alveg hérna verið með ömmur sem að hafa fengið fílauta kallmenn bara til þess að setjast niður og grjót halda kjafti sko. Skítrættir. Ég hef vorið að skríða inn glugga eða fá eitthvað til þess að skríða inn glugga. Ég hef vorið að fá hurðir opnaðar þar sem að hérna maður svo að finna krakka meðvitundalaus en sem betur fer þetta orðið nokkur ár síðan að ég hef verið í þessari stöðu. En þú hefur semst neyðst til þess að brjóta lög? Nei. Brýtur maður ekki lög þegar maður skríður glugga? Það fer svolítið eftir því sko hvort ég með heimild húsráðanda til þess. Það getur verið þannig að sko húsráðandi sem nú faktisk ekki aðilamáls fjarverandi leyfir mér að fara inn. En hann ekki á staðnum til að opna fyrir mér. Ég skil. Það geta þess vegna verið foreldrar. En auðvitað myndirðu brjóta lög til þess að bjarga lífi barns sem stætt í hættu? Já, en þá ég að beita neyðarréttinum. Það heimild fyrir því í lögum sko. En ég man ekki eftir því að sko maður á gráasvæðinu og það gilda alveg ákveðna reglur gráasvæði hjá okkur. Síðan að Björn Halldórsson var yfir fíkniefnadeildinni og hamagangurinn var hérna í kringum 91-2 eitthvað svoleiðis, þá voru setta reglur gráasvæði hjá lögreglunni. En ég man sjálfur ekki eftir því að hafa stigið yfir þá línu. Nei. Maður kannski orðið að vera svona ákveðinn og ítinn en þá getur kannski einhver túlkað það sem svo að maður sé að þvinga einhvern til samþykkis. Já. Eru bara eitt að lokum Guðmundur, magnað að taka þetta viðtal við þig sem við köllum samtöl hérna á Samstöðinni því stundum leggjum við líka fram við spyrlarnir. En viltu ræða hlut sem þú nefndir við mig áður en við settum hérna niður við rauðaborðið og var þar hótun sem þú varst að fá? Það þannig með þegar athyglin kemur á mann og þetta ekki fyrsta skipti sem ég fæ svona athygli, það gerðist líka 2018 ár sem að stóð upp úr í leitabeinum og fjölda og umræðu og þá ég í raun og veru á sama staði í svona tilnefningum hér og þar og allstaðar. En það eins og núna þá veikur einstaklingur sem að undir dulnefni sem að skrifar við opinberan VF bara hótunum það að nú sé komið að því að hann þurfa að drepa mig sko. Þannig að þetta hefur líka á sér skuggahliðar þessi jákvæða athygli sem það fær. Já, og það er það bara einhver vanmáttur sem hann hefur gagnvart þínum störfum? Ég ætla því ekki bara andlega veikindi annars og hvað heitir það þegar veruleika fyrring einhvers konar sko. Ég veit hver viðkomandi ég búin að ávarpa hann í hérna undir hans kommenti. En þetta ekki búin að kæra hann? Ég búin að tilkynna þetta. Búin að tilkynna. Þannig að nú það hægt að því sem að við lögreglumenn höfum svolítið verið að gagnrýna að það til ákvæðum það að ofbeldi gagnvart opinberum starfsmönnum þegar verið að
að meiða okkur eða eitthvað slíkt, en svo þurfum við alltaf sem einstaklingar að koma fram og kæra svoleiðis hluti. Kerfið er ekki að passa okkur lögreglumenn og til dæmis eins og í síðasta eintaki lögreglumannsins-blaðin frá Landssambandi lögreglumanna, þar koma lögreglukonu fram sem að urðu fyrir svona eldirhellum sko, og þær eru einmitt að gagnrýna þar hvernig kerfið gæti kannski staðið betur við bakið á okkur lögreglumannum við þessum aðstæðum. En Guðmundur Fylkisson, kæri þakkir fyrir þetta góða spjall sem þú verður alveg til í að hafa lengra, þannig að ég bara fæði aftur. Takk fyrir mig. Og ekki fara langt, kæri hlustendur og áhorfendur, við höldum áfram hér með okkar dagskrá eftir andartak. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Já, þá komið að því að fara til Íran. Hingað komin Kjartan Orri Þórsson sem er miðausturlandafræðingur. Við nú talað saman áður og þá voru uppstótt og uppreisn í Íran. Já. Nú er það ástand aftur. Einmitt. Við að því að sögum okkar munum uppreisnina sem að var síðast, sem að landi logaði. Já. Hver er munurinn á því sem að þá gekk yfir og því sem er í gangi núna? Já, og þú veist að vísi svona þessar konur líf, frelsi, hreyfingu sem var 2022. Sko, já, ég held að svona munurinn kannski er núna, að þú veist, þá snerist þetta svolítið að þá var andlit þeirrar mótmæla og hreyfinga voru sko svona kvenréttindi og svona almennt kannski frelsi og svona mannréttindur virt og annars slíkt sem að var svona efst á teiningnum þar, blandað í náttúrulega alls konar annað. Það er sama upprétti sem að gengur alltaf aftur og á sér ólíka bylgjur. Já, ég meina fólk er ósátt. Þetta alltaf það sama, en svo hefur þetta alltaf ólíkt svipmót. Já, í raun sko. Og það brýst út þarna, út af já, undir svona hatti kvenréttinda í raun sko, í síðast sko. Ofbeldi siðgæðislögreglunar á gagnvart konum, já. Og þessi svona lögbundna slæða sem að konum er sagt að bera. Og svo sem ef við erum að tala það, þá hefur það haft ákveðin áhrif. Við höfum séð svona að konur hafi í auknum mæli verið að fara til þess að göttunar án þessarar lögbundnu slæðu og hafa svona virðist verið að komast upp með það. Hafa komið svona meira myndefni af því einhvern veginn, það sem að það verðist hafa haft að stjórnvöld hafi svona, hvað að segja, þeir eru náttúrulega alls ekki búin að gefa þetta upp á bátinn, lögin er ennþá til staðar, það er ennþá verið að tala þetta, það var búin að leggja niður siðgæðislögregluna, svo kom hún aftur, það var að tala einhverja svona digital lausnir á því að sekta konur fyrir að vera ekki með hana, en eins og staðan er í dag þá virðist svona virðist konur vera færa sér upp á skaftið hvað þetta varðar sko. En mótmælin sem er í gangi núna að þau snúast náttúrulega fyrst og fremst bara agalegt efnahagsástand og sem svona breytir kannski aðeins svona þessari dýnamík í því hver er að mótmæla og hverjir er að mæta á göturnar, því að þetta náttúrulega byrjar svolítið hjá þessum svona basarkaupmönnum sem eru einhvers konar svona smá kaupmenn en svona söguleg og stór og sterk stétt að þeir fara að loka sínum svona verslunarstöðum eða básum vegna þess að verðbólgan er það mikil að verðbólgan er orðin alveg galinn, það er bara, þú veist, það er komin upp í 50% eða eitthvað líka. En akkur lokaði það því að þessi vöruskortur eða? Nei, þú veist, þetta er svona einhvers konar verkfall sem þeir fari í sko. Og þeir krefjast umbóta frá stjórnvöldum sko. Þannig að þú veist þeirra kúnar hafi ekki efna á því að versla lengur hjá þeim og veltan hrínur. Já, og bara, þú veist, það þarf bara að þetta er bara mótmæla aðgerðir í raun frekar en vöruskortur sko. Þó að þessi einhverjir sem náttúrulega hafa þurft að vera kreatífur í hvað þeir selja, því að það náttúrulega hefur verið svona erfitt að flytja inn ýmsa hluti og svoleiðis. Og þetta tengist náttúrulega þessum svona viðskiptaþvingunum sem að
sem hafa verið settar á Íran í byrjun síðasta árs, þar sem að þar fór svolítið að tikka inn aftur og það tengist þessum svona kjarnorkusamning sem var gerður við Írani af svona þessar stóru þjóðir, Bandaríkin í fararbroddi og svo Frakkland og Þýskaland og fleiri ríki Evrópusambandsins sem að gerðu samning við Íran að svona draga úr þessari úranauðgun og allt svoleiðis til þess að og bæta eftirlit með þessu svona kjarnorku verkefni sem að Íranir voru konum með að stað. Og svo náttúrulega dregur Donald Trump sig einhliða úr því á fyrra kjörtímabili og svo í raun hætta Íranir að hleypa inn líka eftirlitsaðilum frá alþjóða eftirlitsstofnuninni og svo núna í byrjun síðasta árs að þá í raun tikka inn svona fleiri viðskiptaþvinganir sem að í raun Evrópuríkin eru líka hluti af. Þannig að sko þetta furðuleg staða vegna þess að þú veist við erum líka með sko Íranir hafa í raun, íransk stjórnvöld skulum við segja, hafa í raun sýnt frekar mikinn samstarfsvilja hvað þetta varðar að sko taka að útmá allar þessar viðskiptaþvinganir, að taka þátt í því sem að önnur ríki krefjast, Bandaríkin og þessi Evrópulönd að þeir hafa verið opnir fyrir því og hafa svona, verið tilbúnir til þess að setjast við samningaborðið. Það svo svikið af Bandaríkjunum og svo í raun elta Evrópulöndin það. Og svo eru Íranir aftur sitja á samningaborðinu í síðasta sumar í júní, það sem að áfara að ræða þetta við þá stjórnu Trumps þegar að Ísraelar ráðast inn í Íran og til þess að með því yfirskýna allavega að taka út þessa kjarnorkuáætlun sem í gangi sem Íranir með loftarásir og í raun taka út líka þessa samninganefnd sem að Íranir voru með þannig að staðan rosalega erfið fyrir íransk stjórnvöld einhvern veginn í raun sko að þeir geta kannski lítið brugðist við því þessum viðskiptaþvingunum. Það náttúrulega traust á Bandaríkjunum mjög lítið og ég held að þú veist ef við viljum bara svona droppa því inn svona atburðum síðustu daga líka þá hefur það náttúrulega ekki verið til að auka traust á Donald Trump og þá ég að vísa til traust stjórnvalda eða kannski hluti af íransku þjóðinni sem myndi óska þess að Bandaríkjamenn kæmu og myndi flytja burtu æðstu menn í Klekkastjörnunni. Já, þú veist, þarna ég allavega fyrst og fremst að horfa í traust stjórnvalda sem að halda utanum þessi svona samningaböndin einhvern veginn, íransk stjórnvöld að traust til bandaríska stjórnvalda náttúrulega mjög lítið mjög skiljanlega algjörlega og þegar þeir sitja á samningaborðinu og svo þegar menn að svona, gera svona taka út þjóðarleiðtoga þá fer væntanlega menn sko og það hefur svona kannski komið fólkið, ég meina það hefur almennt séð, myndi ég segja samt sko umræðan hafa kannski frekar snúist svona að menn hafi svona tala að varkárni svona bandarískar aðgerðir á íranskri grundu að þú veist af því að þú veist stærsta röddin náttúrulega hjá íransku fólki, myndi ég segja, þó það sé náttúrulega mismunandi og allt að það fólk vill náttúrulega friðsamleg skipti, fólk vill lýðræði og fólk vill að það sé hlustað á fólkið einhvern veginn og það sem ég held að skipta náttúrulega rosalega miklu máli er að sko nágrannar á báðar hendur Írana sem eru þá Írak og Afganistan það var náttúrulega farið rosalega illa út úr svona bandarískum íhlutunum og ég held að það sé svona draugur sem að er rosalega svona actual einhvern veginn í svona íranskri umræðu í raun sko og Írans saga líka bara algjörlega 56 eða ekki já 53 það sem að þetta og svo náttúrulega var keisaranum haldið við völd eða með stuðningi Bandaríkjanna og það ekki allar íranskar fjölskyldur sem hafa fagra sögu að segja af keisaradæminu og það sé kannski farið að fenni við það einhverju leyti algjörlega þannig að já, ég myndi held að það væri svona dæmi en sko
það þröng staða fyrir írönsk stjórnvöld út af þessu einmitt, að það erfitt að treysta Bandaríkjunum. Það náttúrulega erfitt að breyta efnahag landsins náttúrulega bara upp á sitt einsdæmi í raun í einhverju svona alþjóða hagkerfi. Á móti kemur er að svona kannski er að pínu þversagnakennt, en einhverju leiti hefur það líka hjálpað að geta bara kennt Bandaríkjunum allt saman og þetta náttúrulega allt þeim að kenna, viðskiptaþvingunum að kenna, en skauta þá kannski yfir þá spillingu og svona klúður í innanlands efnahag sem þó gæti verið talsvert betri að klína þessu öllu á Bandaríkin og þeirra viðskiptaþvinganir. En að samahátt kannski erfitt að gagnrýna stjórnvöld sem eru að reyna að fara hann á svígbrautina og komast niður, en hún öll orðin grýtt og full af jarðsprengjum og það bara flókið mál að reka hagkerfi á móti viðskiptaþvingunum Bandaríkjanna, hvort sem það Íran eða Venezuela eða hvaða lönd sem eru, Kúba eða þau lönd sem lendi í þessu. Einmitt, þannig að það rosa erfitt að sjá einhvern veginn svona skýra leið út úr þessu sem friðsamleg og svona krefst ekki einhverja blóðsúthellinga eða svona stórkostlegra hernaðaraðgerða eða eitthvað svoleiðis. En fólki sem að mótmæla, er það að hugsa þessa stórveldapólitík eða það bara að hugsa að það ekki hægt að lifa hérna, maturinn hækkar bara frá viku til viku og þetta orðið óbærilegt og ég sé enga von að þessi stjórnvöld séu að fara að gera eitthvað. Þau eru alltaf að lofa einhverju bót og betrun og það kennandi Bandaríkjunum það og fleira. En það bara ekkert að gera Þannig að ég verð að borða. Já, það svolítið svona einmitt, það sem að þessi mótmæli snúast náttúrulega þetta efnahagsástand sem er orðið svoleiðis að fólk einmitt á ekki salt í grautinn einhvern veginn. Það ekki svona hægt að benda á einhverja tiltekna stjórnarandstöðu í Íran sem að sem geti eins og það væri sumstaðar hægt að benda á að mótmælin eru sprottin upp á valkosti sem á móti því sem Einmitt, og það náttúrulega stóra vandamálið fyrir svona íranska þjóð í raun þetta lífvænlega alternatív sem að ekki endilega til í svona íranskum stjórnmálum þar að segja ok, ef við tækjum stjórnvöld eins og þau eru og hendum þeim einhvern veginn út, hvað á að taka við? Þá stundum háværsandi hópurinn kannski sá sem að eiginlega handbendi Bandaríkjanna. Það ástundum við í þessum löndum. Já, og það það sem kannski ekkert mikil stuðnings sagan segir nefnilega því miður oft hjá Írönum, því að ég býst við að ástæðan fyrir að það klerkaveldið þarna og Íslams lýðveldi að það stærri hluti þjóðernishyggja frekar heldur en trúar ást eða hvað? Jú, ég býst við að það sé að vera búið til af því að þetta okkar. Algjörlega, og það var náttúrulega svona, þú veist, það að farið af stað með það svolítið, þú veist, það á móti Bandaríkjunum, það á móti þessari vestrænu bylgju sem var að svona svolítið að taka yfir allt saman að þú veist, og það náttúrulega eitt af slagorðum byltingarinnar 79, það ekki austur, ekki vestur, það Íran. Já. Og svona það svona þjóðaridentitet sem rosalega sterkt og hefur alltaf verið mjög lengi verið rosalega sterkt og ennþá náttúrulega mjög sterkt að Íranir sem elska landið sitt og vilja sjá það blómstra einhvern veginn, en það orðið rosalega svona snúið að sjá hver geti tekið við og einmitt þess að þú segir og það sem að manni finnst að fólk sé einmitt svolítið svona stressað yfir þegar þú veist, þegar að vera að ræða á hvað að taka við og að það erfitt að benda kannski á einhvern svona aðila sem að kemur þannig sem að væri svona. En Trump hefur svona eiginlega skipt sér að þessu með því að hóta íransku stjórnvöldum að ef þau ég held að hann hefði orðað þannig að skjóta á mótmælendur og þá munið að hafa afleiðingar og þá virkar það kannski innanlands að mótmælendur séu þar með í liði með Trump. Já, við getum svona sett þetta upp svolítið þannig að það sem að stjórnvöld hafa sagt og svona verið nokkuð skýr í sínum viðbröðum við þessu, ég meina það sem þeir eru búin að gera eitthvað svona, þú veist, seðlabankastjóri var settur af og settur nýr sem að þú veist, smávægilegt líklega í þessu tilviki. Út af verðbólgunni. Hann held ekki stjórn á verðbólgunni, Regumann fáum nýjan. Já, sem var samt fjármálaráðherra og var, þú veist, hætti í byrjun árs í fyrra, skilur hana, þú veist, þetta bara verið að setja öðrum penning, eða þú veist, taka úr einum vasanum að setja í hinn.
En sko það sem að þau hafa svona brugðist við, ég meina við erum komið með tiltölulega frjálsyndan forseta til dæmis og við erum náttúrulega að tala um stjórnkerfi sem frekar flókið, þar sem að forsetin bara einn maður og svo ertu með alls konar kerfi sem að fylgir honum ekkit endilega, þá innan klerkastjórnarinnar eða innan þingsin sem hefur verið síðustu þingkostningum rosalega íhaldsamt og umbóta hafa ekki fengið að bjóða sig fram og fólk hefur verið að nýta svolítið það svona að vera léleg kostningaþáttaka. En allavega það svona umbóta sinnaður forseti núna og hann hefur svona talað og línan svolítið svona, já við getum að sjálfsögðu efnahagsástandið slæmt. Þetta erfitt ástand sem að fólk gangi í gegnum, en það náttúrulega hræðilegt að geta ekki keypt mat og þú veist, hlutir sé að hækka 70% sem að vanur að kaupa út í búð, þú veist, bara mjólkin orðin bara 70% dýrari og eitthvað svona alveg galið dæmi sem að hann, þú veist, svona viðurkennir og fer alveg yfir. Og hann svona, þú veist, þeir eru búin að opna á eitthvað svona samtal við mótmælendur á nafninu til allavega. En svo það sem hann segir náttúrulega og það sem að línan og hefur náttúrulega alltaf verið að svo eru það þessir sem að nýta tækifæri þegar eru mótmælendur sem eru handbendi vondu vestrænu aflana sem að sem að skemma fyrir hinnum og við getum ekki stutt það eða átt í samtali við það sko. Sem alveg rökrétt stefna einhvern veginn og svona meikar alveg sens en hvar línan liggur og hvar hún hefur náttúrulega legið í gegnum tíðina náttúrulega svona eitthvað sem að írænsk stjórnvöld fá bara ákveða sér sjálf. Það að segja, ætlar að, þú veist, ef einhver mótmælandi segir eitthvað, ætlar að þá saka hann að vera handbendi Bandaríkjanna eða ætlar að taka á honum sem svona, þú veist, eitthvað sem þú ætlar að taka til greina. Og það hvernig gengur þeim að velja út úr mótmælendum þessar viðmælendur sínar? Ég held að það sé bara, ég hef enga trú að þessu, ætla ég bara að segja. En þá getur það virkað hinum megin frá að ef að þú ert valinn til þess að tala fyrir hönd mótmælenda við stjórnvöld að þá það augljóst að þú ert handbendi stjórnvalda og missir trúnað mótmælenda. Akkurat, og svona þetta er ánægt svona hringavill það sem að þú veist, þú sem mótmælandi getur alltaf verið annarkvort endaru í öðrum kampinum einhvern veginn, þú ert handbendi stjórnvalda eða þú ert handbendi vesturlanda. En við þekkjum þetta svolítið, þó það sé kannski ekki jafn alvarleg staða, til dæmis þegar gulvestungar voru á mótmæla í Frakklandi að þá var það sama í vandinn. Þetta var hreyfing sem var svo höfuðlaus eða það var svo erfitt að alls konar fólk að tala fyrir hönd hennar og þvert gegn hvort öðru að þegar stjórnvöld í Frakklandi voru að reyna að eiga samskipti þá var það sama gagnrýnin alltaf leið og ykkur fór að tala við og þá var hann ekki fulltrúi okkar. Já, ég meina þú veist það náttúrulega bara stjórnvöld lendi í vandræðum ef þeir eru ekki að stíga í takt við vilja almennings. Já, ég held líka sko, þú veist, fyrir utan þetta einhvern veginn, ok, ef þetta myndi virka ég ætla að skjóta inn einu. Íslensk stjórnvöldum, ég held að ekki eins og kvarla að þeim að tala við búsaldarbyltinguna. Nei. Einmitt. Nei, þú veist, já, það var eitt ef svona hlutir myndi virka og þetta samtal gæti átt sér stað, en ég held að sko, ef maður færi allavega svona þá tilfinningu og svona margt sem bendir til þess að írænsk stjórnvöld sem þá þetta klerkaveldi að þau geti ekki orðið við kröfum mótmælanda. Það að segja að þú veist að með því bara leið og þú gefur eitthvað eftir að þá viðurkennur að völdin séu raunlega hjá líðnum en ekki þér og þá verður þetta bara eins og spilaborg sem maður mun í raun sko, já. En þetta þannig hugsa allræðis völd í heiminum. Já, en algjörlega, en þú veist það sem að fólk náttúrulega að krefjast náttúrulega þú veist að þessi stjórn taki ábyrgð á sínum gjörðum einhvern veginn og leið að hún gerir það náttúrulega þá getur hún ekki staðið og það náttúrulega bara opinber stefna þessa hefur verið og þá ég að hugsa sko, þú veist þegar skiptu hann aðeista leiðtóan eða þegar Khomeini lést og næsti tók við að þá náttúrulega fara af stað svona hreinsanir í landinu þannig kringum 1980 þar sem að þú veist þar sem að hugmyndin náttúrulega bara að þú veist þú getur ekki bakka frá málstað íslamska lýðveldisins af því að þú sem einhver svona hluti af þessu stjórnkerfi orðinn samsekur í bara morðum sem fór af stað þá til dæmis að þá ekki hægt að bakka einhvern veginn, þannig að þetta verið bara stefnan og þetta bara stefnan hjá þannig að alveg stjórnvöldin hafa alveg rétt fyrir sér að leið við ætlum að fara að gefa eitthvað þá þetta hrunið en við erum samt bara komin á þann stað einhvern veginn
einhver leiti að svona bara af því að fólk getur ekki eins og keypt í matinn einhvern veginn og þessi svona þessi stjórnvöld virðast bara vera komin það mikið út í horn einhvern veginn að það er erfitt að sjá hvað eftir annað en að gefa eitthvað eftir Stundum herinn ekki alveg það sama á stjórnvöld hvernig það í Íran? Já, það náttúrulega þú veist, það náttúrulega nokkrar deildir innan hersins einhvern veginn og allt þetta svona flókna kerfi sem í gangi þar að sem að þú veist, það einhverjar herdeildir sem heyr undir þú veist, æðsta leiðtogan og eitthvað svona á meðan að þú veist, þú veist náttúrulega með almenna hers Klókt fyrir hann að hafa þannig Hvað segirðu? Klókt fyrir hann að hafa þannig þá getur herinn ekki tekið völdin Algjörlega og svo ertu með þessar svona sjálfboðaliða sveitir sem hafa verið á göttunum sem hafa verið eitthvað svona, þú veist, taki fyrir unga fátæka stráka oft til þess að svona taka þátt í fá byssu eitthvað, já, basically og svo ertu náttúrulega bara með, þú veist, það herskylda í landinu svona, ég held að þessi 2 ára herskylda fyrir alla kallmenn í krigum 20 að þá, þú veist, þá ertu með þann her og þú veist, þannig að þetta mjög svona, já, en þú veist náttúrulega með kannski, þú veist, herfóringjar og allt svoleiðis eru náttúrulega algjörlega með stjórnvöldum einhvern veginn, þannig að þú veist ég held að við værum ekki að sjá einhvers konar her að herinn væri að ræna völdum endilega, ég held að séum ekki með það í kortunum, sko, að hann sé í raun það rækilega mikill partur af þessari stjórn að maður sagði það ekki gerast fá þig til þess að hugsa að því að það virðist að sko, þetta kerfi gengur ekki lengur en það getur heldur ekki hægt Já það getur ekki batna Það virðist vera þannig og bara svona þú veist og við getum byggt það svolítið á því bara að horfa á þess að mótmæla sögu einhvern veginn sem að þú veist, ég meina fyrstu kannski svona stóru mótmælin eftir byltinguna voru kringum aldamótin 2000 það sem voru svona stúdentáhorðir það sem að vera að krefjast þess að það yrði svona frjálslyndara samfélag, bara svona útgáfuréttur rýmri og allt þetta og það bara niður harkalega næstu stóru mótmæli ekki fyrir 2009 það sem að græna hreyfingin fer af stað, þar sem að mótmælendur sökuðu stjórnvöldum að ræna kosningaúrslitum úr forsetakosningum, það sem að svona umbóta sinnaðir frambjóðendur þóttu ekki hafa fengið eins mikið og þeir átt að fá og það var svona rosa stór hreyfing og þetta eru 9 ára milli næst erum við svo að tala 2016-17 kemur svona næstu stóru hreyfingar en síðan þá þetta búið að vera svolítið ört og við erum að sjá þetta næstu því á ársfresti líka við það sem að þetta er að brjótast út í stórum mótmælum og miklum fyrir utan náttúrulega bara þú veist þess að stöðu Írana svona geopolítist séð sem að hefur breyst töluvert bara síðasta ári þar sem að þú veist kannski síðustu 2 árum mikið á síðasta ári náttúrulega þess að þú veist þeir voru með þessa svona öxulveldi uppreisnarinnar þar sem að þú veist Íran og Hezbollah og Hamas voru í einhvers konar svona triðarböndum og svona sem gjörsamlega alltaf fókið út gluggana því að Hamas náttúrulega alveg orðið rúið og Hezbollah líka og svo einhvern veginn búið að ráðast inn í landi líka og svona svo sem við höfum rætt að og við vitum ekkert almennilega hvað búið að taka út og hvernig svona hergagna dæmið gengur í Þú hefur ekki farið nýlega til Íran? Nei, ég hef ekki lagt í það nýlega Okkur, ertu hræddur að lenda í vandræðum? Nei, ég bara lítið börn og eitthvað skilur og bara hvað pæli því Ekki vinsælt á heimilinu að segja ég var skjótast til Íran Það er að skreppa okay. Ég meina ástandið hefur aldrei ekkert verið fínt það var bara stríðsástand Það er margir svona á Vesturlöndum sem eru í þínum bransa sem að hafa ekki farið þannig að það er orðið svona það er orðið skítuglerugun hjá okkur að skilja þetta því að ég ætlaði að spyrja þau sko, hvernig matið væri á stríðinu við Ísrael af því að þegar það stóði yfir og svona kannski dagana á eftir allt svo fljótt að gleymast í þessum það er svo mikið að gera því á heiminum að þetta bara gleymist einhvern veginn að maður hættir að fylgjast með
þá fannst mér vera svona sjónarmið að raunverulega hefði Íran komið vel út úr þessu vegna þess að það hefði komið í ljós að Ísrael gat ekki haldið stríðin áfram. Að það var byrjað alltaf fleiri og fleiri flaugar sem voru að sleppa í gegnum þennan Iron Dome sem átt að vera alveg venda Ísrael fullkomlega en var ekki og ég heyrði svona sjónarmið að raunverulega væri af því að Ísraelsmenn eru náttúrulega bara 10 milljónir og hvað alltaf sé svona 7,5-8 milljónir af gyðingum inn í Ísrael en Íranir eru sko fleiri 10 milljónar sko. Já. Það er ekki 90 milljónir eða eitthvað. Jú, heldur þess að hatt í það sko. Þannig að í langvarandi stríði að það er ekki gefið að sko Ísrael einhvern veginn bara valdi yfir Íran. Nei, algjörlega. Ég er bara vel að vera með hvernig matið sko innanlands að því að ég býst við að skipti máli hérna, þú talar alþjóðlega stöð og eitthvað fleira og við þekkjum það bara í alls konar löndum í Þýskaland og fleira, skipti máli svona fyrir stjórnvöld að hafa eitthvað svona status á alþjóða vettvangi. Ef hann er að veikjast og veikt mikið með stríðinu eða kannski hefur hann bara ekki gert það, ég veit það ekki. Sko, já, þetta er náttúrulega klálega veikst með því að þessi svona tradisjonal samverkamenn Írana séu einhvern veginn dottnir úr leik sko. Þannig að Íran hefur einangrast klárlega sko. Þú veist hvað stríðið varðar náttúrulega sko, ég meina, já þú getur það er alveg hægt að náttúrulega og við svo sem rættum að hérna líka held ég síðast þegar ég var hérna að það er náttúrulega að horfa á þannig að hérna að jú, þú veist, ég meina þeir gátu verið að taka út alls konar hluti í Ísrael og þú veist, þeir voru að skjóta hann einhverja mikilvæga innviði og eitthvað svoleiðis. Höfuðstöðu Mossad og flera. Einmitt, og hérna, en að meðan, þú veist, það var alltaf meira mannfall líka í Íran, einhvern veginn, og þannig að við tölum bara svona viðhorfið innanlands, náttúrulega, þá held ég að þú veist, það hefur verið svona, þetta var náttúrulega martröð fyrir Írani, held ég, algjörlega, að þetta sé búið að kalla yfir þau og það sé sko loftárásir einhvern veginn aftur frá hérna, frá Ísrael hérna í þessu skipti og hérna, og þú veist, menn voru líka að rifja upp þegar, þú veist, það voru loftárásir í Teheran hérna, bara við stríðin við Írak og eitthvað svoleiðis sem var bara agalegur tími og hræðilegt að rifja upp einhvern veginn, þannig að hérna, ég held að þetta hafi nú líka verið svolítið svona sjokkarandi að einhverju leyti, að þetta væri að gerast einhvern veginn, að það væri verið að ráðast inn í landið einhvern veginn en tilfinningin var einmitt þá oft svona, þú veist, að fólk svona, að það var kannski studdi ekki stjórnvöld út úr þessu en það svona, það kom alveg svona bersýnilega ljós einhvers konar föðurlandsást og svona þjóðerniskend sem er bara, þú veist, það á ekki að vera að sprengja landið mitt og svona fólki mitt og allt þetta sko. Og það er að gerast í Venezuela núna. Einmitt. Þannig að það verðist vera stærsta og svo bara Fyrir þennan tíma þá voru til dæmis samningar á milli Sáta og Írana sem að Kimir að koma á fyrir svona, var það ekki fyrir svona 2 árum eða eitthvað. Þannig að það voru svona ýmis merki að einhverja þýðu hana. Já, einhverja þýðu, en það spurning hvort að eftir að Ísrael og Bandaríkin herða tökin að þá verður draga aðri sér tilbaka. Eitthvað var að tala að Íran geti gert varnarsamning við Pakistan. Og þá var það vegna þess að Pakistan eiga sko kjarnavopn. Akkurat, það var einhver hugmynd þarna að fara í einhver svoleiðis. Veit ekki hvernig það myndi spilast samt í svona, það eru pottet illa tekið í það annars staðar og mögulega setja einhverja viðskiptaþvinganir á Pakistan sko, ef það væri sko málið. En við höfum ekki séð svona þreifingar heldur í raun sko. En hérna byttum við Sátar, já. Sko, ég held sko samt þessi svona tilfinning fyrir því þessi svona íranska stórveldi einhvern veginn og svona þessi svona stóri leikmaður þarna í Miðausturlöndum einhvern veginn sem að svona íransk stjórnvöld náttúrulega spilaði svolítið upp. Ég held að sú mynd sé svolítið löskuð eftir þessi átök. Eftir að þú veist, Bandaríkin fóru þarna inn og eftir að Ísrael voru að skjóta hana, ég held að þú veist, sú hugmynd miklu laskari og þá náttúrulega spilar inn í að þessir að Hamas og Hezbollah séu teknir úr leik til dæmis, að þá staðan allt í hennu bara ekki eins góð og jú, það kannski búið einhver þýða í þessum samskiptum við Sádi-Arabíu en samt hún kannski annars eðlis heldur en það sem var í gangi með Hamas og Hezbollah og svoleiðis sko. Og svo náttúrulega já. En þú sagðir að forsetinn væri frjálslyndur.
Maður þarf líklega ekki að vera eitt rosalega frjálsöldur til þess að fá þann stimpil í Íran. Nei, og kannski var það villist orð hjá mér því að ég ætlaði að segja umbóta sinnaður sko. Og það er eiginlega svolítið mikilvægt að við notum það orð frekar sko. Það er svolítið opið fyrir því að það sé hægt að breyta kerfinu einhvern veginn þannig að það sé þjóni almenningi betur. Já, ég meina, þetta er, í grófum dráttum sagt er svona íranskir stjórnmálamenn í svona þessum tveimur liðum að það eru umbótaöfl og harðlínumenn einhvern veginn, eins og náttúrulega skalinn allavega þarna á milli en þann er svona tiltölulega umbóta sinnaður, kom svolítið svona óvænt inn á sjónarsviða því að síðasti forseti sem var algjör harðlínumaður og mér list ekkert á blikuna þegar hann var kosinn, hann lést þarna í þyrluslýsi og þá kemur þessi inn á sjónarsviði svona alveg upp úr þurru þannig séð sko. Og sýnir það okkur vilja klekkana til þess að Já, þú veist þetta er það sem að svona íransk stjórnmálasaga hefur svolítið snúist að það kemur örlítil von með þú veist, maður sá það bara í kosningunum fyrir þessar kosningar að hún var alveg komin, kosningaþátttakan var alveg komin niður í botn og þú veist að það hefur verið svolítið tækt ekki inn að fá inn smá von með svona umbóta sinnum frambjóðanda sem ætlar að gera alls konar svo nær hann náttúrulega aldrei að gera neitt af því að það eru innbyggðir ventlar í kerfinu sem að stoppa allt sem að hvort sem við kallum það umbætur eða frjálslindi eða hvað sem er af því að auðvitað hafa einhverjar sem forsetum reynt að færa einhverja hluti í svona frjálslindis átt eins og til dæmis að rýmka útgáfu og allt svoleiðis sko. En þó að frjálslindi væri svona full gróft orð til að nota held ég í svona íranskum stjórnmálum í raun sko. En já, þannig að hann kemst þarna til valda og ennuna og svo er það nú annað að þú veist hann tekur ákveðnum hætti á þessum, þú veist hann er að tala um þetta samtal og allt svoleiðis en svo spyr maður sig náttúrulega hvað gerist ef að þessi mótmæli verða umfangsmeiri, ef þau verða stærri og ef þau fara að ógna íslamska lýðveldinu, hvað gerist þá? Er þá ekki önnur öfl sem að fara hana og rísa upp til þess að taka á mótmælunum og líklega þá ekki jafn mikill sáttatótt þar heldur líklega bara ofbeldi þú veist, að því sögðu er ég alveg búin að sjá þessi myndbönd af þessum óeirðalögreglum að skjóta á mótmælendur og við erum að heyra sögur af einhverjum fjölda sem eru látnir eftir þetta og líka að sjá myndskeið af svona einhvers konar lögreglustyrk sem er að fara inn á sjúkrahús og að sækja fórnarlömb sín sko, þú veist, hvort sem þau eru látin eða særðir sko. Þannig að það er ekki eins og þetta sé það er ekki verið að taka mjúkum höndum í raun sko. En svo er náttúrulega eins og þú segir, það er alls konar rugl í þessu líka sem að maður er að sjá, veist, maður er líka að sjá sem að vera að kalla á Pahlaví konungsveldið aftur sko, sem að hefur orðið svolítið svona fyrirferða mikið í svona vestrænum fjölmiðlum að mestu kosti eða svona á þessum svona kannski diasporu síðum sko. Já, er það ekki flotta fólki í Bandaríkjunum? Já, þau eiga það til að svona amplifera þessa rödd svolítið sko en ég var Þú er ekki trúið þessi raunverulegt ákall og það inn í Það held ég ekki, nei, ég held að sé ekki og hann náttúrulega fór krónprinsinn fyrrum fór náttúrulega í opinbera heimsókn til Ísrael að tjekka á Netanyahu rétt áður þar fór allt í bálabrand sko, þannig að ég held að hann geti aldrei komið hann inn með neitt annað en eitthvað, þú veist, og býr náttúrulega í Bandaríkjunum sko, er svolítið amerikaniseraður sko. Og já, en svo sá ég líka bara BBC fact-checkið fara yfir það sem að Ísraels ráðuneyti til dæmis sem var fann að posta einhverjum myndum sem að voru búið að eiga við af gervigreindinni sko. Þannig að við sjáum, þú veist, þessi hringavillisa er endalaus. Þetta er áróðustríð í gangi. Þetta er áróðustríð í gangi líka og það er alveg rétt hjá íranskum stjórnvöldum upp á einhverju marki að Bandaríkjamenn eru vissulega að blanda sér eitthvað í þetta, Ísraelar eru vissulega að blanda sér eitthvað í þetta en við megum ekki gleyma því að þú veist, mín lína er allt annars staðar en íranskar stjórnvalda allavega hvar á að hlusta á fólkið sko. Það er þetta að sjá sko hvað getur komið út úr, við þekkjum svona mótmæli sem að við viljum ekki stjórnvöld
og svo kannski fallaði náttúrulega kannski íranska byltingin kannski síðasta dæmi það að það var ekki Khomeini sem að feldi keisarann. Nei, hann fjall af allskins hópar sem að mynduðu samstöðum það að losa sig við keisarann. Og svo þegar hann fór að þá verður svona, kemur ljósa það engin sammála hvað að taka við. En þá endum við líka með sko í raun svipaða stöðu og við erum að tala hérna núna er að hvað svona lífvænlega alternatífið við stjórnvöldum og þar var það til dæmis bara, þú veist, eini hópur sem gæti skipulagt sig þar að því að þú veist að bara stjórnarnandsa var bönnuð hjá íranska keisaranum líka og þú veist kommunistaflokkurinn var bara þú veist, hann var bara hreinsað út og fólk flúði það fólk bara drepið og eða sendi eitthvað annað eða flúði og þá var eiginlega þú veist, það sem gæti skipulagt sig voru klerkarnir einhvern veginn, það var svona eina hvað að segja, svona aflið einhvern veginn sem að gæti tekið við einhverju og virkaði sem afl einhvern veginn. Á móti kannski svona kaos sem að koma á eftir að keisarinn fer, að það var svona alls konar umræður hvar eigum við að byrja og hver er núllpunkturinn og hvernig eigum við að vera og svo einhverju tíma kannski eins og að fólki verði bara þreytt á því og segir hvað með þennan Khomeini, hann segir alltaf þetta sama, hann er staðfastur. Það var einhvern veginn, eða ekki, svona, hann hélt bara sinni línu. Já, og var svona með ákveðið svona kringum sig líka. Ef þú tekið strax eftir byltinguna og mælt fylgi við hann, þá var það ekkert. Já, hann er líka... Þú veist, eins og var í kannski 2 árum seinna. Akkurat, já, hann var líka náttúrulega, þú veist, hann var búin að vinna þessa vinnu sem að þú veist, var svona hlaðvarp sinna tíma, hann var með þessar kassettur sem hann dreifði, þú veist, hans rödd og það sem hann var að tala var komin í rosa mikla dreifingu bara á kassettum út allt Íran einhvern veginn, þannig að fólk þekkti hann var svona mjög þekkt svona andspyrnu tákn í raun og þess vegna sem hann kannski nær og við sjáum það ekki endilega núna og þú veist það sem að flækir þetta náttúrulega oft líka er að þú veist þau eru kannski komin í útlegð eða þú veist þessi sem hafa reynda og eru kannski orðin lituð af einhverju svona amerísku eða ísraelsku dæmi og það vantraust gagnvart þeim líka og það er líka vantraust í þessum íransku samfélögum sem að búa erlendis einhvern veginn, þannig að þetta er rosalega flókið mál að sjá hvernig á að einhvern veginn vinda ofan af þessu og líka því að tíminn sem er liðin er svo langur náttúrulega, við erum að tala 1979, þetta er töluvert mörg ár þannig að þú veist, fólk sem hefur ekki farið tilbaka einhvern veginn í þessi hvað er það mörg ár? 40 ára eitthvað? Meira það. Já. Þetta er 46. Hvað ára er núna maður? 47 ára. 47 á þessu ári. Þetta er 47 ár. Þetta er 50 ára bara. Þetta er rosalega langur tími til að vera ekki í landinu sínu. Þetta er jafnlangt og þegar Ronald Reagan og Margaret Thatcher komist til valda. Það er sama. Já, einmitt. Akkurat. Ég meina þau eru nýfrjálsíkjan er fallin en klerkaveldið hangir. Akkurat. Já. Já, bara þú veist, þannig að þú veist, en það er samt ennþá fólk sem að bera náttúrulega hag Írans fyrir brjósti og telur sig og náttúrulega á hlut í þessu samfélagi og hlut í þessu landi þó það ekki búið að vera hann hátt í 50 ár og það flækir náttúrulega stöðuna tölvert og menn sjá náttúrulega hlutina öðruvísi þá eins og við erum að tala þú veist, maður hefur ekki getað að fara þarna núna og þú veist, fyrir utan reyndar líka fyrst þú veist að nefna það að þeir eru náttúrulega nýbúin að breyta því að þú getur ekki farið þarna eins og ég gæti einu sinni þess að ég gæti bara fengið vísa á flugvöllinum og gert svo það sem ég sýndist í raun sko, núna þeir konum með þetta svona, þú þarfst að vera með leiðsögumann frá stjórnvöldum sko, sem er nýtt frá því fyrra held ég þannig að svona aðstæðnar eru búin að breytast tölvert mikið sko og svo veit maður að svona þeir sem hafa verið að rannsaka eitthvað Íran og pæli Íran og tala Íran einhverstaðar að það er ekki endilega svona í boði fyrir þá að fara þangað sko. Og þetta svæði er að lokast, ég meina Sýrland er eiginlega erfitt að vera Sýrlandssérfræðingur. Akkurat, það er náttúrulega málið sko, þetta er allt í orðið svona, maður er einhverjum svæða rannsóknum á svæði sem er erfitt að nálgast sko. Þannig það er eiginlega ómögulegt að spá fyrir hvert þetta getur þróast og það er kannski áviðum eins og segjum að myndi rísa upp andstaða við Pútín í Rússlandi að það er
náttúrulega líklegast að verði bara ríkukallanir en þeirra eru líklega ekki það valdamiklir í Íran eins og í Rússlandi. Það er engin verkalýðshreyfing, það er engin stjórnmálaflokkar sem að nöfnum tjáður að nefna, það er engin svona almannasamtök sem að þú veist, svo múslimska bræðralagið í Egyptalandi, eitthvað sem að sinnir einhverju svona félagslegri þjónustu, hefur búið til eitthvað traust út á það. Það er ekki að benda á neitt svona félagslegt afl í Íran sem að nýtur svona almenn stuðnings og gæti haft afl til þess að verða mótvægi við klakkastofnuna. Þú veist, nei, ég meina það sem að íslamska lýðveldinu tekist rosalega vel er að taka utan alla þessa hluti og við erum náttúrulega að tala eitthvað afl sem fæðist í byltingu og svona var rosalega meðvitað það, náttúrulega að þú veist, þess að nefnir þess að ríku kalla til dæmis, byrjum við saman við Rússland, þeir eru náttúrulega bara mjög stór partur af íranska stjórnkerfinu eins og það er þannig að náttúrulega sátt þá myndi aldrei vera og þú veist, spillingin ríkir náttúrulega þar líka og og ef við færum í byltingu þá var mjög ólíklegt að þeir myndi komast að og oft eru þessi svona skrýtnu opinberu samt enga hlutafélög einhvern veginn að þau sinna til dæmis, þú veist, við erum eitt mjög stórt sem að sinnir svona píslavottum þar að segja fjölskyldum þeirra sem létust til dæmis í Íraksstríðinu Íran-Íraksstríðinu eða þá bara þeim sem að, þú veist, slösuðust þar eða eitthvað svo leys að þeir hafa, þú veist þeir sem að þetta eru svona hlutir sem að hafa styrkt íslamska lýðveldi í raun í sessi þannig að ég segi þú veist, þetta er bara rauði þráður í íslamska lýðveldinu en þannig að ekki þar einhvern veginn og svo eru náttúrulega stjórnarandstaða hefur ekki verið til, ég meina umbóta öflin innan stjórnkerfisins hafa yfirleitt verið klerkar þeir hafa yfirleitt verið kerfiskallaðir einhverju leiti sem eru bara umbóta sinnaðri heldur en hinnir og einhverjum tímapunkti hefði það verið eitthvað sem við hefðum getað séð gerast einhvern veginn þar að segja bara 2000 eitthvað, ef það var svona hægt og rólega Klerkarnir hefur valið sinn Gorbachev Já, ég meina það er bara hann er til og hann heitir Khatami sem að var kosinn hann að 98 ef maður rétt og hann var bara, þú veist Gorbachev einhverju leiti og leit til hans og ætlaði að vera með sitt þetta glasnost og allt þetta dæmi eða svona, það er að rekja svona svipaðar pælingar hann komst eins og var ekkert áfram með það voru bara aðri hlutir innan kerfisins sem að stoppuð hann af þar og það er þar sem að, þú veist, þessar stúdentaóri sem ég var að tala með áðan, það sem að, þú veist, það er hann að 2000, það sem að stúdentar treystu sér, þetta er fyrsta skipti sem að þú veist að fólk treysti sér á göturnar til þess að mótmæla og það bjóst við því að forsetinn myndi í raun standa með þeim og að það myndi hlusta á það og þú veist að það myndi að því að þú veist bara hans svona menningaráðuneyti var búið að vera með duglegt að gefa út alls konar leyfi fyrir útgáfblöðum og alls konar svo leiðis og svo í raun, já, er nú til svo sem einhver gögnum það að maður mögulega, þú veist, hafi hann gerir það ekki en það er til gögnum það að, þú veist, að mögulegt valdarán hafi verið þá, þú veist, hann hafi verið hótað í raun með valdaráni af þá þessum svona hernaðararmi aðst klerksins, aðst að leiðtóhans og svo leiðist, þannig að hann gat það ekki og það er það sem gerist sko. En ef við hefðum séð hann farið gegn þetta, hefðum séð stúdentana halda áfram að tristunum og þegar þú veist þetta er fórsetið sem að kosin óvænt einmitt, það bara, þú veist, hann rústaði þessum kosningum og það voru svo margir sem að kusu, ég man ekki með minnir að prósentana að vera bara hátt upp í 90% kosningaþáttaka sko. Þannig að við erum að sjá, þú veist, einhvern tímapunkti trúði fólki að það væri hægt að breyta þessu kerfi en svona núna við skoðum bara þessar tölur sem að fara hríðlækkandi í kosningaþáttöku til dæmis að það voru flestir búin að missa trúna á því að þetta sé hægt þú veist, ok, svo kemur hann þessi samt nýja fórseti sem að, þú veist, breytir aðeins eða þú veist, þetta er náttúrulega svona eitthvað þetta vaggar aðeins þessi dýnamík einhvern veginn en það er erfitt að sjá það að þetta íslamska lýðveldi eigi eitthvað svona afturkvæmt sem einhvers konar lýðræðisapparat og svo erum við náttúrulega ekki búin að snerta á það í því að núverandi æðsti leiðtogi er náttúrulega að fara hann er ansi gamall hann er nálgast nýrætt ef maður rétt og hefur verið
bara tæpur til heilsunar, náttúrulega lengi og berist við eitthvað krabbameiningin tíðina og svona en hún sést líka eitthvað svona lítið af honum eftir stríð við Ísrael sko, eða innrásirnar, eða loftárásirnar þar og þú veist við vitum að hann er ekki eilífur, þannig að það er svona spurning, ég meina þá erum við kannski að horfa á einhver svona það sem er svo tilviljunarkennt í þessum málum, hvenær fer hann, hvar eru íransk stjórnvöld, eða íranskt samfélag statt þegar hann fer, hvað er að fara að gerast, hver er að fara að taka við? Það getur verið að klerkarnir velja eitthvað sem er ólíkur honum, eins og kardinálunir velja með páfa. Já, en ég held það er aldrei hægt að það er einhvern tekið að spá fyrir réttum páfakjör. Nei, einmitt, já, þú veist, ég meina sá sem er svona, ég veit nú ekki hvort að veðbankar eru með þetta dæmi, en sá sem er svona, væri efstur, það er sko sonur hans. Hann er oftast nefndur sem svona arftaki og það er náttúrulega bara verðt að taka það fram að þessi hugmynd íslamska lýðveldi er löngu búin að sanna sig hún sé það ekki, þar að segja þessi hugmynd þennan réttláta. Þetta er svona steinninn í þá kistu, eða naglinn í þá kistu. Já, ég meina að þú veist, þá erum við bara komið, er þetta ekki bara konungsveldi ef að sonurinn er fann að taka við? Og þú veist, ég ætla bara verðt að nefna það, þú veist, ég meina þegar þessur komið á þessari stöðu æðsta leiðtoga, þá á hann að vera af ákveðinni stöðu, svona klerkalegri stöðu. Nú var þetta æðsta leiðtogi var það ekki, en hann var hins vegar svona kerfiskall sem var ekki að fara að ógna kerfinu og þess vegna er hann valinn. Þannig að þá strax er þessi hugmyndum þetta íslamska að þú veist að hann var ekki nóg. Það æðsti kenni maðurinn þetta stýra okkur. Í raun sko. Það er ekki. En hann var ekki, þú veist hann fær þess að nafnbót setna þegar þessi all kipti liðin en það voru mikið af þessum æðstu kennumennum voru ekkert sáttir við þetta, voru ósammála þessu stjórnkerfi sko. Og svo náttúrulega lýðveldin sem við erum búin að fara yfir er þetta náttúrulega ekki af því að það fær enginn að bjóða sig fram nema hann sé samþyktur. En kannski verður mesta ákvarðanir framtíð Íran teknar í Jerúsalem eða Washington og Netanyahu, ég er bara að missa tölun á því hvað hann er búin að fara oft til Washington. Ég held að hann hafi verið þannig núna áramótum þessa. Já, einmitt. Ég held að hann hafi farið 6 sinnum og síðan árið eitthvað. Og hann er alltaf með eitt aðalerindi. Sem er að vilja ekki koma með okkur og ráðast á Íran. Já, nú er hann að fara að tala líka eitthvað svona, þú veist, hann er komið nýtt svona buzzword, sko, sem að, þú veist, hann hættur að tala kjarnorku prógrami, nú var hann að fara að tala eitthvað svona eldflögar, langdregnar eldflögar, sem eru fyrir þannig ógnunum, sko, hann að, þú veist, við erum bara komnir í næsta dæmi, einhvern veginn, hann að, það er svona margt sem bendir til þess að þetta sé svona hít sem að heldur bara áfram að svona einhvern veginn hans markmið, hann horfir þannig á það og markir í hans ríkisstjórn að það verði aldrei öryggi í Ísrael nema við fellum klerkastjórnina og komum þarna stjórnvöldum sem eru vilhöll okkar. Trump leggur tölvöld á sig að verða vilhallur stjórnvöldum í Sýrlandi þótt að maður kannski fyrirfram hefði ekki veðið á það því að það er bara hefði verið maður svona flokkaður sem íslensku terroristi bara í fyrragerð. Já, ég meina, þú veist, svo er það nú annað sem að, þú veist, það skiptir engu máli að þú veist, þeir geta að tala einræðið sem að er og þú veist, Trump er núna einmitt að máls upp sem einhvers konar málsvari mótmælanda í Íran, en það er náttúrulega ekki þess vegna sem hann er á móti í Íran. Íran er náttúrulega eina landið. Það gerir það heldur ekki Venezuela, þar semur hann við sko stjórnvöldröfulega, bæði líklega að fá Maduro en hann er að semja við valdakerfi Maduro olíuviðskipti. Hann er ekkert það skiptir engu máli. Hann er ekkert að opna farvegin fyrir stjórnarandstöðuna sem að var þarna. Nei, ég meina í tilfelli Íran snýst þetta náttúrulega að Íran er náttúrulega eina mótvægið eða andspyrnu aflið í raun við bandaríska ofurstjórna á þessu svæði til dæmis og það er þess vegna sem að menn vilja losna við stjórnvöld þar sko, frekar en eitthvað annað sko. Og því að menn er ekkert að, þú veist, það skiptir engu máli hver það er sem er við stjórnvöld svo framalega sem að menn fá það sem þeir vilja, eins og við sjáum í Sýrlandi og við sjáum bara allstaðar annar staðar, ég meina, það eru líka einræði í Sádi-Arabíu og allstaðar hann á svæðinu sko. Og mögulega í Venezuela ef maður á að trúa ykkur sem að gefa frá ríkisstjórn Bandaríkjanna Marco Rubio, hann talar eins og hans í samningaviðræðum við varaforsetann olíuviðskipti. Þetta snýst ekki það að koma á lýðræði, þetta snýst bara að koma olíunni en Ísrael horfir líklega öðruvís á það. Þeir líta á það að Íran verði að vera veikt
Alveg eins og þau telja líklega að Sýrland verða að vera veikt, þeir eru svona styðja svona einhvern ágreining þar inni, þannig að þeir hafa svona hagsmuna á því öll þessi lönd séu helst veik. Já, náttúrulega, já. Ég meina Bandaríkin kannski horfa meira á, ég veit ekki, olíuna eða. Þannig að þeir getu ef að næsti æðsti klerkur væri til í að semja við og þá verðum við kannski til í það. Já, við fengjum helminginn af arði auðlundana. En þá væri nú íslenska lýðveldi gjörsamlega orðið svona hugmyndafræðilega gjaldfróta sko, ef að menn verður færðin að semja við Bandaríkin sko, því að ef það er nú eitt sem að má ekki. Sem að þeir standa fyrir sko, þá er það eitthvað hattur á Bandaríkunum sko. Já, en það verða líklega einhver átök og erfileikar inn í Íran áður en að það kemur eitthvað góðu tími, eða ekki? Jú, eða þú ert ekki bjartsýnn og... Mér langar að vera bjartsýnn en það er svolítið erfitt sko. Og þú veist, sér maður þessi mótmæli fara eitthvað, ég menna kannski kemur man eitthvað óvart í þessu og stjórnvöld sjá sæng sína uppbreyta því leiti að þau þurfa að gefa eitthvað eftir og text það kannski bara þó að mér finnist það einhvern veginn líta ólíklega út svona hérna frá séð. Kannski, ég meina, þú veist, þetta eru mikilvægur hópar sem eru farnir að mótmæla þegar, þú veist, þessir kaupmanna stjætt er einhvern veginn komin þarna sem að hefur... Það er ekki gott að fá smáborgarinn á móti þér? Nei, ég meina, þetta er almennt svona íhaldsum stjætt einhvern veginn og þú veist, og líka þurft farin að missa svona læristæðuna líka að þú veist, sem hefur líka alveg verið stuðningur við íslamska lýðveldi þar, sko, að þegar, en þú veist, þegar menn eigi ekki í pottin, sko, þá náttúrulega er rosalega erfitt að geta vera að styðja stjórnvöldin, sko. Þannig að, já, maður... Já, en lausnin er svo að ná einhverju samkomulagi við Bandaríkin til þess að aflétta eitthvað af viðskiptaþingunum eða Evrópu. Líklega, já. Til þess að lífskjör geti skánað í landinu. Já, það er líklega lausnin, sko. Já. Þannig að þetta eru lausnin á það sem að hljómar kannski sem svona algjört innanríkismál sem er bara þetta er allt efnahegin stjúpid eins og var sagt í Bandaríkjunum. Þetta er raunverulega alþjóðapólitík. Nei, þú veist að því ég held samt sko að það sem að hundurinn liggur náttúrulega grafin er að þú veist það er ekkert endilega að semja við Bandaríkin. Þetta liggur náttúrulega svolítið þar sko. Frekar en eitthvað svona, því að þú veist, Írans stjórnvöld hafa sýnt vilja til þess að semja við Bandaríkin frá því umbóta sinnar komu að borðinu þú veist, allan að síðan aldamótin, sko, og þú veist, það hafa verið öflana sem hafa reyndið þetta, hafa komist að einhverju niðurstöðu sem að Bandaríkin hafa svo svikið. Þannig að staðan er orðin miklu, eða þú veist, myndirðu treysta þér að semja við Bandaríkin, einhvern veginn, er náttúrulega spurningin núna, sko. Það verið spurt Kissinger, hann hefði sagt nei. Hann segir að þessi slæmt að vera óvinnu Bandaríkina, það segir dauð alvarlegt að vera vinur. Já, við sjáum það kannski emitt núna. Herðu, Kjartan, takk fyrir að koma hingað að tala Íran. Ég veit ekki, kannski ættum við að segja það að vonandi kemur aldrei aftur að tala Íran því að það er ekki, og það er þú að segja, ég vil vera bjartsýnn, en það að vera bjartsýnn á háskalegum tímum, það er eiginlega að vera að selja sér eitthvað sem ekki er, sko. Það er ekki holl bjartsýni. Nei, en þú veist, ég ætla heldur ekki að loka augunum fyrir það, kannski er einhver lausn úti sem að, þú veist, ég sé bara ekki alveg. Hún kveiknar og það er oft í svona óreiðu ástandi. Það er það sem getur gerst. Þá getur ekki séð fyrir sér lausnina. Og það er það sem ég svolítið að fara inn á með þegar aðeins til leiðtoginn fer til dæmis, er það einhver svona tímapunkti sem að veltir einhver ákveðnu hlass, svo veit maður aldrei hvað gerist. Þú veist, við fengum hana síðast 2022 þessi mótmæli sem voru huge út af því að það er hana ein kona sem verður fyrir barðinu á siðgæðislögreglunni og allt bara springur. Þannig við vitum alveg í þessum fræðum náttúrulega að þetta er rosalega svona að breytist það svo mikið dag frá degi einhvern veginn og ég veit ekki, kannski gerist bara eitthvað núna meðan vorum að spjalla saman og ég opna síman og hugsa bara ups, þetta er allt orðið öðruvísi heldur en það var þegar við byrjuðum, sko, þannig að það getur náttúrulega gerst en svona, þegar maður horfir á stöðuna að þá virðist hún vera ansi þröng. Kannski finnum við eitthvað tíma til henni til að tala eitthvað fallegt og jákvætt Íran og þetta er náttúrulega stórkostlega land. Já, algjörlega. Stórkostlega menning. Og nóg að taka, sko. Frábæra bíómyndir. Já, það er verið ansið duglegir þar, sko. Og svona verið að... Það er annars einn sem er núna hún er reynda fransk, hann gerða íransku fólki sem er í Bíóparadís held ég núna. Eitt lítið slís, eða ég man ekki hvað, hún heitir það líklega á arabísku. Ég man ekki hvað, hún er með eitthvað ennst heiti hérna. Já, einmitt.
It Was an Accident dansku, já. Hefur þú séð hana? Já, ég fór á hana daginn og mér fannst hún góð sko. Hún víst tekin í Íran sko. Og hann var að vinna svolítið með þetta hann leikstjórinn að taka hana svona upp á leini sko. Þetta er allt svona tekin bara og göttum úti eiginlega. Já, mér fannst hún góð sko því að hún svona hún fellar einmitt svona uppgjör við stjórnkerfið í raun sko og bara áhvert og ótta fólksins við eitthvað svona ægivald stjórnvalda þar sem þau eru að reyna einhvern veginn að Já, en líka sko, þú veist talandum að vera bjartsýnn einhvern veginn ég myndi segja sko, hún bjartsýn að einhverju liti og það svona einhver ákveðin mennska sem að við sjáum í þessari kvikmynd sem að svona við förum út með einhvern veginn hvort sem við trúum á hana eða ekki einhvern veginn en ég myndi segja að það þess virði líka að sjá hana upp á það að gera sko. eins og í flestum af þessum íransku myndum og þetta séu sko þung undiralda í þeim þá það ótrúlega humanískar og mannlegar og hjartastyrkjandi sko. Það náttúrulega málið sko og það þessi bara sem ég myndi segja þessi lífsgleði sem að oft þarna þrátt fyrir þingslinn sko sem að mjög töfrandi hluti af þessari menningu sko. Sem ástæðan fyrir að þú heillast þar í Þú heillast þar þessu en ekki að klakkast undir í Algjörlega sko, það náttúrulega svolítið málið sko en svo náttúrulega fólk í þessum aðstæðum einhvern veginn og þetta náttúrulega hluta þess og þetta það sem að litar allt saman og það samt gott að sjá mennskuna skína hann í gegn líka sko. Það hvetur fólk til þess að sjá þessa mynd. Ekki spurning. Það líka mjög holdt fyrir okkur að sjá einhverja menningarafurði frá þessum löndum sem við erum að sjá í fréttum. Því að það mörguleiti okkur verið að halda að okkur svo einföldum myndum og stundum verið að afmennska fólk og að þröng okkur í því til þess að horfa á fólk með eins og það sé ekki eins og við. Það er mjög mikilvægt að eftir að ráðleggja fólkið í hvert skipti sem verið að fjalla eitthvað. Það skella sér að horfa núna á íranska mynd og mynd frá Venezuela og kannski kínverska. Já, og þú veist, það var einmitt þessi mynd svolítið góð sem við erum að tala minna því að It Was an Accident, sem hún heitir önsku. Að því að hún reglir þetta náttúrulega algjörlega. Það sem að fólk sem svikið af klerkastjörnunni í raun og hvernig það tekst á við það á mennskan hátt, sko. Gera það, hvernig fólk til þess að fara í bíó en Kjartan, kæra þakkir. Takk. Við erum að fara með okkur til Íran en ég held að við ætlum að fara til Kína næst kannski sjótum við einn smá auglýsingum og fyrir svo til Kína. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, við ætlum að bregða okkur aðeins til Kína. Það var hérna í gær voru við með umræðu hitt og þetta og Þorleifur Örn Arnarsson leikstjóri var meðal annars í umræðinni og hann var nýkominn frá Kína og sagði að þetta veri ógeðslegt samfélag og lýsti því í mörgum orðum og mér langaði að heyra frá einhverju sem að ég hefði kannski búið þar eða dvalið lengur og hingaði komin Brynhildur Magnúsdóttir sem jarðfræðingur. Þú hefur farið til Kína? Ég fór til Kína, ég bjóð þar í heilt ár. Já. Við nám. Já. Kannski áður við förum til Kína, má ég spyrja af hverju fórstu til Kína? Það ætlaðist mér þannig að við ætlaðum son frá Kína árið 2010 og ég framhaldi að því að þá þegar við fórum að sækja hann þá fannst mér hrikalega óþægilegt að maður gæti ekki sagt orð á veitingastöðum, maður gæti ekki pantað til vatni eða neitt og náttúrulega allt öðruvísleitur maður vanur þannig að svo þegar við komin hingað heim og þá slísast ég inn í endurmenntun á Háskóla Íslands í kínversku námskeið. Já. Og það gekk alveg þokkalega þannig að ég ákvaði að innrita mig í nám í kínverskum fræðum haustið og það tungumáli tekið föstum tökum og saga Kína og allt þetta umrót sem einkennir samfélagið í Kína og einhvern veginn þá slísast ég enda í skiptinámi í Kína í heilt ár áður en ég var 50, það var eiginlega markmiðið. Ég kom heim árið sem ég var 50 þannig að þetta var eitthvað sem var ekkert á plönunum hjá mér en þetta eitthvað því sem gerist í lífinu maður endar eitthvað staðar þar sem alltaf ekkert enda. En sonuðin sem ættleitir, var hann það gamall að hann var byrjað að tala kínversku? Hann var fulltalandi á kínversku, mandarín, já. En ég náttúrulega skildi ekki orðað sem hann sagði þá.
En hefur hann viðhaldið sinni í kínversku? Nei, en það mjög grunnt á þess, hann fljótur að fatta hvað fólk að tala en hann var náttúrulega orðin alltalandi þá og hann fyrsta máltakan fór fram á kínversku. Það hans móðurmál eins og verið sagt. En hann var mjög fljótur að ná íslenskunni og hann var að tala íslensku skiljanlega eftir 3 mánuði. Þannig að þú verðst ekki að þessu til þess að geta talað við hann? Nei, ekki. En þú veitur að hafa eitthvað tengsl við hans uppruna? Ekki þannig að sé þig. Ég bara fekk áhuga að læra kínversku og endaði hérna í þessu skiptinámi fyrir eitthvað slistni og hafði gaman af. Þetta hef ég reynda viðhaldið hjá henni kennanum eitt og eitt orð og svoleiðis, þannig að viðhaldið einhverju. Það gengur svona með þessa unglinga. Hvar í Kína varstu? Ég var í skiptinum við Ningbo háskóla sem rétt fyrir síðan að Shanghai. Hinni megin við flóan þarna. Á svona miklu vaxtarsvæði og umbreytingarsvæði. Miklu vaxtarsvæði og þetta tiltölulega nýtt borgarhverfi þannig séð og Ningbo sé einn af elstu borgunum í Kína. Þá alls konar útkverfi þarna sem Ningbo háskóla var í. En ekkert svo nýtt þannig séð, en samt þannig að það er gott samfélag af almenningi sem býr þarna og starfar. En hvernig, ég kynnti þetta sem daglegt líf í Kína. Já. Hvernig getur þú lýst því fyrir mér? Já, ég náttúrulega þegar ég ákvaði að fara þarna út fyrir slysni þá ákvaði að búa ekki á kampusnum með krökkunum. Heldur ákvaði að leiða mér íbúið til bæ einmitt þess að komast í kynningu við almenning og daglegt líf. Með krökkunum varst þú svona langelst nefndana? Já, ég var langelst nefndana. Þetta var allt sem að krakkar nýkonu upp úr menntaskóla, nýbyrjir háskólanámi. En ég var tölveitt eldri heldur en margir. Og ég var elsta sem fór þarna í skiptinám. Þannig að þú leiði þér íbúð bara út í bæ? Leiði mér íbúð út í bæ. Ég bjó fyrst heima af vinkonu minni sem býr þarna rétt hjá háskólanum og svo fann ég mér íbúð sem leiði út í bæ. Og náttúrulega ég hafði allt annað sjónarhorn á daglegt líf heldur en krakkarnar. Ég er náttúrulega búin að reka heimili hérna í Íslandi í 30 ár. Alveg 2 syni þannig ég horfði á hlutinu tölvöld öðruvís heldur en þau. Og tók kannski eftir hlutin sem þau tók ekki eftir. Svo náttúrulega var lítið inn í verðarnum bjórnum og börnum og svoleiðis á móti. En á móti kynnti sig svona daglegu lífi öðruvísi. En hvernig daglegt líf í Kína öðruvísi en daglegt líf í Fossvognum? Fyrir það fyrsta þá kínverjar allt öðruvísi heldur Íslendingar, samfélagsgerðin allt öðruvísi. En auðvitað þetta bara fólk eins og við og það allir það vakna á mótnan að gefa fór sér morgumat, alveg börni sem kom börnunum í skólan, mæti vinnu eða skóla og svo kom maður heim og elda kvöldmat og horfa sjónvarpið eða fór út að leika sér á kvöldin. Þetta hljómar bara eins og bara árbærin? Já, þetta fólk alls þar eins og það að gera sömu hlutina með kannski öðruvísi aðferðum. En það mikið til þess líf á kvöldin þarna, eftir í staðan fyrir að húka heim í sjónvarpinu þá fara allir út og gera eitthvað, út að kjafta saman eða dorga eða... Það betra loftslag þar. Betra loftslag þar, þarna eru danshópar, það kalla dansandi ömmurnar og þarna eru synkronisaðar æfingar þar sem fólk að dansa eftir einhverjum poplögum með vel æfðum æfingu, það er margir hópar, mismöldu götuhópum. En það er öðruvísi líf, en það liggja margir við sjónvarpinu, það liggja margir á netinu, en það er líka mikið að fólk sé bara að fara út á kvöldin og bara leika sér. Hvernig hefur fólk það? Eftir þessi ég sá það hafði fólk bara alveg ágætt. Það er nóg að mat til í búðunum, hérna í hverfinu sem ég var 3 stórir matvörumarkaðir, einn var svolítið vestrætt Tesco, en svo voru 2 aðrir sem voru miklu meira kínverskir, það er alltaf öðruvísi matarófla heldur en verið vön. Eitthvað líkanspartar, eitthvað dýnu sem við myndum aldrei þetta ykkur huga kaupa okkur. Svo margt fólk sem býr einmitt þarna að fólk hefur í gegnum aldirnar lært að borða eða hvað sem er. Já, fólk borða hvað sem er, þau þurft að gera gegnum aldir til að lifa af og það hendur bara... ekki heilanum úr kindinni eins og við. Eitthvað besta sem ég kennar að mér fekk hérna á Hórgrán, það var stektur andarhaus. Og mér leist nú ekkert á því því sá þetta Disney hjá henni og hún sagði að þetta var lostætt og sérstaklega heilin, hann var langbestur. Lesnum ekkert á það, en við borðum svið. En ekki heilan? Ekki heilan. Nei, við hættum því. En fólk vant í að borða hvað sem er og það ef maður fer í búðirnar það er alveg gríðalegt úrval á alls konar ávöxtum og grænmeti sem maður hefur ekki hugmyndu hvað það er. Nei. Og alls konar útfærslar af þessum mismöndu bögðum henta við mismöndu rétti, þannig að gömul húsmóður frá Íslandi hafði bara virkilega gaman að rölda út í búð, bara rámum gangan og skoða bara hvað er til. Þetta er náttúrulega eitt af stórkostlustu eldhúsunum eru okkur þarna á þessu svæði. Já. Sem eru kannski, getur sagt, tælensk eldhúsið eða fransk eldhúsið. Já, þetta sem er svona stór og mikil. Ningbo byggir mikið á sjávarréttum, en það er þetta borg sem stendur nálægt sjónum og hefur lengi verið verslunarmiðstöð. Einn af því svæðin sem til forna var opið fyrir útlendingum eins og Shanghai, böndið þar.
og það annað bönd í Ningbó sem heitir gamla böndið og þetta voru þeir staði sem útlendingu leiðist að fara á og versla þannig að en Ningbó er kannski ekki algjörlega sveita það er bara svona að það fór út á landsbyrðin það sá maður alltaf meiri fátækt hjá fólki það var kannski ekki alveg mörg tækifæri en mér síndust nú fólk bara að hafa það alveg þokkalegt að það það var svona það sem er kallað wet market eða það sem eins og var í Wuhan það sem fórst á svoleiðis það sem í sömum menningum er þannig ekki svo lifandi dýr, það var lifandi hænur sem var að kaupa sér og elda fyrir kvöldið en það var ekki framandi dýr en með hundluna kjötinu var kannski ekkert neitt suppuleg en eitthvað sem við myndum kannski ekki sett okkur við en þau eru vöndi og þær bakteríur sem voru þarna ferðin þau skaða þau ekki þó hefðu kannski skadað mig þannig ég laði lítið að kaupa kjöt á svoleiðismarkuðum ekki þetta var hættulegt, ég heldur bara að ég er ekki vönd þessu Sumstar horfið fólk á það að við eigum að drepa dýrin sem við eldum og horfa á það eins og við kaupum þau að við séum að kaupa lík til þess að elda finnst það ógeðslegt að segja það en þetta er alltaf öðruvísi menningu með miklu lengri menningasögu og fólk er bara vant þessu svona lífverðni og það skiptir einhver máli hvað yfirvaldir þannig það skynni hvort það er einhver stjórnmálafli eða hvort það keisari að fólk hefur bara lifað sín lífi gegnum aldirnar En svona í grunninn þá býri fólki bara í blokkum vestar í supermarkuðum eða í gömlum húsi sem er mikið verið að rífa núna til að byggja nýja blokkir Þið opinberi gerir gangskur í því að rífa gömlu ónótæfu húsin og flytja fólk yfir í nútímalega blokkir og það er alveg gríðarlega uppbygging á sömu stöðum í Kína eins og hverfinu mínu. En ekki svona torfusamtök sem er á móti niður yfir gamalla húsa? Jú, og það er vendursumsvæði en sumt er komið alveg langt fram í síðasta söludag og eiginlega ekki nokkur manni bjóðandi. En þeir eru snirtilegir þannig að þó húsin sé kannski hruni komið þá eru þeir ekki sóðaleg. Nei. Eins og ánur enda við fólk sem býr í heitar í lofslagi það er yfirleitt mjög, það er kattþrifið því að annars verður þau bara veikur. Já, akkurat. Þannig þau eru kattir meðhandla mat mjög vandlega en þau eru kannski vöndi frá örofi alda að elda matinn frekar úti. Og suma fjölskyldur fluttar í blokkir, nútímalega blokkir, bara svipaður þessu íbúður, standardinu eins og íbúður hérna heima bara. En samt vilja húsmaðurinn elda matinn stund á svölum. Búin að koma fyrir hlóðum þar og það er stundar að sína eldamennsku. Og er það þá með kól eða eitthvað svona? Já, kól eða gas eða hvað? Þegar það er langast matartíminn finnur það svona á lyktinni? Já, maður finnur á lyktinni, laði matal ilminu við hverfið. Já, og líka svona eldfærunum eitthvað. Eldfærunum og alls konar, en svo náttúrulega líka fullt skyndibittastöðum, fólk er kannski ekki alltaf að elda heima, en það er ótítt að fá sér skyndibita. Og nú til þess þá að fara að senda heim, það er einhverja að koma aftur núna í síðasta apríl, byrjun mæ. Það hafa verið greiðlega breyting bara á Ningbó. Sem á þessu síðustu 10 árum. Þannig það er eins og svona nútíminn sem að éta upp gamlu... Nútíminn er alveg að taka yfir þarna. Nú er allir konum með farsíma með þessi bettlararnir með QR-kóða. Þú getur borgað bettlurinn með símanum þínum. Láta eitthvað hendi rakna. Og ef þú átt ekki síma þá ertu bara ekkert með í samfélaginu. En hverjir eru bettlarar? Það eru þeir sem hafa eitthvað hlutan lenda með til Skifs og Bryggju. Auðvitað fátækt þarna eins og annar staðar. Og sumir hafa komið út úr húsi, getur við drikkju vandamál, eitilöfa vandamál, bara eins og alls þar annars þar í heiminum. En það er til en hið opinbera reynir þú allavega að koma þeim til aðstofar og þeim stendur í mislut bóð en það er ekkert allir sem vilja þekja þá og fólk er ekkert þingað til að þingja til eins og súraði En svona velferðarkerfi er hérna góð heilbrigðisþjónusta? Þekki ekki bótakerfi þannlega séð en heilbrigðiskerfi? Heilbrigðiskerfi er mjög gott að það geta allir komist til læknis Þurftur að nota það? Ég þurfti að nota það, ég fór til læknis með þess að nokkur sinnum og það, þetta er öðruvíseldur hér að því að maður bara mætir á mótnin til í langa biðröð og síðan bara tekum maður númer, það byrjaði að taka blóðþrýstinginn og síðan ef maður leiddur áfram og læknisskoðunni fyrir fram í herbyggja sem eru kannski nokkri læknar og með þessi sikvurt sjúklingin og bara í sama herbyggin engin skilrum en eitt á milli þannig að það störði allir á megin náttúrulega einhvern næpukvít þarna í einhverju læknisskoðun svipað að verið staðrað á kínverja hérna heima mikil ósköp þannig að þetta var öðruvísaldum að vanur en þetta var mjög góð læknisþjónusta læknandi skoðumann eða þau senda mann eitthvað áfram þá var maður sendur bara samdægus í frekari skoðun og ef það þurfti eitthvað frekari meðhöndlu þá var það bara klárað og skrifað áfram og maður gæti fengið lyfin bara þegar maður fór út og borgaði eitthvað klink. Ég fór líka til tannlæknis. En þeir hafa ekki tekið upp íslenska kerfið sem að þú myndir biðja læknistíma þá fengjur hann kannski í október? Nei, þú getur farið bara samdægur
Og það mæta allir klukkan 7:30 þegar læknastofan opnar og það er langmæstu aftur. Ég hef búin að fatta það að ef maður mætur 10 þá er biðröðin búin. Því það er bara fastið, maður mæta bara snemma. En það hefur fórna var þetta svona okkar læknagarðar. Það færði númer og reiknar að ég kemst líklega inn klukkan 3. Já, ef maður kemur aðeins setna þá er biðröðin mesti púlsinn búin, þá er styttri bið kannski. En þeir ekkert að spá við það, þeir bara mæti eins og þeir bara að gera 1000 ára, bara mæti eins nefn og þau geta og svo bara lenda þær í örtröðinni. En málið er að maður kemst til lækni svo maður getur látið kíkja á sig og ef maður vantar lyf þá fær maður stamdægus og ef maður þarf einhverja meira rannsóknir þá það er skrifað út og maður kemst að þar að því bara samdægus eða í sömu vika hvað svo leiðis. En það er ekki svona eins og þú sagðir svona velferðarkerfi í merkingunni svona félagslegu stuðningur? Það er eitthvað það, ég þekki ekki hversu sterkt það er en það er alltaf rosalega ríkt í menningu kynvera að þú sérðum þína eigin sjúkuættingja. Já, fjölskylda sér þetta og það er þetta óformlega kerfi sem heldur upp í félagsins. Það er óformlega kerfi en þeir eru að þróa sig eitthvað áfram með því að þið opinbera taki eitthvað þátt í þessu líka. En nú er náttúrulega fjölskyldunar fámennari. Já, það er bara vandamálið að þess vegna er þið opinbera taka á sig meiri byrðar í þessu sambandi að því hjón eiga kannski bara 1 barn. Og það er langt síðan svo stefn maður tekin upp þannig að 2 fjölskyldur eiga bara sikkur barni og svo eiga þeir bara 1 barn líka kannski. Þannig að það er miklu minna stuðningsnett heldur en var. En fólk sér sína eldri ættingi ef eitthvað verður veiku þá hjálpast allir annars til sjúka eða borga eitthvað sem við geta borgað og sérstaklega foreldra sína. Ég las einhverja grein það sem eftir einhvern í stjórnkerfinu þarna sem var að stilla upp að það veri komin tími að þeir þyrfti að vera stuðningu við einstæða foreldra sem hafði út af því að fjölskyldunar eru fámennari og hafi ekki stuðnari og líka það að það er orðið bara algengara að séu einstæðir foreldrar. Já. En þetta alltaf var óþekkt í Kína að gamla því fjölskylda var svo sterk. Ef einhver unglingsstúlka eða einstæð kona varð ólétta þá var hann eiginlega bara útskúfuleikur við. Það er ekki sem sem geta eignað sem manna því hún var með auka barn í eftirdrægi og sérstaklega eftir þessi einsbarnsstefna tók gildi að þá var það eiginlega bara útilokað. Þannig þau urðu að gefa fyrir sig börnin kannski og þá lenduðu börnin oft í umsjá yfirvalda sem gerðu eins og vel og þú gáttu en barnaheimili er náttúrulega ekki heimili. En börnunum var sér fyrir menntun og næringu og þú gáttu alist upp en svo náttúrulega líka þess ættleiðingar erlendis. Veistu hvaðan sonur þinn er? Já, ég veit alveg hvað hann er. Og hittur hans fólk eða? Við veitum ekkert hans líffræðilegu fjölskyldu, við fórum á barnaheimilið. Við fórum á barnaheimilið og hittum fólki sem annaðast hann var fyrstu bara frá því hann kom þangað og þangað til hann kom til okkar þegar hann var tæplega 3 ára. Og það myndi allir eftir og allir rosalega ánægðir að sjá hann og þetta var mjög gott barnaheimili en barnaheimili er náttúrulega ekki heimili, ekki fjölskylda. Og þó að fólk gerir sitt allra besta þá er fólk samt að fara heima eftir að vinnutíma líkur. Og líka getur verið að börn sem alast upp á svona heimilu þegar þau fara út í lífið síðan í samfélag sem byggir mikið upp á fjölskyldu. Já, þá er það hálf utangátta. Já, en það er mjög algengt að uppkomin börn á barnaheimilum fara að vinna við barnaheimilu og það verður eiginlega þeirra fjölskylda. Já, akkurat. Þú þekkja þessi aðstæður og reyna að koma tilbaka og gera eitthvað fyrir þessi börn. En yfirvöld gera allavega það sem eins vel og þau geta með fjárframlögum og mat og aðmennu stuðningi. Já, þú nefndir að þegar maður fer síðan út í sveitirnar þá er það eins og maður sé að fara aftur og baki tíman. Já, þú ert að fara svolítið aftur í tíman. Og hvað er langt aftur? Ertu farin bara uxakerur? Nei, það er ekki alveg svona. Það er flettur á bílum, það rættum með snjallsíma. Með þess að bændunir með snjallsíma til að teka veðurskráni þeir eru aftur kannski aldrei fartölfur en það er allir með síma og allir komast á netið. Það er mjög gott netsamband allt Kína, það komast allir á netið þó fólk komist ekki á Facebook eða Google. Þá er innlendi miðla sem fólk nota mikið. En svo WeChat til dæmis, það er bara mjög svipað eins og Facebook. Og fólk hefur bara samband við sína milli bæði myndsímtölum og skilabóðum allt saman svoleiðis. En varðandi að því að ég farið svona í Afríku í þorp og það er eins og maður sé að ferða aftur á baka, það er rosalega misjafnt hvert maður að fara, stundum finnst manni eins og sé ferðan til 1930 og stundum sem eins og maður sé að fara bara aftur á Steinöld. Það var alltaf allir með farsíma, þú varst bara í Steinöld á þorpi, en það var allir með farsíma. En mér fannst allir vera bara nokkuð sátti með lífið, það fullt að tækifærum sem fólk gefst inn út í manna, jafnvel þú koma á fátækum heimilum, þá eiga allir kost á góðri almennri menntun og fólk getur alveg inni sig upp úr félagslegum slæmum aðstæðum upp í að vera bara komið upp í góða millistjætt. Það er hægt. Það er ekki eins og þetta sé á frumbýlistíma kapitalismans á Vesturlöndum sem er svona
sem við þekkjum úr bókum Dickens. Nei. Þannig að þessi annars vegar bara vellauðugt fólk og síðan bara tötra líður. Nei, það er alls ekki svoleiðis. Það er alltaf tilfátat fólk að líka eins og alls annar staðar út af ýmsum aðstæðum. En langflestar hafa mögulega að fá sér góða menntun og komast áfram með lífinu og finna störf við hæfi og menntun við hæfi. Þannig mögulega er alveg til stað þó sem kannski takkir sér ekki alveg öllum að nýta það. En þegar þú ert að tala við fólk, það er ekki að fá fólk til þess að tala illa kommunistaflokkin? Ég kann ekki tala ekkert illum, en það er ekkert allir sáttir. En fólk getur alveg sagt sína skoðun eða fólk kannski getur blastað því á opinberum miðlum en fólk tala alveg sín saman út á götuhornum og menn eru missátti við hitt og þetta og menn eru mikið að ræða það hvernig er þetta að koma lýðræði á í Kína. Jú, þetta væri það æskilegt og það vita það flestur og líst öllum vel á þá hugmynd en þá er bara þessi gríðarlega hindur, þessi gríðarlega mannfjöldi sem hefur aldrei kynst þessi hugmynd lýðræði eins og við þekkjum það. Hvernig á að koma þessu á koppin? Þetta bara tekur tíma. En myndur ekki segja að veri lýðræði inn í kommunistaflokknum og hann gríðarlega fjölmennur og þeir sem var að stýra hverfinniðinu og borgirniðinu voru öllu líkitum kosin af flokknum? Já, það eru kosningar sérstaklega sveitarstjórnarstiginu og fólk er alveg heilmikið að segja sín helstu málefni, sérstaklega bæjarstjórnarstiginu. En svo íbúin sem vinkonum minni, hún er í húsi sem er 6-7 hæðir og það er engin lyfta og næsti stigagangu þeir kusu það að fá sér lyftu, ekkert vandamál, en hennar stigagangu gæti ekki mikið lyfta þegar það var einn íbúamóti. Þannig að þau eru ennþá paufast með innkaupabokkan sínum bara 7. hæð. Bjó hann á fyrstu hæð kannski? Hann bjó annar hæð og býr ekki eins og í húsinu, hann á íbúðinu og leigjar hann út en hann var á móti og það var engin lyfta, sorry. Svona er þetta, fólk tekur oft ákvarðanir bara út frá eigin hagsmunum. Já, mikil ósköp, þannig að lýðræði, jú, þetta er það sem við þekkjum okkur finnst æskilegast en þetta þjóðfélag bara byggist upp á aldalangar öðruvísi hugsun. Við getum ekkert yfirfært okkar hugsun bara beint yfir á þau. Þau hugsa öðruvísi. En nú hefur verið gríðarleg framþróun í þessu samfélagi og þessar borgir hafa bara sprottið upp eins og við erum hérna glíma við á Íslandi svona samfélagslega breytingar sem við veist bara allt og miklar, allt og mikið útlendingum og bara tíminn líður og hratt. Fólk sem er í Kína lítur náttúrulega að upplifa að tíminn líði bara á tífaldur hraða á við þess að gera hér. Mikil og sköp. Varst eitthvað varfið það svona söknuð eftir einhverjum Jú, þeir eru mikið með þessar hátíði sína þá fara rosalega mikið í hvernig hátíðahöldin hafa alltaf verið í gegnum árþúsundin, gera þetta eins og það var gert alltaf gammaldags og það er mikið fortið að trá á þessum hátíðum, sérstaklega vorhátíðin sem er eins og jólahátíðin í okkur. Það safnast alltaf saman, elda saman og nota þessar gömlu hefðir. Sem er þá svona kínversk menning sem er náttúrulega fenómen í heiminum. Þetta er eina menning fornaldar sem er til ennþá. Já, mikil ósköp. Og þeir sækja rosalega mikið í þessu gömlu gildi þegar þeir halda upp á ákveðin hátíðastað og vilja hafa þetta svolítið eins og við gerum. Við viljum hafa jólun eins og voru lítur voru höfum. Það er ekki sem segir make China great again og er að tala 1970. Nei, það er ekki neitt annað það. En meina fólk sem er núna lifandi, meina á mínum aldrei, þetta er fólk sem er fæddist í menningabildingunni og það var búin að upplifa tíman að tenna. Og þá var Kína alltaf rosalega lokað, það var mjög kúfað, almenningu var mjög kúfaður en síðan var þessu opnum í 1978 og síðan hefur þessi nútíma væðingu verið. Og leitt áfram að yfirvöldum en fólk er náttúrulega sjálf líka og fólk hefur alveg leyfi til að segja sína skoðan og hlutum hefur alveg áhrif á sitt líf og það hefur opnast alveg greiðar mikið að tækifærum en svo margir Kínverjar að ferðast út allan heim og búa og starfa annar staðar og koma síðan ofta aftur heima með nýja þekkingu. Þannig að það er Kína er rosalega flókið land og við getum ekkert yfirfært okkar gildi bara beint yfir á þá því þetta er allt annað grunnur. En fólk bara lifi sínu lífi eins og bara vennilega, elur upp sín börn og borða kvöldmatið sinn og hilsar upp af ömmu og þetta saman eins og fólk gerir bara út allan heim. En varandi svona hraðan að þú heyrið það líka hérna á Íslandi svona þessi allt og mikil fólk sem bara horfið inn í skjáinn og hérna minkandi samkennd og samskipti fólks og er eitthvað svoleiðis sem að vera að tala í Kína að við sem að tapa okkur í hérna vestrænum neysluhyggju? Jú, að eitthvað leiti það er náttúrulega rosalega neysluhyggja í Kína nútímans menn að fólk getur keypt hvað sem er á netinu og bara það komið upp líka við bara samstundis. Maður pantar eitthvað á netinu og það bara komið morgun eftir.
Þegar ég var hérna í voru þá var eins og jólahátíð ég pantaði mér hitt og þetta það sem ég vantaði og þetta var svo jólahátíð þegar allir pakkarnir koma að einhver saman morgun ég bara opna pakkana og gaf með mér en fólk rosalega mikið að versla og versla rosalega mikið á netin þetta litlu búðir sem voru einkenni í gamla daga það eiginlega horfnar nema á túristastöðunum að því fólk að kaupa allt á netinu og þannig að litlu búðirnir mikið til horfnar en að móti kemur að fólk að fara að vinna sér sendlar en þessi neysluhyggja greiðilega og fólk lifir alveg í gegnum farsímann ef þú hefur ekki síma og símkort þá ertu bara ekkert með í þjóðfélaginu þú verður að nota síma til að borga þín í leðalega lestirna, nota síma til að kaupa þín í lestakerfið og bara allt sem þú gerir þá verður að hafa síma Þessi breyting yfir því að fólk fyrir ekki í verslanir heldur bara verslar á netinu það byrjaður að leiða til þess að það komið svona vörumóttaka í blokkinnar Já, í hverfi fyrir utan þá bara stór postmóttaka þar sem allir pakkarnir eru sendið svo bara fólk bara tilgöngur þú sendi ekki þessar hillu og maður ætla að fara út sækja pakkan sinn, svo með þess að borð og skæri fyrir utan þannig að það getur tekið utan af vörðin og hendi plastinu hér, pappirinu hér og bara tekið vörðinu sjálfur Herðu, Þorleifur talaði að það væri svo mikil mengun í Peking að súrnað í augun Jú, það því miður til Hver mengunin? Þetta út af kolaorkuverunum mikið til sem að hafa lengur til að nota til að hýt bæði framlega alls konar varning og líka til að hita húsin það getur verið greiðlega kalt í Beijing og það nýri húsin með þá betri kyndingu en gömlu húsin sem alveg ótrúlega mörg og þau reyða svo rosalega mikið á kol sem að þá að þú ert að brenna kólinn heima yfir það ekki kólaver sem að býtir rafmagn sem að hittar upp húsið það eftir bara eftir aðstæðum svo náttúrulega sveitirnar í kring og hann ætlar að gríðarlega mannfjöldir býr þetta í kring og Beijing og loftið frekar kyrrt þarna það kalt og frekar stilt og sömurinn heitt og frekar stilt þannig að mengunni fer ekki Það ekki vandamál þess að þú varst Ekki við í Ningbo en það var stundir svolítið mengunni í kring og Shanghai og ákveðnum vindáttu þá barst þessi mengunni yfir Ningbo en almennt það mengunni kring stórborginnar en þú konu upp í sveitirnar og minniþorpin þá þetta bara ekkert að loftgæðum en þeir eru að breyta sig á sig þeir eru náttúrulega með kólaver til að bæði búið til rafmagn og búið til allt stöffið en þeir eru að breytast, þeir eru að leggja niður gömlu aflágu kólaverðin þeir fara að taka í notkun ný hátteknileg kólaverð sem að nýta brunan betur og skila minni mengun frá sér og fyrir auðvitað það þeir eru konum í sólarsellur líka við öll hús og þeir eru með litla vindmylur út allt þannig þeir eru að stíga alveg stórt til að draga úr þessar mengun sem er mjög slæm lífsgæði bæði fyrir kynveri og alla aðra og ég hef talað við menn sem hafa komið þarna reglulega og þeir séu þess að geta líka saman loftgæðinu núna eða bara fyrir 7 árum Nei, ég veit það er alveg stórstíga breytingar á undanförnum árum og áratugum frá því að vera bara kólamökkur yfir öllu landinu yfir því að vera þetta sem frekar staðbundið og í ákveðnum vindáttum Þegar þú fórst til Kína var eitthvað öðruvísi heldur þú reiknaði með? Já. Er þetta svona önnur veröld eða er þetta svona nokkuð veginn? Mörguleiti er önnur veröld en mörguleiti er þetta alveg eins en embættismannakerfi þarna og öll opinber stjórnsýsla sem þetta eiga við þeim er útlendingur í Kína þetta er náttúrulega algjörlega horror það fyrir alveg eftir ákveðnum lendir hvort eitthvað sem fer stíft eftir reglunum eða hvort eitthvað sér í gegnum fingur sem með þig og það er allur gangur á því en þú þetta fylgja út á reglunum, þú þetta fá þennan stimpil hérna og fara á þennan stað og fá annan stimpil til að fá landvistarleyfi og til að fá heilsufarstekkið og til að fá bara búsetuleyfið. Láfa ég inn á handtekkin að það glemtist að segja mér það ég þetta tilkynna á löggustöðinu að því ég ætla ekki að búa á kampusnum. Ég átti að gera það innan viku, ég hef búin að vera í 6 viku því ég fattaði það. Þetta sé verra kerfi heldur útlendingastofnun? Ekki skára. Ég hef ekki reynst útlendingastofnun hér en þetta er ekki skára. En það fer eftir ákvörðum þú lendir. En kerfið og opinbera kerfið er stíft og ósvæðilegt. Mikið skriffinska. Mikil skjöl og margir stimplar. Já, margir stimplar. Þú getur ekki gert neitt um að fá rétt að rauða stimplum á rétta staði. Og rétt að litin á eyðublaðinu, það er alls konar vesen sem að lendi út af eitthvað svona. Þannig þetta er mjög gamalt kerfi. Þetta er mjög gamalt kerfi og það tekur bara tíma að breyta þessu. En núna er þetta orðið miklu rafrænna heldur en var, ég vona að séu einfaldara. En þetta er náttúrulega bara partur að fara og flytja í annar land með allt aðra menningu að lendi í eitthvað svona hremmingum. Þetta er bara partur af því. Hver er viðhorf Kínverja til Vesturlanda? Mörguleiti jákvæð.
Sundum er sagt að það við sko sérstaklega jákvæð viðhorf til Íslands. Já, eitthvað hluta vegna það vita rosa margir Kínverjar að því að Ísland sé til. Eitthvað hluta vegna það vita margir Kínverjar að Ísland sé yfir höfuð til. Og Ísland þeir hafa mikið lýsa sem hreinleika og falleg og tær náttúra og hreint og fínt allt saman hérna. Þeir horfa mikið á það. Kínverjar almennt eru mjög mikil náttúrubörn. Þeir sækjast í að komast á svæði þar sem þeir geta komast í ómenga náttúruna. Öllum borgum eru almenningsgarðar þar sem fólk getur farið í piknik. Og 1,5 dögunum og setið út og spilað eða bara spjallaði fjölskyldunni, leikið við börnin að fara í siglingu og vatni eða eitthvað svoleiðis. Þannig Ísland í mörgra augum bara töfraheimi þar sem loft hreint og tært, svolítið kalt, svolítið blautt stundum, eða mikið rennandi vatni, þeir elska fossa. Já, norðurljós. Þeir elska fossa og rennandi vatn. Það sagði mér einhver að Ísland var eitt bara 2 landa þar sem hefðu sko þýtt nafnið yfir á kínversku. Ég notaði bara hljóðin. Já, hljóma svipað. Ég man ekki hvað eitt landi var en Ísland eiginlega einstakt að þessum leiti. Ísland, já. Það segja á kínversku sem sagt Ísland. Man ekki hvað eitt landið, en Ísland eitt af fáum, þeir nota yfir hljóðin til að búa til, bara enska heitið og kínverska þannig. Ætlar aftur til Kína? Já. Af hverju? Bara mjög gaman að vera þar. Þegar maður er komin í gegnum allt í vesenið og búin að komast í gegnum allt. En af hverju er gaman að vera þar? Þetta er létt og skemmtilegt samfélag og fólki almennilegt og maturinn er góður og það er mjög auðvelt að ferðast þarna. Og það lestunum og með lestunum og bara öllum almenni samgöngum og það er gott að vera þarna. Það er ódýrt að versla, það þurfa allir að versla eitthvað, það þurfa allir að versla föt til dæmis og auðvelt að ferðast, maturinn er góður, fólkið er mjög vingjarnlegt. Ef maður kann eitthvað smá hrefli kínversku þá er bara elskaði mann út úr lífinu. Tala svo góða kínversku, hvað lærður þetta? Þannig að þetta er mjög elskulegt land og það er gaman að fara sem þetta er gríðarlega löng og merkileg saga. Alveg bara 2000 ár fyrir Kristi eitthvað svoleiðis, elstu minjar. Og svo náttúrulega nýlega rústu sami tíma líka. En mér persónulega finnst mjög gaman að vera í Kína. Mér finnst gaman að þvælast Kína. Mér finnst gaman að segja fólki frá Kína. Hérna á Íslandi og Vesturlöndum árfum þá veit fólk ekki droslega mikið Kína en það sem það hefur þó séð í fremnirum þá þetta bara lögreglurríki þar sem að fólk bara er bundið heima á sem má ekki segja neitt. En það er allavega ekki mín reynsla. Allavega ekki það sem ég hef verið. En myndir ekki mæla með fólki sem ekki kann kínversku að bíða þangað til að færa eitthvað með sér sem að kann kínversku? Jú, allavega í fyrsta skipti. Það er ekki gott að vera túrist og geta ekki lesið skilti. Þeir eru með pinjinni líka. Það er með kínverska letri svo að finna að það er pinjinni sem er með okkar letri, arabíska letrinu og þá eru staðarheitin sjá. Þannig að mann geta, en þetta getur verið svolítið yfirþyrmandi. Að ég mæla ekki með að fólk sem ekki kann staktur í kínversku fari eitt sínleins til Kína. Þannig þú mælir með að ætlaði son frá Kína, læra kínversku og fara í skiptiráldi Kína. Já, fullblón og þá kemst maður vel inn í samfélagið. Kynnist fullt af fólki og kynnist allt öðruvísi viðhorf til lífsins og hvernig fólk gerir hlutina. Fólk kannski gerir hlutina alveg eins og hér en nota aðrar aðferðir. Stundum stóðum á þetta götu og horfði, já, hann er að gera þetta. Akkur er að gera þetta svona en ok, þetta virkar. Eins og hvað? Bara flytja húsgögnum en að binda heilu og hálfu borðin á vespurna sínar eða eitthvað eða elda matinn út á götu eða eitthvað svoleiðis með hrísgrjónapotti sinu og hita sér súpu út á götu. Líka sagt, fara bara í danshópinni og blanda sér danshópinni nágrenni og fara að dansa eftir nýjustu dagurlögunum. Það er mikið tónlistamenning í Kína og fræðsluþætti, þeir eru mjög mikið í alls konar fræðslu, það er heil sjónvarpsþáttur sem bara fræðsluþætti. Bæði með sögu Kína og náttúru Kína og bæði jarðfræði og steingervinga og allt saman. En er þetta ekki allt saman áróður bara? Nei, alls ekki. Þetta er að til líka. Stundum þegar maður er í einræðisríkjum að þá getur þú, ef þú ferðir inn á rakarastofu þá að mynda konginum. Já, það getur verið að mynda má eða sí eitthvað hingað þang, en menn er að geta tilbyggja þetta svona allir jöfnu. Nei, en á hver einasta forsíða þá er alltaf ein mynda af konginum. Nei, ég var reyndar ekkert mikið að lesa blöðum, ég horfði mikið að sjónvarpið. Og þetta náttúrulega þáttaraðir sem segja sögu kommunistar fólk sem sögu byltingarnar og hvernig kommunistar komast til valda en það er líka fullt á öðru efni sem er alls engin áráður í þetta sem jarðfræði og steingervingafundi sem eru stórmerkileg sem eru þitt fag. Já,
Þannig sem að við á Vesturlöndum vissum raun ekkert bara fyrir nýlega vegna þess að Kínverjar bara skrifa sína vísindagreinar á kínversku. Það er nóg fyrir það að hafa alla þessi áhörendur sem geta að lesa þetta þarna, en nýlega fara þýða þetta á Vesturlöndum og það eru stórkostlega fundir sem menn hafa að gera þar sem að skipta máli í stóra samhenginu fyrir allan heiminn. Þannig að... Brynhildur, gaman að fá þig að tala um Kína. Já, takk fyrir að hafa. Gaman að þú segir að þið finnst gaman að tala um Kína. Mér finnst gaman að tala um Kína og ég veit að Kína er ekki fullkomið frekar en önnur ríki, en það er langt á því að þetta sé hræðilegt eins og sumum finnst, allavega ekki að minni reynslu. Svo menn sem hafa verið mikið í Kína sem ég hef talað við, þeir fóru oft svona vegna þess að þeir voru tilheyruðu ykkur svona mávistarhýðingum uppalega. Ert þú gamall komið eða? Nei, alls ekki. Var ekki mávisti? Nei, alls ekki. Ég viltist í þetta á gammalsaldri, en það skemmtir mig í Kína og ég ákvað að fara bara með opnum huga. Maður er búin að lesa hitt og þetta og heyra hitt og þetta, þannig ég ákvað að fara bara með opnum huga og sjá bara hvernig þetta er, hvernig þetta fungerar. Hvort að ég hef séð allt veit ég ekkert, en þetta er alltaf mín upplifun á Kína. Nei, það er gott að fara og sérstaklega stundum er það þannig að fólk skynjar náttúrulega þegar það kemur nýtt á stað, þá skynjar það margt sem að fljótlega, þó að ég sé ekki að mæla með því að það sé vit sem þetta er að byggja á. Nei, en þetta er mín reynsla og mín reynsla er ekki svo að þetta sé eitthvað hræðilegt samfélag, en auðvitað eru sumir hluti sem er ekkert í lagi þarna, frekar en annar staðar. Hvað myndir þið nefna helst sem er þannig? Þannig er þetta að fólk getur átt erfitt með að komast upp og fátækt. En það er verið að reyna að gera eitthvað í því að hjálpa fólki í því. Það er vita vonlust í Bandaríkjunum. Já, en þarna er það hægt ef þú ferð í skóla og þú duglegur að læra og fylgir reglunum, þannig að séð, og ferðir réttu leiðina, þá átt alveg mögulega að komast í betri stöðu. Þú getur alveg nuð upp og sárið fátækt. Og það er margt ungt fólk sem er flutt úr sárið og fáta til sveitunum, flutt til borgarn og náðu bara að koma sér vel undir fótunum. Þeir sem eru betur settir, berast þeir svona á? Það er rosalega, bara eins og hérna, það er rosalega mikið menning að snobba svolítið fyrir þeir sem eiga rosalega mikið pening. Það er bara eins og hér. Það þykir fínt að eiga fullt af peningum. Velgengni er merkið þess að þú sett góð manneskja. En millistéttin, hún er bara mjög svipið þessu hérna, með svipað tekjur íbúðarna sem millistéttin býr í, bara mjög sambælega íbúð hérna heima. Svipið stærð, svipaður búnaður. Og þó vantist undir lyftu. Herðu, aldrei skaman að fá þig, Brynhildur Magnúsdóttir, jarðfræðingur, sem var í skiptinámi í Kína. Kæra þakkir. Við ætlum að láta þetta verða lokin hérna við Rauðaborðið í kvöld. Við þakkum öllum gestunum sem hingað komið og ég þakka líka Birni Þorláks fyrir að taka í viðtöl og Pétur Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út. Minni á allt sem þið sjáu í Jöru heyri er í boði áskrifenda. Það er sá hópur hlustenda og áhorfenda sem að telur að samstöðin hafi eitthvað gildið í samfélaginu og veit að samstöðin væri ekki til nema að almenningur legði eitthvað til þess að við hefðum afl til þess að reka þetta áfram. Ef þú vilt slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðun, það er samstöðun.is. Það er hnappur sem ástendur áskrift, það getur þú skráðið fyrir grunn áskriftinni sem er 2.750 krónur sem er mér sagt að sé hlægilegt verð með það efni sem við búum hérna til. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem er kjósið getur alltaf áskriftin að renna í alþýðufélagið, en það er mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Hvetið til þess að leggja þínar árar á þetta verkefni sem að hér er í gangi og er eins og flesti fjölmiðlar á Íslandi að berjast fyrir lífi sínu. En við látum þetta vera nóg í kvöld. Kæra þakkir, sjáumst aftur hér á morgun klukkan 8. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.